það Rauða borðið sem tekur hér við af fréttum á Samstöðinni miðvikudaginn 5. nóvember. Það ýmislegt á boðstólnum í kvöld sem endra nær, en hér í lok kvölds mætir formaður Samfés Valgeir Þór Jakobsson til Björns Þorlákssonar og lýsir reynsluheimi unglinga og ræða þeir vímuefnaforvarnir. Gísli Tryggvason lögmaður mætir sem áður til Björns Þorlákssonar til að ræða sérstaklega lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar. Þór Hallur Magnússon, rannsóknarprófessor við Háskóla Íslands, ræðir gervigreindina við Björn Þorláksson. Þau Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis, Eva Hauksdóttir, lögmaður, og Helgi Gunnlaugsson, prófessor í afbrotafræði við Háskóla Íslands, mæta hingað til mín, Maríu Lilju, og ræða hvað gerist þegar lögreglan brýtur lög. En hér eftir auglýsingar þá kemur Gunnar Smári ásamt þeim Guðmundi Hálfdánarsyni, Sveini Mána Jóhannessyni, sem eru sagnfræðingar og þeir ætla að fara aðeins yfir pólitíska sviðið í Bandaríkjunum eftir sigur Mamdani í New York. Þannig að dokið við, það nóg að vera hér eftir stuttar auglýsingar. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi Samstöðvarinnar með því að læka síður Samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll. Já, þá komið að Trump-tímanum sem við höfum haft hérna undanfarnar vikur, alltaf á miðvikudögum að ræða Trump vegna þess að það sem honum dettur í hug og það sem hann gerir og segir að hafa mikil áhrif í Bandaríkjunum og þau áhrif ná langt út fyrir Bandaríkjurindar. En það vill reyndar svo til að kannski fyrsta skipti í næstum 10 ára þá hefur Trump ekki verið aðalmaðurinn í Bandaríkjunum undanfarið. Heldur hefur verið Zoran Mamdani sem var verið að kjósa sem næsta borgarstjóra New York borgar, sem stærsta og ríkasta borg í ríkasta landi heims og hann yfirlýstur sósíalisti, þannig það svolítið tíðindi og kannski mun það setja ykkur mörk á samtölu okkar núna. Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagnfræði og Guðmundur Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði. Þetta svolítið sérstakur dagur. Það hefði engi getað logið þessu að þeir fyrir 5 árum eða 50 árum. Það væri yfirlýstur sósíalisti sem yrði borgarstjóri í New York. Nei, það eins og segir og hann að hlæja þessu sjálfur þegar að hann bauð sig fram í forkosningunum, þá var hann með 1% fylgi í skoðanakönnunum, en hann bara stundaði alveg gríðarlega öfluga kosningabaráttu, afskaplega frambærilegur einstaklingur, náði vel til kjósenda og lagði gríðarlega áherslu á það málefni sem brann mest á íbúum New York borgar, sem þá húsnæðisverð og yfirleitt bara kostnað við að lifa og þetta sló í gegn og jafnvel þótt að í New York borg mjög margir og það New York borg það svo borg í heimi þar sem eiginlega flestir gyðingar og þeir mjög öflugir í bæði í pólitíska lífi og lífun yfirleitt í New York borg. Mamdani muslimi. Hann var mjög harður og hefur verið mjög harður í stöðningi sínum við palestínmenn og þeirra baráttu og andsnúinn Ísrael í þeirra aðgerðum gegn Gaza og þjóðarmorði, eins og heitir. Já.
Svo Sameinuðu þjóðirnar kallar það? Já, einmitt. Og það töldu margir að það myndi vera hans banabiti í þessum kosningum, en það var það ekki. Og það voru mjög margir gyðingar sem kusu hann, þannig að hann einfallega sló í gegn. Áður við kannski förum alveg inn í New York, að þá þetta náttúrulega í samhengi. Það var verið að kjósa svona ekki mikið en eitthvað. Og það svona sveifla yfir til demokrata. Að þeir vinna báðar fylkisstjórnarkosningarnar og vinna svona hitt og þetta. Vinna kosningar í Kaliforníu heimil til þess að breyta kjördæmakerfinu. Þannig að þetta sigur demokrata. Já, er það ekki? Þetta náttúrulega fyrsta stöðu tjekkið á hvar amerískir kjósendur eru eftir Donald Trump var kjörinn fórseti fyrir 1 ári síðan. Og við sjáum það að demokratar vinna eiginlega allt sem hægt er að vinna sem eru í boði og yfirleitt með svona stærri hlutdeild eða stærri meira fylgi en var kannski endilega fólk átti kannski vona og það eins og segir, það voru ríkisstjórnarkosningar í Virginíu þar sem að hún Abigail Spanberger vinnur góðan sigur. Það voru ríkisstjórnarkosningar í New Jersey þar sem að hún Cheryl, já, einmitt. Þar hafði verið demokrati en í Virginíu hafði verið republikani. Og einmitt maður svona hekkur til því að hún Spanberger í Virginíu vann með töluvert miklu mun eins og segir þar sem að Kamala Harris tapaði fyrir Trump fyrir árið síðan. Og svo voru þessar fleiri kosningar eins og í Kaliforníu sem yfirgnefandi sigur demokrata varandi eins og sagðir breytingarnar á svona kjördæma skipulaginu þar sem að mun gera sem vantarlega því það að demokratar fái sæti sem eru núna í höndum republika á alríkisþinginu. Til að bæta upp það sem missað í Texas út af sömu aðgerðum. Sem ansvar við herferð republikanaflokksins og Trump til að þrengja sér fleiri sæti í sínum ríkjum sem mættu að komast. En svo voru líka aðrir, svo voru önnur mál á kjörseðlunum í ríkjum eins og Colorado og Maine, líka sambærileg það var í Colorado held ég hafi verið hafnað tillögu að koma á fót því sem að Donald Trump vil núna innleiða í alríkiskosningum, þar að segja svona það sem kallar voter ID skýrari með öðrum orðum að vera hækka þröskuldin fyrir þáttöku í kosningum. Það var fellt sem að oft dregur úr kosningaþáttöku þeirra sem eru fátækari og þeirra sem eru ekki hvítir. Og samanskapið var líka hertari byssulöggjöf samþykkt í Maine sem svona túlkað sem náttúrulega sigur demokrata. Og þeir hæstaréttardómar í Pennsylvania sem voru demokratar sem voru framlengt þeirra og síðan var kosið líka í Georgíu, ég var viðurkennaði mann og ekki nákvæmlega hvað það snýst og það er demokrata líka. En í þessu samhengi Sigur Zoran Mamdani, hann sker hann sig úr eða er það bara hann bara heppinn að hafa verið á þessari öldu sem að hvort var að demokratar hefðu unnið sigur þarna? Það hefur alltaf unnið sigur. Demokratar hefðu alltaf unnið Það var mjög langt til þess að fara að finna borgarstjóra í New York sem eru republikanar, en samt ekki neitt. Nei, það er ekki mjög Bloomberg var kjörið sem þá hann hafði snúist svo senna. En þeir hefðu unnið alltaf núna? Já, alltaf núna. En það sem auðvitað, og ég ekki vissum að það endilega Trump hafi spilað inn í það að hann vinnur þessu forkostingar. Ég held að Mamdani vinnur þær á sínum eigin verðleikum og svona sínum eigin svona sjarma. En ef við lítum og erindi kannski. Já, og vegna þess að hans kosningabarátta snerist að því sem brennur af fólki, ekki af málefnum svona sem að demokratar hafa svona svolítið verið kannski að svona vinna með. Þetta er bara einfallega, bara púra svona efnahagslegum málum sem voru hans ær og kýr og bara horfa beint á það hvernig fólki finnst að það brenna á sér og það er þessi húsnæðisverð og samgöngur og annað slíkt. Mér finnst það athyglisvert kannski í þessu það sem kom mér eiginlega mest á óvart í þessum kosningum það hvað Cheryl vann með miklu meirihluta í New Jersey því þar var bara alveg fram á síðan stund að tala með þetta væri bara alveg nýfjant en hún vann með miklu miðurbörn og sem ég held að sýni kannski einna best sveifluna því að í New Jersey er
blátt fylki, það eru demokratar vinna yfirleitt, það eru miklu fjölmennar heldur en republikanar, en fylkisstjórarnir hafa það svona sveiflast fram og aftur, þannig að mjög oft hafa republikanar unnið fylkisstjórastólinn og Kristi var til dæmis fylkisstjóri undan sem var síðast. Þannig og þar virtist allt vera mjótt á mununum en kannski hjálpaði til að Trump var svo skemmtilegur að lýsa því yfir bara viku fyrir kosningar að hann ætlaði að skera niður fjárveitinga til ganguna sem var verið að grafa undir á milli Manhattan og New Jersey sem er gríðarlega mikilvægt fyrir þessu margir sem að vinna, sem búið í New Jersey og vinna inn á Manhattan. Og það hjálpaði örugglega ekki til. Fyrir út úr í þeim göngu sem að eru fyrir. Já, Citrelli, hann græddi alveg örugglega ekki á því. En Mamdani, er það sérstakur sigur eða er hann að fylgja strömmnum yfir til demokrata? Ég spyr vegna þess að sko, fyrir kosningarna þá var verið að velta því upp að ef að hann vinnur góðan sigur, að þá mun það hafa áhrif á hvernig demokratar stilla upp frambjóðendum í framtíðinni, að þeir fari frekar til þeirra sem eru vinstrisinnaðri, að það geti haft svona áhrif á hvernig flokkurinn hefða sér. En ef að það eru bara allir demokratendur að vinna, þá gæti svo sem flokkseigendafélagi sagt að ég minna þetta nú bara, hafa nú breytna af öllum sem að voru að vinna. Ég held að allir ólíkar faksjónir í demokrataflokknum munu eigna sér þennan þessa bylgju og ég held að Donald Trump er mjög óvinsæll forseti, alveg sama hvað hann er óvinsæll forseti, hann er eitt svo með mælingar en eitt svo óvinsælasti sem að fyrir finnst og þar að leiðandi er þetta augljóslega bylgja til demokrata óháð því nákvæmlega hvar þeir standa innan demokrataflokksins, þar að segja hún er víðari, en það er hins vegar held ég að mínudómi engin vafa því að þetta var sigur Zohran Mamdani og það náttúrulega kemur ekki síst fram í því að hann náttúrulega sigraði prófkjör innan demokrataflokksins, þar sem hann fór inn í þessar svona þar sem hann tók sér afstöðu innan demokrataflokksins og sigraði hægri vænginn þar og svo náttúrulega var hann að etja kappi við sama frambjóðanda aftur í borgarstjórnarkosningunum, þar að segja Andrew Cuomo sem var kom með klopningsframboð og bauð sig til borgarstjóra gegn Zohran Mamdani. Þannig að í rauninni sigur Mamdani var ekki gegn republikunum í New York í gær heldur var þetta náttúrulega ákveðið bara framhald af prófkjöri innan demokrataflokksins hvert New York búar vilja stefna og að samanskapi held ég að það muni gefa þeirri stefnu sem Zohran tala fyrir, sem að Mamdani tala fyrir, lýðræðislegum sósíalisma, efnahagslegum áherslum þvert á alla hópa, áherslu á að sameina almenning, sameina launafólk, sameina vinnandi fólk, þvert á þær víglínur sem eru oft reynt að draga upp gegn auðræðinu í Bandaríkjanum. Ég held að sá málstæður hefur fengið byr í báða vængi eftir gærdaginn, því að það er það sem vann í gær. Já, sko, þess að ég líti á þetta, ég er bara mjög sammála því sem að Ezra Klein sem er bandarískur svona, já, hvað maður segja, svona pislahöfundur sem að hann New York Times, var mjög áhugaverður, hann var duglegur podcastari. Já, og hann var einmitt á podcasti núna að segja sem sagt að það sem að demokrata þurfa að gera er að opna flokkin og að opna hann fyrir ekki bara segja já, nú þurfum við allir að vera eins og Zohran Mamdani heldur. Það þarf að vera rúm fyrir fólk með mjög margar og margvíslega skoðanir og það þarf að hlusta á fólk eins og Zohran Mamdani sem kemur með algjörlega nýjar áherslur en þá ekki að loka á alla hina. Zohran Mamdani getur ekki unnið í Michigan til dæmis, það er bara útilokað. En og ég held að sé tvennt sem getur þeirri demokratar ættu að læra þess og ég þykist nokkuð vissum að þeir komið til með að gera það. Annars vegar að flokkurinn er breiður og það þarf að skapa rými fyrir menn eins og Mamdani og hans skoðanir og hans áherslur og hins vegar er það áherslan á kjörfólks og það eru þetta fyrst og fremst á kjör láglaunafólks af því að í Bandaríkjunum hefur þróunin verið svo að það er alveg að svona kjara mismunin er alltaf aukast. Það eru ákveðnir hópar sem eru ábúrslaríkir en það eru aðrir hópar sem eru af það mjög slæmt og þegar maður hugsa út í það að núna eru þessi matarmiðar, þessi matarstuðningur sem að ríkisstjórnin hefur veitt er að falla niður út af lokuninni eða að minnst kosti að draga saman
Og það eru 40 milljónir bandaríkjamanna sem eru á slíkum styrkjum. Það eru 40 milljónir bandaríkjamanna sem þurfa á hjálp alríkisins að halda til að kaupa sér mat. Stór hluta af þessu fólki, langstæst hluta af þessu fólki vinnur fulla vinnu. Jafnvel í mörgum vinnum, en nær ekki að ná endum saman. Og ég held að þetta auðvitað megin skýringin og það verið að reyna að skýra þetta út og Trump með því að iðnaðurinn hafi flust úr landi. Það er ekki megin skýringin. Megin skýringin að all verkalýðsfélög í Bandaríkjunum eru steindauð. Það er búið að drepa þau. Þannig að atvinnurekendur geta bara farið með verkafólk sem sýnist. En demókratar hafa ekki verið með þetta erindi til þessa fólks. Þeir hafa bara sagt að það er að gangi í gegn alþjóðavæðing og breyting í hagkerfinu sem á endanum mun koma þér vel komendum inn. Já, demókratar hafa tekið þátt í þessu. Það hafa algjörlega tekið það undir hennan og það er alveg ljós, að svo breyting sem er að gerast að þessi nýfrjálshyggja sem að svona Reagan og Thatcher svona eru kannski helst fulltrúar fyrir, að hún er dauð. Og bara vegna þess að þetta gengur ekki lengur. Þetta bara, fólk er bara búið að fá nóg og trúir ekkert á þetta lengur. Og eins og segir, það voru báðir flokkur og demókratar voru ekkert skárri í því að reka þessa stefnu heldur republikanar. Þannig að ég held að ef þetta verður svona leksía sem að demókratar geta fengið og þá sérstaklega auðvitað að sé nú eru þeir ekki stjórn. Þannig að þeir geta bent á að þetta sé allt sem á Trump að kenna, þannig að þetta slæma efnahagsástand. En þú trú á demókrataflokknum að hann sé svona eins og svona hugmyndavettvangur sem að getur lært en ekki þannig að þarna séu svo gríðalegir hagsmunir sem hafa Ég er ekkert endilega að trúa því. Maður heyrir suma þingmenn þeir tala stundum eins og að þeirra markmið sé að reyna að ná auðvaldinu aftur frá repúblikanaflokknum, að þeir mistu til dæmis Silicon Valley og fleira yfir til þeirra, að það sé eiginlega leiðin þeirra til sigurs er að lokka auðvaldið aftur til þess að styðja sig. Nei, ég er ekki að segja að þetta gerist en ég er að segja að þetta og það er mjög margir þeirra skoðunar að þetta sé leiðin, að eina leiðin ef demókratar ætla að verða einhvern veginn aftur eitthvað afl í bandarískum stjórnmálum, að þá verður að ná til sín aftur vinnandi fólki. Að þeir geta ekki bara byggt flokkin á menntamönnum og meina, þessi stórríku voru ofskuplótin að hlaupa yfir republikana því að þeir vita það að Trump er miklu meiri vinnur þeirra heldur en demókratar þrátt fyrir allt. Þeir vilja líka bara vera við þessum ákvarðanum tekna fyrir vanir því að stjórna. En ég veit ekki hvort þetta gerist, Ég meina það verða mjög sterk öfl og ég meina Mandami og ekki eftir auðvelt og þeirra rættir eins og maður hefur séð með aðra af svona róttækum. En þó er alveg ljóst að menn eins og Bernie Sanders og hún Ocasio-Cortez þau hafa alveg náð ákveðnu slagkrafti að því að menn vita það að demókrataflokkurinn þarf á þessu fylgja að halda en tekst þeim að einhvern veginn hafa áhrif á þá raunverulega stefnuflokksins að það eru eftir bara komið ljós. Og að þú nefnir Bernie og AOC að það náttúrulega verður að hafa í huga að Mandani hann er á herðunum á baráttu Bernie Sanders og mikla áróðri sem hefur komið frá honum á Occupy Wall Street og fleiri hreyfingum sem þannig að hann kemur ekki out of the blue eða svoleiðis, alls ekki. Hann er bara eðlileg framhald af hreyfingu sem hefur verið að formast og í gegnum kannski marga ósigra. Þetta er orðað þannig. Já, ég meina bara það að kalla þessi lýðræðislegan sósíalista er náttúrulega nátengt sjálfskilgreiningu Bernie Sanders á sinni pólitísku afstöðu sem hann hefur náttúrulega haldið fram lengi og ég held að sé rétt að samhengi að horfa á Mamdani í þessari svona sögu frá hruni í rauninni og Occupy Wall Street hreyfingunni sem kemur þá fram og þessi svona mjög veist málflutningur hans tala mjög skýrt inn í rauninni þá hugmyndafræði sem að kom það fram þessi áherslu á 90% en 99% gegn 1% og samstæða meginþorra almennings gegn auðvaldinu og við verum endurheimta samfélagið og höndunum hinna sem hafa tekið af okkur sem eru hinni ríku, það er eiginlega tónnin í þessu. Svo var eins og þessi nálgun hefði svolítið tapað með Corbyn, þegar Corbyn tapaði í 2019 síðar í kosningunum og svo með Bernie Sanders þegar náði ekki að verða forseta frambjóðandi demókrataflokksins 2016 og 2020 og en núna er eins og finnst mér eins og við séum komið nýtt andlit að þá og búin að fá svona endur sú hugmyndafræði sé að ganga núna aftur í endur nýjum lífdaga. Já, ég held að raunverulega það sem var að segja áðan að Bernie Sanders hefði aldrei getað orðið forseti Bandaríkjanna. Það var bara einfallega ekki
það bara ekki nógu margir en það sem að demókrataflokkurinn þarf að hlusta og ég held að það sé komið núna svona orðið meiri kannski grundvöldu fyrir því að hann hlusti á raunlega málflutningans og þar held ég að demókrataflokkurinn geti þakka Trump af því að Trump hefur svona þó svo að það sé alveg fullkomlega ekki þetta markað sem hann segir að þá var hann samt sem áður hafa þeir sem hafa raunlega fundist að þeir séu bara orðið út undan í þessu öllu saman og sé ekki tekið mark á sig og litið niður á sig að þeir einhvern veginn sjá hann hinn valkostur verður bara óbærilegur. Já, þannig að ég, eins og segi, ég er ekki að segja að þetta verði breyting en ef demókrataflokkurinn á að eiga og það hefur verið svona síðust alveg allt þetta ár sem Trump og kosin þá hefur verið demókrataflokkurinn verið í hálfgerði eyðimörk, að geta bara vitað eiginlega hvert hann átt að fara en ef engin völd hefur ekkert að segja, rífstaðins mestmengnis innbyrðis en ég held að þessar kostingar núna að það sína þeim að minnstakosti einhverja leið fram á við og það bara fyrst og fremst að hamra á og þar geta þeir sem eru svona til hægri og þeir sem vinstri í flokknum geta alveg saminast þar það að leita lausna á því hvernig getum við gert lífið bærilegra fyrir stóran hluta almennings sem á eftir að því að þeir eru eftir að fá alveg gríðalegt sjokk þegar að þessi fjárlögin sem voru eða þessi lög, þessi stóru glæsilegu lög Trumps voru samþykkt núna hvað á síðasta ári, fyrir á þessu ári að þar sem að gríðalega skattalækkanir voru staðfestar, voru framlengdar og þeir eru að leita sér einhverja leiða til þess að draga úr ríkisútgjöldum á móti og það var þá fyrst og fremst þá í því að reyna að draga úr stuðningi við heilbrigðiskerfið og draga úr niðurgreiðslum á tryggingum. Þetta var allt sem að tímasett þannig að mest að þú svo koma eftir kosningarnar 2000 á næsta ári en einn þáttur kemur bara núna 1. nóvember og nú menn að fá reikningarna sína fyrir það hvað kostar að kaupa sér tryggingu í gegnum Obamacare og það talið að það hafi hækkið þá gjarnan svona 100% og þetta kemur ofan á allt annað. Efnahagsástandið er veikara vegna aðgerða Trumps. Tvísýnt getur við sagt. Já, Trump hefur bara tekið við svona kerfinu frá Biden og bara haldið svo áfram að hann getur eignað sér allan þann árangur sem var að nást að vinna á verðbólgunni og svo framvegis. Núna er verðbólgun byrjað að fara upp aftur vegna tollahækkana Trumps sem að við skulum segja að þessi tollar kom einhvern veginn til að skila því sem Trump segir að gera til flytja inn iðnað inn í Bandaríkina þá gerist það svona 10 ár og kjósendur hafa ekki það þolinmæði af því að verðlagið eftir að hækka þetta og eftir að hægja á efnahagslífinu og þeir leiðir verið að reka burt alveg stóra hópa af verkafólki sem eru ólöglegir eða óskráðir innflytjendur sem vinni til þess byggingariðnaðurinn komin í mjög erfiða stöðu því að það er mjög margir á mjög lágum launum svona óskráðir innflytjendur og leið allar vörur, all hráefni sem við nota, timbur, skrúfur, stál, allt þetta er að hækka í verði og þetta á eftir að koma smám saman í ljós. Já. Aðeins meira demókrataflokki. Nú er hann kjörinn, hann tekur við áramótin. Hann átt að hætt við því að svona flokksmaskína demókrataflokksins fari í því að segja, þetta er nú kannski aðeins, þetta er nú aðeins svo langt gengið eitthvað og reyna að hemja hans tillögur. Hann er mjög háður því eins og hann er svona, þess að kalla mætti populísku frambjóðandi, lofar miklu og er mjög háður því að skila því bara á fyrstu mánuðunum helst og meðan að er færi til því að maður sé stjórnmálamenn sem að lofa miklu og efna lítið að þeir hrynja mikið og hratt í könnunum eins og populísku flokkarnir í Evrópu hafa gert þegar þeir komast til valda. Getum við ekki séð svona eitthvað svona eftirmála af þessum sigri hvernig ætlar hann að verða borgarstjóri í einhverju friði? Já, ég minna það er náttúrulega stóra spurningin. Það er náttúrulega hvernig hann tekst til við að stjórna. Og eins og þú segir að þá eru loforðin að mínum dómi mjög jákvæð en það er ekki auðvelt að endilega hrinda þeim í framkvæmd.
og náttúrulega sérstaklega þegar tekjustofnanir eru takmarkaðir, þannig að það hefur takmarkaði leiðir til þess að hann getur svo að hækka skatta til dæmis borgarstjóri Reykjavíkur. Já, hann getur það. Þannig að hann getur náttúrulega ekki beðið Seðlabankanum að gefa út skuldabréf eða eitthvað slíkt, en hann getur hækka skatta. En það náttúrulega alls konar strategíu sem andstæðingarnir geta beitt til þess að reyna að koma í veg fyrir að það skili sér með þeim hætti sem leitast við, og náttúrulega eins og eitt af kosningalofurunum hans náttúrulega leikskólar fyrir alla frá 6 mánuða aldri. Það náttúrulega ekki fæðingarorlof, það er náttúrulega ástæðan við því, en leikskólar fyrir alla í New York borg jafnvel þó að væri bara frá 30 ára aldri, eins mikið og mér finnst það frábært málefni, að þá sér maður fyrir sér að það sé ekki auðvelt að hrinda í framkvæmd. Þannig að og þar munu mótstöðunar koma úr fjölmörgum áttum. Ég meina, mótherjar hans í þessu kosningum, ekki síst úr röðum demókrata, kostuðu til 20 milljóna bandaríkjadollara við það komum vekk fyrir að hann yrði borgarstjóri. Og það meðal annars með því að búa til alls konar hugmyndir hann sem Hamas-liða og jihadista. Þannig að ég ímynda mér að það verði ekki skortur á mótstöðu við það, sérstaklega þegar kemur að teki öflunar hliðinni á þessu máli sem á þessum málum, þessu kosningamálum. En svo alltaf annað sem kannski ekki flókið í framkvæmd, til dæmis að hafa áhrif á takmarka til að koma á fót leigubremsu og öðru slíku. Þannig að hann getur gert raunverulega einn og óstuddur í milljón heimilum. Já, einmitt. Og það eitthvað sem ég hef full trú og það hefur verið gert áður. Það líka ýmislegt í þessu sem er kannski haft að huga, margt af þessu hefur verið gert áður. Það eru ókeypis fargjöld held ég einhverjum ferjum og einhverjum strætóum, en ekki yfir heldina. Leigubremsun hefur oft verið beitt í New York, það hefur aldrei verið beitt á Íslandi. Þetta er nú ekki til. Þannig að sumt af þessu kannski ekki alveg eins róttækt maður gældi haldið. Það hefur fordæmi. Fyrir mörg part af þessi kosningalofurðum hljóma eins og bara sósíaldemókrati, róttækur sósíaldemókrati fyrir okkur. Það er ókeypis í strætó á Akureyri. Ég er að segja það, ókeypis í strætó, ókeypis í almenningssamgöngur og einhvern tíma var líka hugmyndin algilda leikskóla, En þannig að kostnaður við leikskólakerfi sem er í New York er náttúrulega gríðarlegur. Það eru foreldrar að reka þetta og það kostar ég var að tala við viðmælandi í gær sem sagði að það hefði verið dýrar í leikskólagjöldin fyrir soninn heldur en háskólagjöldin fyrir sig. Þannig að þessi kostnaður er þarna og ég held að vitið allir sem að horfa á þetta frá Evrópu að New York búar gætu leist þetta system miklu betur með hugmyndum Mamdani. Já, heldur betur. Og þetta er auðvitað, en ég held að vandinn verður held ég ekki frá demókrataflokknum sem slíkum, af því að ég hugsa að þeir vilji nú að hann standi sig vegna þess að það mun hjálpa þeim í kosningum í framtíðinni. En það sem ég held að komi til valda erfileikum er það hvernig að borga brúsan. Eina leiðin virðist vera til þess að ef þú ætlar að draga úr tekjum borgarinnar til dæmis fyrir samgöngur og annað slíkt, eru þá að hækka skatta. Það er eina leiðin og ef þú hækkar skatt í Bandaríkjunum, það er nú aldrei verið sérstaklega vinsælt og það er voðalega hættu því að þá bregðist á flótti hjá sumum, að þeir flytja bara sig yfir ána, yfir New Jersey eða ykkur annars sveitafélög. Þannig að þetta verður ekkit auðvelt framkvæmdar og það getur vel verið að hann það er alveg ljóst að hann næri ekki allir því gegn sem við erum búin að segja. Það er margt að þessu verður ekki að veruleika en það er það svo sem alltaf reyndin. En af hvað miklu leyti hann getur svona minnskosti selt sig og sína framistöðu þannig að hann sé að þó að reyna, hann sé að vísa leiðina fram á við. Þetta takir nú kannski svolítinn tíma. Ég held að það verður svona baráttu, þetta verður svona baráttu narratífið á næstu svona mánuðum hvernig sagt frá því hvernig að gera því að margt að því segir er mjög jákvætt en er bara mjög erfitt í framkvæmd og það er auðvitað eins og það er. Já, ég kannski aðeins bjartsýnni. Ég held að hann er búin að eitt af því sem að gera maður pínulítið bjartsýnan varðandi Mamdani er náttúrulega að hann hefur fengið ótal tækifæri til þess að taka auðvelduleiðina. Það er endalaust búið að koma máli við hann og segja við munum styðja þig ef þú bara
segir að Ísrael hafi rétt til sjálfsvarnar og maður er vanalega að setja í gefur afslátt af þessu og þessu og þessu, þá munum við munum draga þennan tilbaka, við munum gera þér lífið auðvelt, þú munt fá að vera borgarstjóri. En hann hefur aldrei tekið leiðina, svo framlega sé ekki séð sko. Þannig að það held ég sé svona ákveðin karaktereinkenni sem má binda vonir við. Og eins og þetta með skattana sko, það er hægt í því að verði bara samantekið ráð það að reyna að koma í vekk fyrir að þetta verði hægt, en á móti kemur hann náttúrulega bara að tala um eitthvað svona 1-2% á æðstu tekjurnar. 3% munurinn á sköttunum yfir í New Jersey sko, þannig ef hann bara jafnar það við næsta fylki. Þannig þetta er ekki róttæka skattbreytingar sko, við erum ekki að tala um einhvers konar byltingu, alls ekki. Þetta er svo svipað og við myndum bara hækka fjármagnstekjuskattinn eins og væri bara meðaltal á Norðurlöndunum, að við getum sótt nokkra milljarða, 10 milljarða í það. En við gerum það bara ekki. Og ég held að það sem er alveg ljóst að hann er ekki sko, þó hann sé baráttumaður, þá er hann ekki, mér svona skinn ekki ánum að átökin séu það sem hann er að sækist eftir, heldur það er árangur sem sækist eftir. Þannig að það getur vel verið að hann geti náð þá samkomulagi með þessu hluti. Þannig að það er engin brosað eins mikið í gegnum kosningabaráttu eins og þessi maður. Og hann hefur hlustað þarf að hlustað á fólk og þetta vekur alltaf svona trust og hann er fulltrúi hreyfingar og markmið hans er að búa til hreyfingu og líklega til þess að geta haft stuðning hennar til þess að fara í gegn en við þekkjum það að kosningabaráttu hreyfing að hún getur orðið mjög óþolumóð ef árangurinn kemur ekki fljótt. Og hann er reynslulaus sem er bæði getur verið kostur og ókostur sko, það er bæði kostur að því leitinu til hann er ekki búin að selja sig fyrirfram. Það getur líka ókostur að það séu svona kannski einhverjir innvið þessa kerfi sem þetta er ekki alveg í þaula. Eitt sem er sérstakt við kosningarnar í New York er að kjörsókn er miklu meiri. Ég hafa ekki búið að telja allt saman, mér sýndist að vera svona lágmarki 95% meiri til kosningaþáttaka. Andrew Cuomo hefði unnið Eric Adams með sínum atkvæðum sem burstaði síðast með 67% fylgi. Andrew Cuomo með sínum atkvæðum hann hefði hann hefði unnið ágæti sigur á Eric Adams. Kosningaþáttaka var náttúrulega búin að hrapa niður í 22% sem er náttúrulega merki einhver hörmung í Bandaríkjunum. Og ég fór að skoða þetta aftur á bak. Ef þú fer til svona kringur 1960 þá 91% kjörsókn. Og svo bara fjaran og endanum erum við komið með kannski 75% íbúana sem að upplifa að þeir hafa raunverulega engin völd. Það er alveg sama hvað ég kýs, við erum ekki með stjórn á borginni. Það er ekki við sem að ráðum framtíðinni með í gegnum lýðræðiskerfið okkar. Heldur er eitthvað annað sem ákveður hvernig New York verður. Þetta er náttúrulega ótrúlega hörnum. En það náði upp úr 22% kjörsókn upp í kannski 43-4. Það er náttúrulega afrek og þá var það spurningin, af hverju er það? Það gæti verið að fólk er að kjósa hann að þau vilja þá framtíðarsýn sem hann býður upp á, sem er sumleiti að við tökum völdin í borginni, að við getum breytt borginni ef við viljum. En svo er náttúrulega kjörsunum líka út af því þessum svona andúðinni á honum, sem hann var beitt. Andstæðingar hans fá til þess meiri atkvæði heldur sigurverðinni síðast. Þannig og það munur á þessu í New York, að því við vorum að velta áðan fyrir okkur hvort að demokrataflokkurinn myndi læra sérstaklega New York eða líta á þetta sem svona bara bylgju. Það munur á þessu heldur til þess í Virginíu, það sem er meiri kjörsókn, má líklega rekja til Trump, andúðurann á Trump, en það er kannski svona 15-17% aukning, á meðan að í New York þá er bara eiginlega ótrúlega stökk. Það er auðvitað eitt sem við erum að aðtuga sko, með svona kosningar, það er svo sjaldan í borgarstjórnarkosningum í New York sem er nokkuð samkeppni sko, að því að það vita allir að demokratin vinnur sko, þannig að það nennir ekki að mæta sko, en þarna er samkeppni sko, sem hefur áhrif og að það er og það er líka spenningur, það er held ég mjög oft í þessum borgarstjórnarkosningum sem er ekkit endilega mikil spenningur fyrir þeim sem að er í frambóði. Þarna er spenningur, mennum finnst hann spennandi eða mennum finnst hann ókveikjandi og það er hvort ekki að hvetu til þess að mæta. Einmitt. Ég náttúrulega, augljóslega, hann er það alveg rétt sko. En svo náttúrulega skiptir þetta líka máli hvers konar kosningabaráttu er háð og eitt af því sem að Mamdani gerði var náttúrulega að fara ekki í þessa svona, alltaf var mjög sniður á samfélagsmiðlum og allt þetta sko, bara með svona á öllum vígstöðum, en hans lykil áhersla var á bara að banka upp á fólki og hafa með mikil teimi af sjálfboðaliðum sem að marseraði New York borg og ræddi við fólk, talaði við fólk og ég held að það tala að við náða að banka á hátt í 2 milljónir hurða sem er náttúrulega gríðalegt
afrek, mikið kosningaafrek, en líka svona talar inn í það sem var augljóslega markmið með þessu, sem að tengja saman frambjóðandan við einhvers konar hreyfingu og ekki bara til þess að vinna, heldur líka til þess að hafa slagkraft og hafa bakland til þess að ná því fram svo sem búið að lofa. Af því að það þarf þetta félagslegu undirstóðir í samfélaginu, það þurfa að vera virkar líka eftir kosningadaginn til þess að koma hlutum í gegn. Það var bent á því ykkur í sjónvarpsstöðinni að hann opnaði meira að segja kosningavökunna sína óvinni seint, sem voru skilaboðum að þú ættir að vera að fá fólk úr kjörstað, þetta getur að koma að hanga hér að drekka bjór, þú ert bara að vera að vinna. Þannig þeir opnuðu bara rétt fyrir lok kjörstaða. Þannig að það var þannig. En þetta náttúrulega líka svona áhugavert bara við pólitík samtíma, annars vegar þá þarftu svona skipulag og mikla hreyfingu, en hins vegar náttúrulega líka erfitt að skilja persónuleika og náðarvald Mandami frá því, Þannig að þetta svona áhugavert samspil milli einstaklingsins og frambjóðandans og náðarvalds við þetta svona stærri skipulegu hreyfingu, Því þarna hefur orðið til mjög áhugaverð og stór og merkileg hreyfing og það verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvernig Mandami tekst að halda tengslunum við hana þegar hann tekur við völdum. Og hvernig hún tekst að hann alltaf lagði mjög mikið upp úr samsömmun sinni við kjósendur, við almenning, við hreyfinguna og hvernig hún tekst að viðhalda þeirri samsömmun sem gerist náttúrulega ekki nema og hún takist áætlunarverðsitt og það verður fascinerandi að fylgjast með því. Og það auðvitað svo áhugavert þannig að takast á sem hann sem kemur algjörlega nýr og ferskur inn í þetta allt saman og síðan fulltrúi gömlu maskínuna annar ættliður New York stjórnmálamanna. Ég reyndar Mario Cuomo, pappans var fylkisstjóri þegar ég var í Bandaríkjunum, alveg einstaklega skemmtilegur maður, að við hlusta alltaf á einhvern mennistu laugardegi, það var svona samtalsætti við hann og hann var alveg frábærlega skemmtilegur. Ég held að Cuomo eitthvað snert að þessu en hann er eitthvað svo slísi sem að mér varst aldrei með Hann er svolítið slegin núna, hann er daufari núna, það er eins og þessu búið að taka af honum kúfinn með að við hvernig hann var til dæmis í COVID og fleira þegar maður byrjar að taka svona almennilega eftir honum. En hann þeir hafitaði líka bróður hans fjölmiðlamaður mikill og það er augljóslega að það hefur verið fjör við kvöldarborðið í þessari fjölskyldu. Þeir eru mjög mælskir báðir tveir og þetta eins og segið, þetta er svona þessi svona atvinnu stjórnmálamenn ættar sem hefur gengið í ættir, það hefur orðið svona, það er ekki mjög vinsælt nú á dögum, það er svona þannig að ég held að það hafi líka leið þá þetta hefur komið og bakvið sig þetta mjög miklu maskínu, þetta er alveg gríðarlega maskína af sem að hann. En þarna tókust á sem sagt annars vegar. Það safnaði líka miklum peningum, það voru bara uppæðir sem Blumberg gaf, ég man ekki hvað mikið, það var bara stórkostlegur uppæðir. En í átökunum innan Demókrataflokksins næstu misserum hvaða leksíu eigi að draga af þessu, þá verður náttúrulega bent á tvennt, annars vegar að þetta var New York, ekki Bandaríkin, og hitt náttúrulega að Mandami var að keppa við versta frambjóðanda sem hefði getað hugsað sem var náttúrulega Andrew Cuomo, sem náttúrulega með svo marga skandala á bakinu, það er alltaf hægt að hugsa sér verið frambjóðanda og þá verður sagt og það verður eina áskorun sem progressives eða svona framfara sinnaðir vinstri sinnaðir demókratar munu þurfa að kljást við hvernig þeir sem er kallað skeila þetta eða færi þetta yfir á stærra og það kemur öðru að því að við vorum að tala náðarvald og hreyfingu að það er forseti Bandaríkjanna er Donald Trump sem hefur einhvers konar náðarvaldstjórnum það er bara þannig og hann er með makarhreyfingu en það má eiginlega rekja hana aftur til teboðshreyfingarinnar sem var minni hluti í Repúblíkaflokknum sem eiginlega nær völdum í flokknum og það hlýtur að vera einhver sem að tók þátt í Occupy Wall Street og Bernie Sanders hreyfingunni og er núna í New York eða eitthvað tengt þessu að horfa á þetta sem að horfir á að þarna er eiginlega leið fyrir okkur að laga og lækna demokrataflokkinn sem að er ekkit mótvægi við makarhreyfinguna eins og hann hefur verið eins og hefur komið fram í nokkrum kosningum 2016 og
og 2004 og hérna þingkosningum og fleira, þannig að við verðum að gera eitthvað. Haldið það sé ekki þannig að einhverjir í þessar hreyfingu farið að líta svo á að þetta leiðin okkar, þannig að við förum núna og höfum bara afskipti af öllum fórkosningum. Við vísum fólki á því að þú verður að kjósa þennan, annars ertu að eyðileggja flokkinn eins og Teboðshreyfingin hefði þessir. Hún bara valdi sína frambjóðendur og djöflaðist á því þangað til að þeir fengu kannski miklu meiri og betri kosningu hefðu fengið ella eða hefðu verið að keppa á einhverju svona grundvelli þar sem var ekki líf og dauða flokksins að tefla sko. Þess að andstæðingur væri svikari. Sko vandinn við þessa aðferð svo eins og Teboðshreyfinguna er svo að hún getur náð miklu fylgi innan flokksins en það er ekki víst nú ná í miklu fylgi komin út fyrir hann. Trump er algjörlega sérstakur sko og það verður mjög fróðlegt að sjá hvað gerist í repúblikanaflokknum þegar að hann fer af því að sko forsetaframbjóðendur repúblikana og forsetar búsarnir til dæmis, þeir eru ekki Teboðsmenn sko, ég meina þeir eru bara svona neokon sko og Teboðshreyfingin er þannig en þeir eru ekki, hengja sig ekki á hana sko, en þeir ná algjörum völdum yfir flokknum og ef að... Það er upp úr svona 2010 sem að þessi hreyfing byrjar að verða, sem endar eiginlega í makaræðinni sko. Alveg, það er hreyfingin sem, og þetta er það sem er sérstakt með Trump sko, er það að hann er með þessa Teboðshreyfingu en það er svona kannski 25-30% kjósenda sem kjósa hann bara hvað sem að gerist sko. En hann vinnur ekki forsetakosningar á því, hann þarf að fá eitthvað annað í viðbót og þetta annað í viðbót er hann sjálfur og síðan ýmislegt sem er að gerast í kringum í samfélaginu, hann svona stíll líka. En ég held að ég er algjörlega samlega með þetta sko að og það sem ég held að demokrataflokkunni þarf að uppgöta er einhvers konar vinstri populismi og þegar ég segi populismi þá er ég segja það jákvæðri merkingu að það er sem sagt einhver svona vinstri áherslur sem að hlustar á almenning, ekki bara að tala til almenning, heldur að hlusta á almenning. Populismi eins og var í Kansas á 19. öldinni þinni. Það var öflug hreyfing sem við svona margt af hennar áherslum mætti að kalla sósíalíska en var ekki sósíalísk. Nei. Þannig að hvernig það spilast veit ég ekki sko, því að það eru auðvitað mjög sterk fjármálaöfl og önnur öfl og það sem að tengist auðvitað svona populisma gjarnan sem er neikvætt og kemur auðvitað mjög skýrt fram í populisma hér á Íslandi er að það eru þá svona ákveðin, hvað maður segja, svona fasískar tilneyingar eins og núna verður að tala um eitthvað vók sem ég veit eiginlega ekki hvað þegar verður að ræða og það sé eitthvað ægilegt og vont og það er þá gjarnan þá réttindi kvenna og réttindi svartra réttindi trans að það sé einhvern veginn með ekki tala um það sko, þú þarft einhvern veginn að samina annars vegar það að hlusta á almenning og hins vegar að halda áfram að berjast fyrir réttindum minnihlutahópa og konur eru ekki minnihlutahópur, réttundum þeirra sem hafi haft lagalega og félagslega stöðu undir. Það verður ekkit auðvelt því að populismi hann er svona gjarnan vill renna út í einhvers konar karlmannsku hetudýrkun og sem að þeirra snúast það eins og segja að berja á vók og konur og transkonur með ekki fara inn á klósett eins og það sé eitthvað stórkostlegt pólitískt vandamál. Ég finnst einmitt sko Zohran Mamdani samþætta þessa hluti á mjög góðan áhugaverð þátt. Hann leysir fókus á það þarf náttúrulega ekki að segja neitt því hann er raunverulega hann er innflytjandi, hann er múslimi, hann þarf ekki að segja neitt. En eins og til dæmis í sigurræðinu sem hann flutti í gær eftir að úrslitin voru tilkynnt. Þar tekur hann þetta og tengir saman þennan fókus á efnahagslegar efnahagslega hagsmuni megin þorrafólks. Og tvinnar það saman við með þessa stuðning við þessa mannréttindabaráttu sem við talaðum svartra ólíka trúarhópa, kvenna, transfólks og svo framvegis. Hann er sannarlega ekki anti-vók frambjóðandi. Nei, sannarlega ekki gerir það mjög góðan öflugan hátteldi sem talar inn í það sem að mér fannst þetta mörguleiti í sigurræðinu að spila svona ákveðið manifesto fyrir og ég held að næstu hún hafi verið skrifuð þannig, svona ákveðið manifesto hvernig eins og hann orðaði hvernig að halda hreyfingunni saman. Já, halda henni fram og hvernig við eins og hann orðaði komumst að rót vandans, hvernig við
hvernig við gerum upp við og eyðum þeim grundvelli sem gerir það að verkum að týpa eins og Donald Trump gæti komast til valda. En varðandi svona demokrataflokkin og átökum þær sko, þá náttúrulega ef við horfum að svona lengra samhengi sko, þá náttúrulega hafa alltaf verið ólíkar valdablokkir innan demokrataflokkir sem hafa tekist á. Og náttúrulega ekki síst milli þeirra sem eru lengra til vinstri, það er þessi sósíalísku hefðarinnar, og þeirra sem eru svona meira inn á miðjunni. Og við getum kallað það meira sósíaldemokrata eða bara svona liberala. Liberal í svona 20. aldar skilningi. Til dæmis eins og var velferðarprogrammin Franklin Delano Roosevelt byggði náttúrulega ekki síst upp á samvinnu þessara hópa. Það er að segja að Franklin Delano Roosevelt var meira miðjusækin en hann sótti stuðning í öfluga vinstrihreyfingu til vinstri við sig. Og það er oft bent á það að þegar Bandaríkin hafa byggt upp hluti eins og velferðarkerfi og annað slíkt að vera grundvallasta bandalagi þessara tveggja hópa. Það er eiginlega að hafa hægri sinna forseta með vinstri sinna stuðning, Johnson, Roosevelt. Miðjan og vinstri. Þannig náum við árangri, segja demokratastundum. Þannig að við eigum að velja okkur forsetakandidat sem er hægra megin. Já, en hinn hliðin þessu er samt sko að það þarf að byggja upp sterka vinstriblokk innan demokratastundum. Og hún hefur ekki verið í mjög langan tíma. Hann var brotin skipulega niður síðan frá 1970. En núna er vonandi hægt að sjá fyrir sér að hún komið áttur. Og það var áhvert einmitt í þessari ræðu sko. Hann Mandami byrjaði á því að vísa í fyrirverandi í einu svona góðsannakennda fígúru úr sögu vinstrisins í Bandaríkjunum og hann vísaði ekki í FDR eða Franklin Delano Roosevelt, heldur Eugene Debs og það var fyrsta tribúti sem hann og það svo hefð sem hann staðsetti sig inn í og nákvæmlega hver nákvæmlega er einstaklingur sem fer með útnefningu hverju sinni að þá held ég að það sé stóra málið, allavega frá mínum bæðindur að segja, er náttúrulega að færa ásinn og flokkin í rétta átt og þar skiptir öllu máli hvernig við byggjum upp hvernig þessi svona vinstri helmingur svona progressives taka á sig mynd innan flokksins og þegar kemur að þessu að velja lista þá hefur alltaf verið átök milli þessar blokka hvernig á að gera það og þannig að þetta verður bara framhald í rauninni að þeirra löngu sögu en vonandi erum við að sjá framhald þar sem að einkennist að meiri átökum þar sem að vinstri helmingurinn hefur meiri ítök og áhrif en hefur verið áður. Sko ég held að það sem að Roosevelt hafði sko sem er ekki til núna, það er þá öflug verkalýðshreyfing sko, sem skipuleg samtök verkafólk sem verkafólk trúða á. Það er með matseðlum og hvað við þurfum. Já, og verkalýðsfélög eru til en þá sko forystumenninni styðja demokrata en svo kjósa allir verkamenninni sem Trump sko. En nú sumir af verkalýðsfélögum svona úr inngreinunum sem að mæta á fundi hjá Trump og standa baka. Aðeins að því þeir eru bara fannir að verða í erfiðleikum að halda sínum sætum innan verkalýðsfélagana því að allir þeir eru kosnir og allir kjósendur styðja Trump sko. Það þarf einhvern veginn og það er alveg örgulega mikið til í þessu að menni sem Mandami gætu sem sagt komið af stað, það þarf einhvern veginn að koma af stað demokratis, eða sko ef við tölum fyrir demokrata sko, þá þurfa þeir að koma af stað einhverju hreyfingu meðal fólksins sjálfs sem að verkafólks sem að þeir geta sem að ítir á þá forystuna og forystan getur unni með. Það dugar ekki alltaf, við getum tekið dæma Corbyn sem var nú með momentu hreyfinguna sem var nú stór og mikil og hafði gríðarlega skírskotun út í samfélagi, hefur aldrei verið fleiri félagar í flokknum og fleira. Það stoppaði ekki hægri arm flokksins bara til þess að drepa sko. Nei, það er eitthvað sem að þeir hugsuðu, bara við viljum frekar hafa íhaldi við völd, heldur en að vinstri hluti okkar flokks ná við völdum. Og það er fólk sem er inn í demokrataflokknum og þeir sem hafa farið með völd í flokknum sem að hugsa akkurat þannig. Og það er það sem Sveinn Máni er að segja sko, það er það að það þarf að vera einhver sem að talar fyrir þennan hægri sem að sér hag í því að vinna með þeim sem eru til vinstri og til þess að svo verði að þá verða þessi sem eru til vinstri að skapa þá einhverja hreyfingu sem er þess virði að vinna með sem að skilar þá atkvæðum og annað slíkt og það sá í New York að þetta er hægt. En það sem ég held að verði stóra vandamálið eða svona áskorun demokrata núna næstunni eru innflytjendamálin eins og allstaðar í einu vestrænni heimi núna. Það eru innflytjendamálin er það sem hefur mobiliserað þessa hægri populista
það mjög öflugt í Bandaríkjunum þó svo að kemur í ljós eins og ég spáði nú fyrirfram að þegar að þessar brottvísanir fara nú að koma þá fer nú að renna grímur að fólk sér alltaf innflytjendur fyrir sér sem einhverja abstrakt starðir, þetta einhver sem ógn og eitthvað, þetta glæpamenn en svo þetta bara maður í næsta húsi sem fjölskyldin búin að búa þarna kannski 20 ár allt inn þau eru ólöglega, ég meina það hendt úr landi og það finnst fólki óréttlátt vinnandi fólk sem en samt sem áður þá þetta eitthvað sem verður áfram mjög auðvelt að þetta svona þessi tvöfalda ógn annars vegar þá þetta efnahagsleg ógn fyrir þá sem eru láglaunafólk að þeir sjá þetta fyrir sig sem samkeppni til að lækka launin og halda launin niðri sem eitthvað til í því og hins vegar þetta líka menningarleg ógn að menn eru að verja eitthvað svona sitt identitet og þetta eru hérna fólk sem ógnar þessari kristnu og hvað sem Við sjáum þetta á Íslandi að hérna það sem að menn endalaust að tala þeir sem að tala svona hælisleitendur sem eru kannski 100 sem að fá leyfi til að vera á Íslandi. Það eru hérna koma 5 til 10.000 innflytjendur hverju ári löglega og langflestir hælisleitendur hafa komið undanfarið frá Úkraínu. Já og það í sjálfu sér þetta bara orðið þetta var smá kúfur þannig að 2022-2023 þegar líka Úkraínumenn og Venezuela það var líka opið fyrir Venezuelamenn þegar lokaðar fyrir Venezuela og Úkraínumenn bara fækkar vegna þess að það ekki eins mikið brottflutningur að þá þetta örfátt og þetta sjálfsög ekkert vandamál en það mjög auðvelt að búa þetta til í umræðu. En það ekki alltaf þannig Guðmundur að pólitíkin kvarnist mikilvægstu málin. Það bara Nei, og þetta held ég það verður erfið og þetta alveg svo trans í Bandaríkjunum. Þetta auðvitað ekkert vandamál. Ég menn þetta vandamál fyrir fólk sem trans, þetta ekkert fyrir samfélagi þetta ekkert vandamál. Það ekki margir sem hrökku upp á mótnana í angist yfir því hvort á kynin séu 2 eða fleiri. Nei, þeir sem kannski sem að berjast við þetta í sem eigin líkama, þetta mikið mál fyrir þau. Þess vegna má ég segja mörgu leyti að það hafi verið aðdáunarvert hvernig Mandami tókst að sneiða hjá þessum menningastriðum sem var vissulega heldur sem var reynt að draga hann inn í vinstri en hann tók bara þennan skýra fókus og bara við erum borg fyrir alla og við eigum meira sameiginlegt en það sem skilur milli og það skiptir ekki öllu máli hvort við fáum 20.000 ári eða 30.000 ári og ekki hlusta á það sem að velja deila drottna milli slíkar hópa heldur eigu þessi hópa meira sameiginlegt af gagvart þeim ríkustu. Varðandi Trump, þá virðist hann að tali það að væri góð staða fyrir republikana að vera með alríki lokað og kynna það alltaf demokratalókunin en með hellinga fjölmjölum sem að taka undir þetta og segja þetta, margir fjölmjölar bara beita sig mjög með honum en þetta bara eitthvað minnslestur Já, ég held að sem að raunlega hann flaskaði á hann hélt að með því bara skipta sig ekki af þessu að fulltrúadeildin er bara búin að vera heima, hann búin að vera að ferast í útlöndum, hann ekki reynt að leysa, þá er einhvern veginn voðalega erfitt að segja þessi allt sem að demókratum að kenna, þegar hann einu sinni reynir ekki að leita sátta, að þá, ég held að sé það einhvern veginn svona sem gera það verkum að fólk á mjög erfitt með að einhvern veginn að hlusta á það sem hann að segja ef hann hefði svona boðið demókratum á fund til sín eins og hann gerði hér árið þá farið nú ekki vel í þessu áfundur að svona ef hann hefur sýnt einhvern lit en hann segir bara mér alveg sama og það einmitt það republikanar vót sem hann svona aðal efnahagsfulltrúi að hann bara hæst ánaður, ég meina ríkið bara óþarfi, þetta bara reykum þetta allt saman og leggjum þetta bara allt saman niður við þurfum ekki en fólk ekki alveg þannig því að það nú ýmsir sem að telja að ríkisstofnanir séu mikilvægur og það sé ýmis þjónusta sem veiti sem mikilvæg en ég meina hvernig þetta getur yfir gengið það eru fjöldin allir af fólki sem að vinna og fara inn í laun hvernig það ríki sem er orðið verst fyrir barðina lókunin er náttúrulega Virginia og það sjáum við niðurstöðun og ríkisstjórnarkosningunum þar þannig að það er engin spurning ég held að það sé engin leið að horfa á þetta öðruvísi en að hún hafa haft neikvæð áhrif á þá er þetta bara algjör mislestur hjá Trump já sem að stuðningsmenn hann telja hann af einhverju náðargáfu í að skynja hvernig fólk hugsar hann klikkaði þarna allavega eins og ég segi ofta Trump
frábær frambjóðandi að hann lélegur forseti. Það bara svolítið munur þar á. Það varðandi svona venjulegu árferði, myndi þetta þýða það að frambjóðendur republikana myndu núna, ef ég ætla að ná kjöri eftir ár, þá verð ég að fara að aðgreina mig frá Trump. En það samt líklegt að það verði afleiðing? Man gæti séð það í fyrri tímum, en af því að ógnarvald Trump svo mikið, að ef þú situr upp á mótunum og þá áttu kannski bara enga framtíð í flokknum, því hann eiginlega flokkurinn. Nei, ég held að það sé ég náttúrulega það sem að fólk mun segja að Trump var ekki á kjörseðlinu. Og það hefur sýnt sig að Trumpismi án Trumps ekki droslega vinsæll, en Trump nærð hins vegar stundum árangur í kosningum. Og það er vantarlegt, það sem fyrsta sem hann sagði eftir þetta niðurstöður komum var ég var ekki á kjörseðlinu. Þannig að það ekkert að marka þetta, Hann ekki á kjörseðlinu heldur á næsta ári. Nei, það getur orðið gríðarleg breyting, segjum að þetta sé bara smjörþefurinn, en þá hann að fá að missa báðadeildirnar. Já, en ég meina eins og núna hefur hann verið gagnrýndur fyrir til dæmis einmitt að vera í Asíu frekar en að mæta í New Jersey og sína stuðning kampæna fyrir sína frambjóðendur. Þannig að kannski gerir hann það á næsta ári. En já, það er náttúrulega einhvers konar andstæða innan republikanaflokksins, alveg sama hversu lítil eða þótt hún læðist með veggjum og allt það. Og það mun eflaust eins og Marjorie Taylor Greene hefur þróa sína leið að anstöðu við Trump, þannig að það verður að það mun náttúrulega þetta eitt og sér mun ekki veikja tök hans af flokknum þessar niðurstöður. En ef hann tapar illa eftir ár, þá mun það gera það, já, þannig ég held að þessar niðurstöður sé ekki nóg. Þetta er náttúrulega rosalega sterkt tök á þessu flokki og þetta er náttúrulega hálfgert kvöld. Já, vandi sem að þeir standa frammi fyrir er sá að það getur engin unnið prófkjör í republikaflokknum í beinni andstöðu Trump. Þeir verða annarkvort að hafa Trump góðan að þegja eða hann fáið stuðning. Þannig þessi niðurstöð í gær mun ekki hafa nein áhrif á frambjóðendur. Engin áhrif á það, en hins vegar að það eru auðvitað að vera að kjósa republikana á svæðum þar sem að Trump er mjög óvinsæll og ef að þeir geta ekki lýst yfir neinum andstöðu við Trump þá á þetta góða niður og það gerðist 2018 þá auðvitað unnu demókratar auðvitað stórsigur fyrst og fremst út af Trump og heilbrigðismálunum og það kemur, við erum nú sakfræðingar við tveirðunum, við erum ekki að spá fram í framtíðina en samt sem að kemur það mjög á óvart ef að demókrata vinn ekki nokkuð góðan sigur á næsta ári og þá er Trump bladran sprungin af þessu leyti vegna þess að... Það getur orðið gríðarlega átök. Já, það bara stopp. Þá hefur þingir raunveruleika á stoppan. Já, þá stoppar þetta allt og svo hefur og það hefur hann rannsóknarmál líka, Það er það sem að þá eru fara að kalla saman þingnefndi fara að skoða alls konar mál og hvernig hann er að brjóta stjórnarskrána, hvernig hann er að gera hluti sem að, og til dæmis þetta sem menn hafa gagnrýnt auðvitað þingi og sérstaklega Mike Johnson sérstaklega fyrir forseta neðrideildarinnar er það að republikanar í þinginu hafa alveg gefið Trump eftir vald þingsins hefa bara sagt bara þú að taka og það er einum ástæðum fyrir því að demokratar hafa ekki neitt sérstakann áhuga á að semja við Trump að því að við semja eitthvað og svo bara er það allt saman svikið Það getur gerbreyst allt eftir ár þannig að þá kannski munum við halda áfram að vera með Trump tíman hérna á miðvikudaginn því það verður ekki minna frétta þegar hann verður komið með báða deildirnar á móti sér. Það er ólíklegt að senandi fara á mótunum menn. Já, ég meina það hvernig það fer, sá slagur er náttúrulega ekki ráðinn óhað öllu því að það er markviss herferð í gangi að reyna að hafa þannig áhrif á niðurstöðu þeirra kosninga og ég meina þessi fyrstu viðbrögð Trump við þessum úrslitum er að banna póstatkvæði og taka upp setja hærri þröskulda fyrir kosningaþátttöku þannig að það er ekki svo þannig að þessar kosningar í dag eins og þetta ekki náttúrulega eru skipta mjög miklu máli og Zohran Mamdani er orðin svona andlit andstöðunar gegn Trump sem er gífurlegt tækifæri fyrir til dæmis svona framfara sinna progressið sinna demokrataflokksins til að marka sér stöðu og víkka út andstöðuna með Trump og byggja hreyfingu gegn honum en að samanskapið með náttúrulega Trump beita sér núna og republikanar fyrir því að reyna að koma í vekk fyrir það að það gerist. Og beita öllu bröðum.
En ég held sko efnahagsástandu eftir að versna, þá eftir að vegna... Ég ætla að minna á þú, Guðmundur, að þú ert sagfræðingur og getur ekki spáð fyrir framtíðina. Já, það er svona, ég spáði því hér sem ekki sagfræðingur, sko. Það er allt sem stefnir virðist benda til þess að tollarnir fara smá sem að býta meira og meira og ég meina það er bara eðlið ef að vöruverðið hækkar og það eru svona ákveðnir, sko heilbrigðiskerfið er menning eftir að fá mjög mikið svona sjokk þar, þannig að það kemur óvart annað en að hann vinni demokrata vinni fulltrúadeildina, það er mikið að gerast en það getur ýmislegt gerst og forsetinn hefur ekki mikil völd í kosningum, hann getur ekki bannað póstkosningar til dæmis, hann hefur ekki það vald, það eru fylkin sem að ráða kosningum, hann ætlar að reyna það, sko. en það bara stjórnarskráin leyfir það ekki og við skulum vona að Hæstiréttur sé ekki alveg og svo slæmur. Þannig að svona seinustu 2 árin verða honum mjög erfið og þá koma málefni sem eru bara hreinlega fjárlögin sem við erum að horfa núna að þá bara hvernig verða þau mál leyst þegar hann ræður ekki báðum deildunum. Eitt atriði sem við núna verið að tala í dag, það er Hæstiréttur Bandaríkjanna að taka fyrir tollaákvarðanir Trump. Og það verður náttúrulega mjög áhugavert að sjá hvort að þeim verður Og það hollustan við Trump sé meiri heldur en... Þeir hefur náttúrulega, ég er ekki löglærður maður en mér sýnist að vera frekar ólulegir. Þessi ákvörðun sem þingið hefur vald til að leggja á skatta og samanskapi er viðskiptahalli við útlönd ekki niður ástand eða einstakt undantekningar ástand sem réttlætir beitingu neðavalda. Þannig að hvernig sú ákvörðun verður mjög áhugaverð upp á það hvernig Það er endalaust að tala um Trump, en við ætlum að setja komu hér. Sveinn og Guðmundur, kæra þakki fyrir að koma hérna í Trump-tíkan. Takk. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru hérna við rauðaborðið. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Komið sæl og velkomin aftur að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað eru komin góðu gestir til þess að ræða það sem hefur nú svolítið verið máluna en það er svona þegar að lögreglan brýtur lög. Hvað gerist þá? Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokks og formaður við stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis. Þetta er svo langt og óþjált fyrirgefðu Vilhjálmur. Eva Hauksdóttir, lögmaður og Helgi Gunnlaugsson, professor í afbrotafræði á Háskóla Íslands. Velkomin öll. Takk. Þetta, sko, kannski byrjum á, það eru mörg mál í fjölmiðlum þessa dagana. Það eru 2 mál lögreglumanna og svo er það ríkislögreglustjóri. Við kannski byrjum á henni, Vilhjálmur, þú ert, þetta er auðvitað komið inn á borð til ykkar í svona til skoðunar. Já, svona ekki formulega. Við höfum rætt þetta og við erum, þetta virkar þannig í þinginu að við getum stofnað svona frumkvæðismál og þá er málið formulega til umfjöllunar og við getum þá kallað til gesti og eftir gögnum og annað slíkt. En svo getum við líka bara rætt þetta á okkar lokuðu nefndafundum og það hvort við viljum gera nefndamáli hver staðan er og við erum búin vissulega að ræða þetta mál þannig og við tökum upp þá undir þessum öðrum málum svona stöðuna í samfélaginu og hvort okkur tekið tilefni til og við komumst alveg skýrt sameiginlega því nefndin að þetta væri alvarlegt mál sem við þurfum að fylgjast með en það var ekki rétt hjá okkur að stíga inn í máli núna til þess að fara ekki einhvern veginn að trufla framgang þess að því að málið er náttúrulega bara hjá framkvæmdavaldinu núna, hjá dómsmálaráðherra og svo hefur Ríkisendurskoðun þá líka til dæmis Ríkisendurskoðun hefur tækifæri til þess að stofna frumkvæðismál og það hefur umboðsmaður Alþingis líka. Þær 2 stofnanir til dæmis alla jafna stíga ekki inn ef einhver annar er með málið til meðferðar á sama tíma. Þannig að við töldum það ekki málið til framdráttur að við myndum einhvern veginn stíga inn á þessum tímabúndi en auðvitað fylgjast við áfram með málinu og sjáum hvort að hvernig það þróast og hvort við þurfum svo að taka til okkar. En hvernig, sko, nú er þú fyrir lögreglumaður. Hvernig horfir þetta mál bara við þér sem slíkum? Við finnum það alveg skýrt lögreglumenn að lögreglan er oft
er eiginlega ekkert sterkar heldur en veikasti hlekkurinn, þannig að ef einhver staðar einu uppákoma í lögreglunni þá hefur það áhrif á alla og traust mikilvægasta verkfæri lögreglunar. Lögreglan verður að vera fagleg og sér til þess að aðri fylgi reglunum og sjálfsög verður hún þá að vera góð fyrirmynd líka og þannig að við gerum svona auknar kröfur til lögreglan þeir sem starfa þar og fara með það vald sem þar að fara rétt með. Þannig að ég hef sagt að ég hef áhyggjur af því að þetta mál getur haft þá áhrif og traust til lögreglunar og það torveldur henni að sinna sínum störfum. Það eitt, en svo líka traust innan liðsins. Þannig að svona að þarna hvernig farið með fjármagna því að lögreglan náttúrulega með margar áskorun og þarf sitt fjármagn og það þarf að nýta hverja krónu vel þar. En svo horfum við þetta líka þannig við mig og þannig höfum við tekið líka mikla umræðu og erum með mörg frumkvæðismál og mál formulega til umfjöllunar í stjórnskipunar eftirlist. Það bara meðferð opinberu fé. Hver einasta króna króna okkar skattgreiðenda og hana þarf að nýta vel í okkar samfélagslegu sameiginlegu verkefni, hvað sem sé lögreglan sjálf eða heilsugæslan eða skólarnir og samgöngukerfið og aðrir slíkir mikilvægir innviðir. Og við vorum með eitt slíkt mál til dæmis sem tengdist Hafrannsóknastofnun síðastliðið vor til meðferðar og þá bara fórum við strax að hafa áhyggjur af því að allt og víða innan stjórnkerfisins ekki verið að fara eftir rammasamningur ríkisins, útboðsreglunum, það ekki verið að fara skynsamlega með opinbert fjármagn og við höfum miklar áhyggjur af svörunum sem fengum bæði frá fjármálaráðuneytinu, atvinnuvegaráðuneytinu í því tilfelli að það væri bara víða svona pottur brotin og skrifum það í okkar álit. Og svo vorum við núna með til umfjöllunar framkvæmd fjársýslunar sem þá með alla reikningar ríkisins og ríkiskaup líka og annað. Og þar tókum við með þessar áhyggjur okkur svolítið upp og það vildi nú svo vel til vil ég segja að sú skýrsla var til meðferðar hjá okkur núna á mánudaginn og fjármálaráðuneytið voru gestir fundarins. Þannig að þá gátum við óbeint rætt og spurt út í þessi mál hjá ríkinu og þar gátum við spurt út í ferlana og hvernig þetta virkar varðandi svona innkaup eins og í gangi þarna hjá ríkislögreglustjóra. Þannig að við höfum miklar áhyggjur og nefndin þvert á flokka mjög sameinuð í því Hver voru svörin sem þeir fengu? Svörin eru þau að þau eru einhvern veginn í þessu stóra ríkiskerfi að reyna eftir bestu getu að búa til bæði svona stuðningsforrit og annað til þess að búa til svona mælaborð og eitthvað til þess að hjálpa forstöðumönnum og ráðuneytunum að fylgjast með sínum fagstofnunum og sínum rekstri og eins sem að þau geta séð líka hjá sér, svona rauð flögg. Og þannig að hér komin einhver mikið innkaup umfram áætlun, hér komin innkaup sem tengist ekki rammasamningi og annað slíkt. Þannig að þetta búið að vera í þróun núna undanfarin mánuð og áriði, mánuð og ár og farið aðeins og þau sögðu það alveg að fyrstu vísbendingar benda til þess að það eru alveg nokkur rauð flögg í kerfinu, einhver eiga eðlilega skýringar og svo eitthvað sem þarf að skoða betur. Þannig að áhyggjur okkar virðist vera réttar og ég vona það bara allir ríkisforstöðumenn séu að hugsa þessi mál núna í kjölfar þessar umræðu, ég ætla rétt að vona það. En hvernig er ríkislögreglustjóri búin að segja, úps, sorry, ég gerði mig nú alveg grein fyrir því að ég var kannski ekki alveg að fara að lögum eða reglum, útboð og annað. Það sem ég svo mikið að velta fyrir mér þessi svona tvískinningur í því hvernig við komum fram við fólk sem ég gerist brotlegt ýmist við lög eða bara í einhvers konar reglur. Finnur þú ekki einhver svona munur svona á því hvernig við komum fram við fólk eftir því hvaða stöðu það er? Jú, það munur á því og þegar einhver svona háttsettur embættismaður brýtur lög þá annars vegar það vekur hneykslun
og þetta mál sem að hér til umræðu, þessi meðferð á opinberu fé og mögulega verið að hyggla einhverju vinkonu eitthvað slíkt, sko, fólk ekki ánægt með þetta. Þetta vekur gríðarlegan hneykslun og ég hef ekki heyrt nokkurn mann mæla þessu bót. Það virðist alveg vera sama hvar fólk stendur í flokki og hvaðan það kemur, að fólk hneykslað á þessu og margir eru reiðir. Svo hvort að það hefur einhverjar afleiðingar fyrir þann sem að brýtur af sér og hverjar þær afleiðingar verða, það er svo kannski annað mál, sko, að verða fyrir svona opinberri skömm, að það náttúrulega vont, en það sem mér finnst vera kannski, og það er spurningar sem að vakna kannski í sambandi við þetta mál og önnur sem að eru í umræðinni, það er þetta, sko, hvernig á að haga eftirliti með þeim sem að hafa mikil völd og fara með almannafé. Og þarna virðist nú eitthvað að hafa klikkað, þetta er búið að vera í gangi lengi áður en að menn átt að sjá því. Og milli lögregluembætta. Já, einmitt. Og ég held að það, sko, eftirlit með æðstu embættismönnum og eftirlit með störfum lögreglu, það sé eitthvað sem að mætti alveg skoða betur. Nú eru fleiri mál í gangi sem tengjast lögreglunni. Það er, var verið að gefa út ákæru vegna grunns að lögreglumaður hafi verið að hnýsast í gögn í lögreglkerfinu, málaskrá lögreglu. Og það er annar lögreglumaður sem er grunnaður að hafa beitt hlerunum án dómsúrskurðar og þetta fólk sem að vinnur hjá lögreglunni, ekki bara þeir æðstu, heldur líka bara lögreglumaðurinn á gólfi, þetta er fólk sem hefur gríðarlega mikil völd og það þarf að vera gott eftirlit. Nú erum við náttúrulega, það er eitthvað innra eftirlit og svo erum við með þetta fyrirbæri sem heitir nefnd eftirlit með störfum lögreglu. En svo nefnd hefur bara ekkert mikla valdheimildir. Og kannski þyrfti að bæta það. Vegna þess að mér sýnist nú svona á öllu að þessi nefnd, hún sé nú aðalega bara svona að leggja mat á atvik sem að eru kannski ekkert mjög umdeild. En hún hefur ekki þessar miklu rannsóknarheimildir sem að til dæmis skattrannsóknarstjóri hefur og samkeppniseftirlitið. Þannig ég held að það mætti alveg skoða bæði það hvernig þessi nefnd er skipuð og hvað valdheimildur hún hefur. Og svo auðvitað, sjálfsögðu þarf að fylgjast með því hvernig verið að nota opinber fé. Ég held að Vilhjálmur sé búin að tala nokkuð mikið það, sko. Þannig að, já. Já, sko, með svona íslensk samfélag þá er það svona einkennandi fyrir okkur að svona sérstaklega fyrir hausta og vetra og svona það kom upp svona svokallað skammdegismál og þau eru í mikið umræðinu og það er mikil sneykslunartónn svona í kannski 1-3 vikur eitthvað sem og svo bara gleymist það og bara fennir yfir það og menn eru búin að gleyma þessu bara til mánuð því þá komin eitthvað annað hneykslismál. Þetta er í sjálfu sér hneykslismál. Ég er ekki alveg viss að það kannski gleymist alveg eins fljótt eins og kannski mörg önnur svona mál sem kom upp hjá okkur að vetri til. Ég held það sé kannski líka vegna fortíðar ríkislögreglustjóra. Hún hefur marga oft verið ámynd starfi. Má vera, ég þekki það ekki sko, en allavega ég held að þetta mál svona minni svona loða við svona yfirstjórnina að einhverju leyti við sjáum þetta eins og Vika í Gíslamartin, þú veist, tók þetta fyrir bara mjög áberandi hátt síðasta föstudag og það er mjög líklegt þetta mál verið, þú veist, í áramótasköpinu. Þú veist, maður bara sér bara sketsin bara strax komin, þú veist, einhver svona ráðviltur ráðgjafi ykkur í svona juskbúð sko, þú veit ekki hvert hann að fara og þetta peningametrin tikkar sko. En sko, svo er það spurningi með traust sko til lögreglunar og Vilhjálmur komið mitt inn á þetta að þá hefur þetta í sjálfu sér ekkert með lögregluna að gera sko, þetta er yfirstjórnin sko, þetta er sko, við höfum líka haft sko formann lögreglusambandsins sem hefur verið mjög gagnrýninn, svo veist, meira sig óvenju gagnrýninn sko, þú veist hefur hann öll gögnin fyrir fram að sig, ég efast það, en allavega hann svona virkilega ítir undir svona þessa dramatík sko í kringum þetta og mjög gagnrýn og þetta líka í býsti við að það íti undir sko gagnrýn á þjóðarsálinni var að þetta mál sko. Þannig að lögreglan í sjálfu sér sko, hún bara horfir upp á þetta og ríkislögreglustjóri þetta er toppurinn sko, þannig að það er vantraust á toppinn og yfirstjórn lögreglunnar og nú eiginlega liggur þetta máldaldið á borði sko ráðherra sko og þá er spurningin sko, þú veist að kaleikurinn er raunverulega þar sko, það er að skoða þetta mál og þú nefndir þetta að vera mistök, já, ég veit ekki, þá var þetta kannski mistök sem er endtekið náttúrulega oft sko, þannig að maður skoður þetta í þýljósi sko, þetta er einhver ár sko. Einhverju talaði síbrótagæslu ég veit það og svo líka finnst mér áhugavert í þessu sko að ráðherra hefur verið dálítið sko
ég segi ekki dómharður í þessu máli, en allavega hann tekið alltaf undir með þjóðarsálinu Og að mjög þetta sterkt sé til mjög orða, einmitt. alvarlegt mál sko. Hún er raunverulega næstu búin að fella dóm í málinu sko. En hún er þetta að meta málið hlutlagt sko. Og maður svona veltir í fyrir sér sko, að hvort að ráðherra eða svona sá aðili sem á raunverulega að skera úr þetta mál sko, þú veist, eigi beinlínis beint að tjá sig þetta. Ég ímyndið mér samt að ráðherra muni segja að hún hefði ekki gert það sko, en allavega hún er tekið svona þannig til orða að þetta sé mjög óvarlegt og þá er það svona einhvers konar mat á því hvað þarna gerðist í raun og veru sko, en nú er ábyrgðin liggur þar sko, og þá reynir á sem sagt hvað leikurinn er þar og ráðherra verður raunverulega að skera úr þetta mál. Við veitum svona hvernig þjóðarsalinn er akkurat núna sko, það er svona þrýstingur og eins og Eva komið inn á áðan að maður hittir kannski ekki nokkurn mann einstæðar sko, sem einhver liti er að mæla þessu bót og það hvort sem er eða annars þar í samfélaginu eða kaffistofunum að það allir jafn svona einhvern veginn hérna gagnrýni á þetta og núna reynir á ráðherra varðandi það hvað til bragðs sé að taka og ég hef komið inn á einmitt hérna með lögregluna sem dæmi á lögreglumanni sem eru hérna að horfa framan í sem sagt ákæru og dómstóla vegna hérna eitthvað sem hafa gert í hérna starfi og við þekkjum dæmi af því tagi svona undanfarin ár þar sem lögreglumann hafa mist starfið sko vegna einhverja misfelli í starfi sem oft bara jafnvel bara einhverja skýringar á sem hugsanlega hafi verið fyrir hendi en það hefur gert það samt að verku að menn missa starfið sko og svo hafa menn verið dæmdir og fyrir brotið starfi og allt það þannig að maður þetta svona eins og kannski þjóðarsalinn gerir sko Jón og Séra Jón sko en það sem ráðherra þarf að gera það þarf að skoða allt þetta mál sko bara ferilinn allan og kannski ekki bara þetta einstaka mál heldur kannski bara fjárreiður almennt í embættinu því þetta er þetta stórt embætti það liggur mikið undir það er mikil ábyrgð það eru fjárreiður á ýmsu tagi hvernig raunverulega embættið hefur staðið sig og þá ríkislögreglustjóri í því embætti þannig að það ekki kannski bara skoða einstaka færslur eða þetta mál hvort þetta hafi verið peningum vel varið. Já, það er að gera það sko og svo þarf að veltaði fyrir sér hvort að Ríkislögreglan sé búin að missa trúna sinn ráðherrans og hún þarf líka ráðherra þarf að meta það hvernig hérna þetta traust á ríkislögreglustjóra og sérstaklega yfirstjórninni hvernig það verður raunverulega endurheimt sko þú veist, vegna þess að það er oft auðvelt að tapa trausti en það getur erfiðara að endurvinna það og ráðherra þarf einmitt að meta það á hvern hátt sem þetta embætti ætlar raunverulega að vinna sig aftur með traust hjá þjóðinni og hvort að hún sé þá akkurat þessi ríkislögreglustjóri núna sé til þess bær og hæfur til þess að halda því úti og afla traust sem alveg nauðsynlegt er því þetta er ríkislögreglustjóri þetta er raunverulega okkar yfirvald og þetta er toppurinn og þetta er verkin sem við erum að horfa akkurat núna sko. Erum við ekki kannski bara komin á það stað að við þurfum að taka lögregluna bara til gerðar endurskoðunar og svona tilgangarnar og uppsetningu og þar fram til göttunum. Ég er þeirra skoðunar. Ég hef ekki farið lengt með það að mér finnst að lögregluembættið sé svolítið svona barnsins tíma og það megi gjarnan efla ýmsa innviði lögreglunar eins og rannsókn með glæpum og stuðning og þá fagþekkingu en kannski eyða minna púðri í svona götu dáta. En sko, ef ég má bara örstuð koma inn í það sko, að varandi með skipulag lögreglu, ég held að það sé eitthvað sem þurfa að gera sko, vegna þess að við erum bara reyndan til dæmis á innan við kílómetra að það eru með 3 lögreglustjóra sko, við erum með höfuðborgarlögreglustjóra, við erum með ríkislögreglustjóra og svo þarna á milli er héraðssaksóknari sem er líka lögregludeild sko, með rannsóknardeild og allt þetta. Það þarf einhvern veginn lítið að stokka þetta aldrei upp sko. Þetta er mjög skrítið og erum við ekki með eitthvað 10 lögreglustjóra lögreglustjóra þetta er það stundu verið að tala um háskólan þeir séu alltaf margir sko. Ég held að við séum 6 eða 7 háskóla sko og það er alltaf að tala um það sem var margir sko. Þú veist svo erum við með hérna alveg heilan helling af lögreglustjórum sko og svona ólík embætti sem eru með svona ólíka menningu og ólík starfskilyrði og allt þetta. Ég held að þurfa að endur sko þetta dálítið og hérna varðandi mitt hvað raunlega skiptir máli varðandi lögreglu
það hefur verið talað í þessum máli, talað um einhverja straumlínu stjórnun. Þarf það ekki mitt? Það var ekki að skoða lögreglu alla út frá þessari straumlínu hugsun sem er orð sem hefur verið kastað inn í umræðan akkurat út af þessum máli sem við erum að tala. Ég held það sko, það ætti einmitt straumlínu pælingin að heima sko, að reyna að endurskipra lögregluna og gera þetta einhvern veginn samhæfðara, sterkara embætti einhvern veginn, en ekki svona marga svona hreppstjóra sko. Það of margir hreppstjórar og of margir svona millistjórnir í ólíkum lögum og lögreglunum sem þarf dálítið að skoða krítískt sko, finnst mér sko. Verður þið samlega þessu? Já, þetta er í samlega þessu, enda hef ég tekið þátt í þessari endurskoðun alveg núna frá því ég komin á þingi fyrir rúmlega 12 árum síðan og þá hefur lögreglan verið í stanslausri endurskoðun og ég tek bara undir allt sem ég er að segja að þetta er allt áskoranir réttar sem þið nefnið hérna og það er nefnilega ótrúlega mikið búið að breytast í lögreglunni undanfarinn áratug og ég fengi að koma mjög mikið að þeim málum sjálfur og til dæmis til þess að auka svona gagnrýna hugsun innan lögreglunar og tengja fleiri svona geira samfélagsins við lögregluna og byggja upp þessa breiðari þekking og annað, að þá færðu við lögregluskólan á háskólastig til þess að reyna að opna þetta og og það voru alveg vaxtarverkir í því en nú er það alltaf að þróast betur og betur og þannig að það var bara risa breyting í því að endurskoða lögregluna og hvernig hún vinnur og þannig að lögreglan þróist líka með samfélaginu, breyttu samfélagsmynstri og annað slíkt. Þú segir að leggja minna áherslu á götudátanað. Það er löngu búið að leggja götulögreglunum til hliðar. Þetta er allt komið í rannsóknardeildir og skipulega brotastarfsemi og allt þetta þannig að við sem vorum alltaf á götunni vorum búin að mæta afgangi mjög lengi. En svo gerðum við löggæslu áætlun en það sem er kannski svona nýjast í þessu og mikilvægast, það var skýrsla sem ég stýrði og gerði fyrir þáverandi dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Þar sem vorum að taka áskoranir lögreglunar og einmitt hvernig hvermagninu nýtt og við séum ekki með hana tvíverknað og allt þetta. Og í kjölfari að því var settur 1,5 milljarður í lögregluna. Þá vorum við búin að fara yfir hvernig nýtum við fjármunina sem best, hvernig nýtum við liðið sem best, hvað eru mikilvægt og megnið að þessu fór í skipulega glæpastarfsemi til að reyna að takast á hana og þá er líka búið að breyta mikið og straumlína rannsóknir til dæmis ekki kynferðisbrotum. Þar hefur tíminn styst alveg gríðarlega frá kæru til niðurstöðu og fullt af svona auknu verkefnum og á sama tíma er náttúrulega búið að koma hér heimsfaraldur og almannavarna ástand og við erum bara orðnir svona fjölþjóða samfélag sem að hefur bara svona fjölbreyttar áskoranir að það þarf að vinna málin öðruvísi og tekur lengri tímastundum og annað slíkt. Þannig að þetta er allt búið að gerast og svo sem við komst með eftirliti með lögreglu að það er búið að reyna að þróa það og ég bara fullyrði það og mann það sjálfur frá því ég var í stjórn Landssambands lögreglu var í lögreglunni að lögreglumenninni sjálfur þeim svo mikið andum traustið og þeir fái að njóta traustins og þeir vilja ekki að séu skemmd epli innan lögreglunar. Þau bara vilja alls ekki og þeir vilja að það sé einhvers konar eftirlit þannig að þeir geta einhvern veginn unnið sitt starf á fullu trausti og annað. Þannig að við þurfum þetta er ekki auðvelt í svona litlu landi það er svo erfitt að búa til sér rannsóknar lögreglu, það þekkjast allir og hver myndi vera ráðir í sér embætti til þess að rannsókna lögregluna eða gjaldfyrrandi lögreglumenn eða félagar og lagadeild og eitthvað svona. Þannig að þetta er raunverulega áskorun hérna, sama hvaða leið við förum að því. Ég held að sé samt svoleiðis með flesta embætti sem að hafa svona eitthvað authoritet yfir fólki, það þekkir alltaf einhvern. Já, ég veit að það. Ef að hittir fólki í dómsal sem hún kannski kannast við úr einhverju fortíð og þú kennir fólki sem að, eða hefur kennt fólki sem að þú rekst svo síðar á lífsleiðinni og þetta er allt svolítið þannig og við erum bara mjög lítið samfélag, við þurfum að laga okkur af því. Að því að héraðssaksóknarar eru að rannsaka svona stærri mál og annað slíkt, en að héraðssaksóknaraembættið fengið töluvert og er ekki að vinna í sér daglegu löggæslu, þannig að þeir hafa fengið svolítið hlutverki í að rannsaka fyrir hinn embættin ef það er brot innan embættana hjá lögreglumönnum eða kemur upp eitthvað atvik og svo var nefnd eftirlit með lögreglu stofnuð og lögunum hennar hefur
nokkru sinnum verið breytt og annað slíkt, þannig að þetta bara í þróun og ég alveg viss það að við erum ekki ennþá komin alveg nýra á bestu lausnina þar en við þurfum bara að halda því áfram. En svo nú héraðssaksóknari sjálfur núna í rannsókn hjá lögreglunni á Suðurlandi og hjá nefndum eftirlit með störf lögreglu og frumkvæðismáli hjá okkur í stjórnskipulegri eftirlitsnefnd sem við erum að fylgjast með því máli. Þannig að það svona margt, svo ein risabreiting sem við gerðum náttúrulega á lögreglunum. Við fækkuðum embættunum og aðskildum embættin frá sýslumenn. Sýslumenn og lögreglustjóri var saman. Það gerðum við 2015 líklega. Þannig að það búið að vera alveg mjög mikil endurskipulagning og eitthvað en það verkefni ekkert búið og þarf að halda áfram, þannig ég tek bara undir það. Og þar sé ég líka að við þurfum að hugsa stærra og ég lagði sjálfur fram mál með flokkahópi okkur sjálfstæðismanna í Norðurlandaráði að við þyrftum að búa til netrannsóknarlögreglu bara á Norðurlöndi saman, ekki eitthvað samstarfssamning á milli lögregluembættanna, heldur bara sérstaklega netlögregla því að þessir netglæpir er fjölþáttaógn bara og við getum aldrei fara að búa til þekkingu, tæknibúnað og annað til þess að vera að rannsaka þetta allt saman hér og þetta virðir engin landamæri og annað slíkt. Það er eitt og svo Þegar það talaði varnir Íslands, þá hef ég oft velt í fyrir mér hversu við höfum ekki við séum ekki einblína á þessar varnir í staðin fyrir einhvers konar loftrýmisgæslu. Já, þannig að þetta er bara ein af þessu mikilvægu, við höfum rætt mikið innan Norðurlandaráðs sem við þurfum að gera og svo það þessi skipulega glæpastarfsemi sem náttúrulega eru í grunninn fíkniefni en orðið miklu meira snúast að selja fólk og versla með fólk en eru alltaf peningar í endanum og í það fór mest af þessum 1,5 milljarði sem ég talaði áðan og þá þetta svona það lögreglan á Keflavík sem á að stoppa þetta á landamærunum og fá heiðurinn af því að vera svo duglega að stoppa. Það lögreglan hér í Reykjavík sem að stoppa fólki sem að selja eða að þjónustuta eða það héraðssaksóknari með öllum hinum sem á að stoppa höfuðpaurana. En kannski við þurfum bara að fara að horfast í augu við að lögreglan stoppar ekki glæpi. Þeir bara, Nei, við erum að reyna að stemma stigu í glæpum, kerfið er búið, við munum aldrei stoppa glæpi. Svo getum við bara, svo getum við haft lögreglu sem rannsakar, hvernig það fór allt fram. Þetta stoppum við aldrei glæpi, við vitum það alveg og það er bara draumsýn ef einhver heldur það. Ég held að þess vegna við ættum kannski að æða minna púður í að reyna að stoppa glæpi og kannski bara Við erum að stemma stigu við þeim og hægja vöxtinu svo hægt er og reyna að halda þessu skefjum, það er hlutverkið. Ertu sammála vilja? Auðvitað viljum við koma í veg fyrir ofbeldi og hræðileg brot, auðvitað viljum við það en ég fæ alltaf svona það fær alltaf 100 vörðaböllur í gangi á mér þegar ég heyri talað forvirkar rannsóknarheimildir og svona þessi viðleitni til þess að koma í veg fyrir að glæpi sig í framtíð, þetta er mjög eldfimt. Það er alveg rosalega mikil hætta á því að slíkum heimildum sé misbeitt. Nú er bara í umræðunni, það var verið að gefa út ákæru vegna þess að lögreglumaður er grunaður að hafa beitt hlerun án dómsúrskurðar og hvað ef að menn ætla nú að vera hetjur og koma í veg fyrir glæpi, hversu líklegt er að valdheimildu verði misbeitt þar eins og annars staðar? Þannig það þarf að fara rosalega varlega í þetta og það þarf að passa einmitt mjög vel upp á eftirlitið. Alveg rosalega vel. Þannig ég bara vona það, ég vona bara að þingmaðurinn beiti sig fyrir því að það verði að allar slíkar heimildir það verði ferið mjög vel ofan í það hvernig ég komi í veg fyrir misnotkun á valdi. Misbeiting valds er bara stórt vandamál. Lögreglan hefur gríðarlega mikið vald og þetta er ekki eina stofnun, við erum líka með barnaverndaryfirvöld, við erum með útlendingastofnun, stofnanir sem hafa gríðarlega mikið vald yfir lífi fólks og einmitt mikinn aðgang að persónuupplýsingum. Það er bara mjög auðvelt að eyðileggja líf fólks með því að misbeita valdi. Þannig að það verður að fara varlega í þetta. Valdi fylgir ábyrgð, það er alveg augljóst og ég nefndi það ekki en það var ein breytingi varðandi heimildir lögreglu til rannsóknar annað og þá var þetta eftirlit mjög til umræðu og ég er alveg sammála því og þarna tek ég 100%
undir með Evu að það sem við erum að gera bara sem samfélag, eða við sem löggjafi þurfum alltaf að gera, að það er að vega og meta einmitt. Það er réttaröryggi borgarans og svo þess svona almanna hagur af því að stemma stigu við brotunum sko. Og þar eru bara að vega salt og okkar verkefni stjórnmálana er að finna þennan meðalveg. En einmitt að koma svona í veg fyrir það að fólk, ég bara labba út úr húsi og fara með einhvern glæp, þú veist, það ætti kannski ekki að vera endilega hlutverk lögreglunar, heldur kannski bara svona samfélagslegt. Já, við erum náttúrulega með lög og allt þetta og kæruheimildir og refsingar og allt til þess að komi veg fyrir og lappir hér út og fremja glæpinn. En við þurfum einmitt, og það er gott að við erum með afbrotafröðingin hjá okkur, sko, hvatinn til þess að fremja glæp, hann er einhvern veginn... Hann er misjafn. Já, á meðal fólks. Orsökin misjöfn. Sko, það er svona teórisku umræðum afbrot, sko, þá er þetta svona þrjár áttir sem að lítur, sko, það er svona motivational afbrot, eitthvað sem vill fremja brot, það er ekki allir sem vilja fremja brot, en það er einhver sem vilja fremja brot. Svo er spurningin sko, eitthvað svona sem er eftirlitsaðili, sem að komast upp með, það er engin eftirlitsaðili og þú vill fremja brot og þá er meiri líkur að það verið framið. En þetta er, sem sagt, það skiptir máli hvort það sé motivational eða ekki motivational og svo er það spurning aðheldið, sko, og svo er spurningum að tækifæri opni, sko. Þannig að það er þetta þrennt, það er tækifæri og aðhald og svo hvort þú viljið fremja brot. Og raunverulega kannski með flest okkar, ég held að flest okkar sé ekkert endilega því að við viljum fremja brot, sko. Að við erum bara þannig alveg upp með siðferð og fleira að jafnvel þó við sjáum möguleika á því að stela veski frá einhverjum, þá gerum það ekki, sko. Við látum frekar vita að því að veski er þannig að aðalatriði það, sko, að við sem borgarar að við virðum lög og rétt og við kennum aðra borgara og sveirum þeirra og allt það. Þú veist, ef við erum með marga einstaklingar úti sem treyst ekki kerfinu og reyna að grípa hvert tækifæri til að stela, sko, þá er í slæma málum, sko. Og þannig við erum í samfélagi þar sem þessi löngun til að fremja brot er sem minnst, sko. Og það er alveg hægt að skapa svoleiðis samfélag og svoleiðis aðstæður, leitast við það að gera svo. En ég vil nefna þetta sem með lögregluna, þess að Vilhjálmur komið inn á áðan, sko, að það hefur mikil þróun hjá lögreglu. Það er mjög mikil svona fagleg þróun sem á sér stað bara síðustu 10-15 árum, eins og færa lögreglunámið upp á háskólastig, það er eitt, en það er svona fagleg hæfni starfsmanna í sambandi við rannsóknir, hún er allt öðru level og hún var fyrir 10-20 árum síðan. Það sem við erum að tala frekar sko, það er þessi stjórnunarvandi, sko, það er þetta sem birtist kannski í þessum máli með ríkislögreglustjóra, að það er eitthvað sem við horfa á, en lögreglan sjálf, sko, það er dálítið annar handleikur, sko, þannig að ég vil skipta tvískipta með þeim hætti. Spurningum með aðferðir lögreglunar, hún verður þetta bara að gæta að réttaröryggi borgarana og vinna sitt starf sem er í samræmi raunverulega við það sem réttarríki býður upp á og sé raunverulega í samræmi við siðferði borgarana og allt það. Þannig að verður samt að nefna það að lögreglan nýtur mikils traust í okkur og við svona traustmælingar varðandi lögregluna, það er engin opið stofnun sem fengið eins mikið traust eins og lögreglan og oft í krafti þess og hafa svona viðhorfsmælingar sem ég hef staðið að sýnt það að borgarnir treysta lögreglunni til þess jafnvel sko að lögreglun eigi að fá að beita það sem stundum við kalla forvirkar rannsóknarheimildir, sko, þú veist og það byggir einhverja bara því að borgarnir hafa svo mikið traust á lögreglunni, sko, að þeir vilja veita lögreglunni raunverulega það að hafa í sínu svona vopnabúri svona aðferði sem kannski er ekki leyfið í dag, sko. Og treysta á lögreglunni. Já, og treysta á lögreglunni. Og treysta á að hún sé að sjá um þetta. Já, og þannig er þetta samt og þessi hætta sem Eva kom inn á, sko, ef þetta fer og langt að þetta sé misbeitt, að þá er ansi mikið í húfi, sko. Það er traustið á lögreglunni, sko, og allt það. Þannig að þetta er fín lína, það er þessi balans og þú eru bæðið þetta að koma til að vinna. Ég held að svona, þú veist, fyrir mitt leyti myndi ég hugsa svona, þú veist, traust lögreglunar versus, sko, persónu, vernd og frelsi einstaklingsins bara til þess að vera í friði fyrir lögreglunni. Við svona vegi aðeins, kannski þyngra, svona. Já, sko, en það sem við erum að tala um hérna, eins og ég kom inn á áðan, að lögreglan er með valdið og hún getur ekkert sinnt þessu valdi nema að fólk treysti henni fyrir því. Og því skiptir máli að hún framkvæmir þetta faglega og upplýstan hátt og það sé einhvers konar eftirlit og afleiðingar og ef það er á því brotið og allt það.
það er einn. En svo er það líka hitt að við búum í lýðræðissamfélagi og lýðræðið það hættir að virka en leið og öryggistilfinnings borgarans hverfur. Þannig að leið og borgarinn finnur ekki til öryggis þá verður upplýsning. En það eru mjög margir sem finna ekki til öryggis með lögreglunni. Og borgarinn, það er svolítið svona tvíbent. Já, en almennt séð, þá erum við með lögregluna til að tryggja öryggistilfinningun okkar og borgarinn treystir á því að lögreglan sé að sinna þessu fyrir sig. Ég þekki mjög marga sem eru ósamræðið þessu, til dæmis. Já, ég er að tala um hvernig samfélagi virkar, sko. Og samfélagi almennt treystir á lögregluna, ekki hvort það treystir lögregluna, heldur treystir á hana, að hún sé að sinna því að tryggja öryggi okkar. Og þetta kemur margt annað í að tryggja öryggi okkar bara eins og réttar ríkið á að gera með lögum og stjórnarskrá og öðru slíku og svo allskins forvarnir og félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu og allt þetta sem að tryggja það að veikir fái þjónustu þannig að þeir sé ekki ógna og allt þetta en svona í grunninn virkar þetta svona. Er þið sammála þessu, Eva? Ég held að það sé alveg rétt að lögreglan njóti töluvert mikils traust. Sko, kannanir sýna það að svona meiri hlutinn bara virðist vera hafa mikið traust á lögreglunni. Við erum ekki ágætum samskiptum við lögregluna þegar þú ert á hana að halda. Já, en svo eru það náttúrulega, það er ekki allir. En svo er náttúrulega bara þessi hætta á því, ef ekki tekið á brotum, að þetta traust hverfi. Og það er líka hætta á því ef við höfum svo mikið traust að við teljum að þurfum ekkert eftirlit að þá náttúrulega opnum við fyrir misbeitingu valds og mér finnst sko þú komst nú inn á áðan er munur á því hvernig hvort að Jón eða Sigurjón hvernig farið með fólk í, sem á einhvern nátt brýtur af sér. Ég hlakka til þess að sjá núna hvort að verða einhverja afleiðingar og hvaða afleiðingar að verða þá af þessum gjörningum ríkislögreglustjóra sem hafa verið mest til umræðu undanfarið. Þetta er alltaf áhugaverð sko það þegar að það eru fjármunir almenning sko þá verður svona allt brjálað einhvern veginn. En svo er bankarán í gangi á sama tíma. Og við sjáum að það eru sko fristar eignir fólks, saklaus fólks út í bæ sem átt í viðskiptum við viðkomandi algjörlega afvitandi peningarnir kæmi úr einhvers konar meintu bankaróni. Já, en þar fór lögreglan fram að gæsluvarðhald og fekk ekki. Þannig að þar voru dómstólarnir að segja bara... Já, ég er að segja, þú veist að það er ekki eins og það er ekki búið að frista reikningana hjá konunni sem þáði lean management konunni, vinkonunni, ríkislögreglustjóra. Það er ekki þar með satt, en ég er að segja, ok, þetta er ekki alveg smá, en ég er að segja, en það er, þú veist, sko, fyrir borgarna, fyrir fólki sem hefur ekki valdið og fyrir fólki sem að kannski er gagnrýnið á störf lögreglunar og kannski bara yfirvaldið og ég held að við ættum alltaf að vera það öll og þá er þetta svolítið svona skrítið að horfa upp á það þarna er bara æðsti prestur embættisins, hún er einhvern veginn brýtur á sér starfi, ekki einu sinni, heldur oft og ítrekkað sama brotið þegar hún skrifar út hvern einasta og reikning eftir reikningi í eitthvað fyrirtæki vinkonu sinnar sem er skrítið, hún viðurkennir að það er skrítið. Hún ræður hennar svo í vinnu án þess að bjóða út starfið sama dag og blaðamenninni hringja og þetta er ekki hennar fyrsta ródejó. Hún hefur verið ámynd og fært til í starfi oft þessi saman kona. Ég meina, hvers vegna í ósköpunum er hún svona ómissandi? Og við hljótum að spyrja okkur af hverju fær þessi manneskja að haga sér með þessum hætti og fær áfram að hafa allt þetta vald yfir okkur hinum á meðan að einhverju tvítugir pjakkar sem að fölsuðu Ísland.is eða fundu eitthvað glits á reiknistofu bankana eða þeir og allir sem komuðu nálægt þeim þeir eru fristir og yfirheyrðir og þar fram til göttunum. Sko já, þetta eru svolítið margar spurningar og víttækt sko sem að kemur. Númer 1 ætla ég að segja sko að, og ég tek undir með Evu, að þetta skiptir máli sko hvort hvort sem séu lögreglunni einhverju öðru hvort á málunum sem fyllt eftir og þetta sé ekki Jón og séra Jón og við sjáum það alveg að það eru lögreglumenn sem hafa verið dæmdir fyrir brot í starfi og mist vinnun og allt það þannig að einhver staðar er eftirlitið allan að virka og það er tekið á málum sem kom upp og mér sýnist lögreglan svona almennt alveg sýna það og þannig að það er alveg þannig
Núna sem sagt þetta mál hjá ríkislögreglustjóra sem að dómsmálaráðherra með í skoðun núna sem sagt þá öðruvísi brot og það skiptir máli hvernig brotið bara eftir hvaða sem sagt hver refsiramminn og hverjar eru afleiðingarnar og hver eru lagalegar heimildir þess sem hefur eftirlit og ákvarðar afleiðingarnar. Hann þarf að vinna alltaf eftir lögum og stundum segir lögin að þú mátt hreppa einhvern í gæsluvarðhald eða endurheimta fé og stundum segir það ekki. Þannig að það bara það sem getur útskipt þennan mun sem að þú varst að bera hérna upp. Og nú það svolítið hlutverk einmitt dómsmálaráðherra og hún gerði það og ekki 5. nóvember í dag. Þannig að gögnin áttu öll að vera komin í dag frá ríkislögreglustjóra til þess að segja einmitt hver kom með þessar beinir og hver tengslin ykkar og hvað þetta ítrekað og hver var ásetningstíð og allt þetta. Ég bara veit ekki neitt það annað en sem að ríkislögreglustjóri búin að viðurkenna í fjölmiðlum að hún að versla þetta fyrirtæki og það hefur verið mistök. Það það sem ég veit og ráðherrann verður að ákveða svolítið viðbrögðin eftir því og ég hef sagt til þess að sé trúverleiki í þessu máli að þá þarf dómsmálaráðherra að taka mjög skýra ákvörðun í málinu og rökstuði hana hvort sem hún víkjur úr starfi, áminnana eða bara haldi áfram eins og ekkert gerst. Þá vil ég bara fá skýr rök fyrir þeirra ákvörðun sem dómsmálaráðherra tekur. Það það sem við þurfum að fá. En svo langar mér allavega, ég minnist þess ekki að Sigríður Björk hafi verið áminnt og færð til í starfi áður. Ég man ekki eftir því og hún búin að vinna á lögreglunni á Ísafirði, Suðurnesjum, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og ríkislögreglustjóra. Af dómara? Já, það getur verið. Ég man ekki eftir því, það getur alveg verið. Ég ætla ekki að útiloka það. Ég bara að segja En svona burtséð frá hennar kannski bara persónu, þá erum við samt við erum hérna með þessa stöðu, við erum með lögreglu sem hefur allt þetta vald yfir fólkinu og misnotar það með einhverjum hætti. Hún ýmist setur hlerun að búnað eitthvað eða flettir upp í lögkerfinu eða leggur inn á vinkonu sína fyrir jyskferð eða eitthvað. En munurinn á þessu sem þú nefndir, annað meðferð opinbers valds, hitti meðferð opinbera fjármuna. Það alveg sikkur hlut. Já, en þetta sama valdastofnunin. Þetta sama valdastofnunin, en þetta sikkur brot á flokkurinn. En við erum að segja, við erum komin með hérna, við erum bara með hérna fjölmörg dæmi þess að fólkið sem fer með valdið, það ekkert öðruvísi heldur en við hin. Það gerir alls konar vitleysu. Og þú veist, þannig Ég alveg sammála því og það var ekkert að meðhendla það neitt öðru seldur en okkur hinn, alls ekki. Bara það sem ég vildi. En það samt, nú kom upp til dæmis fyrir nokkrum árum að þá kom upp mál sem hefur verið kallað lekamálið, þar sem að upplýsingar fóru úr ráðuneyti til bara viðkvæmar persónuupplýsingar fóru úr ráðuneyti og í fjölmiðla og það sem að gerist til dæmis þar. Það voru tilteknir fjölmiðlamenn, það voru ekkert fjölmiðlar yfir höfuð, ekkert allir fjölmiðlar eða fjölmiðlar yfir höfuð sem að byrjuðu á því að garfa í þessu máli. Það voru tilteknir blaðamenn sem héldu þessu bara í umræðinni mánuð eftir mánuð. Einn orðið ráðherra í dag. Það þangað til að gæðin kom í ljós og svo almenningur sem að hafði áhuga á þessu máli og það var umræðið í samfélaginu. Og ég held að þetta aðhald sem að bæði fjölmiðlar veita og bara almenningu með sinni umræðu, ég held að það getur bara skipt sköpum, en það þetta ekki nóg. Það verður að vera virkt eftirlit og hvað var að dómsmálaráðherra held ég að hún hefði bara að þegja, bara í alvöru. Ég ekki viss að það sé gott að ráðherra sé að tjá sig svona mál áður en þeir eru rannsökuð, en þetta allavega til rannsókn þar og svo erum við með ekkert bara lögregluna. Við erum líka með ýmsar aðrar stofnanir og ýmsar aðra opinbera starfsmenn sem í aðstöðu til að brjóta af sér í starfi og í aðstöðu til þess að valda tjóni. Það til dæmis bara nýlega að þá kom upp mál þar sem það læknir sem grunaður að hafa notað sjúkraskrár upplýsingar til þess að veiða kúnna fyrir engafyrirtæki og þú komst nú inn á mótivasjón á þann hvata en það geta verið svo ýmsir hvatar og það auðvitað allt annar hvati hjá ríkislögreglustjóra sem að ræður
ræður eitthvað ráðgjafa án útbóðs eða hjá sko fíklinum sem er að ná sér í næsta skamt. Það er allt annað hvati. Mér finnst þetta líka áhugavert og gaman að hafa afbrotafræðing þess vegna. Vegna þess að sko hvatin að svona broti með opinberu starfi, þeir geta verið ýmsir. En líka bara hvernig samfélagið horfir á sko hvatan á bakvið hvert brot og alvarleika þeirra. Mér finnst það öfugsnúið. Ég held til dæmis að sko hvatin að því að lögreglumaður mögulega kemur fyrir hlerunarbúnaði í bíl án þess að hafa fengið dómsúrskurð. Þar er hvatin ekki sá sami eins og þegar þú ert að stela. Hvatin er sennilega að upplýsa málið, gera eitthvað gott. Það kom upp mál fyrir nokkrum árum sem hefur verið kallað lökamálið. Kallað svolítið skemmtilega á þessi mál sem hafa verið umræðin undanfarið við það sem að gerist þar. Þar er kemur upp grunur það að lögreglumaður hafi verið að fletta upp í löka án þess að eiga erindi og svo kemur upp grunur það að lögreglumaður sem var þá aðstofalögreglustjóra í Maríett, Suðurnesjunum, hafi farið að rannsaka það mál án þess að hafa heimildir til þess. Og þá ímynda ég mér, ef það væri rétt að það hefði gerst, þá kom það aldrei neitt út úr því og ég ætla ekki að fullera neitt úr það, en þá ímynda maður sér sko að hvað til síðan sá upplýsa málið. Og ég held að það geti líka hjá lögreglunni oft verið bara hætta á að menn fari offæri vegna þess að þá langar til að standa sig vel í vinnu, þá langar til að leysa ráðgátur, þá langar til að negla einhverja glæpamenn og allt það. Þetta er bara ein af ástæðunum fyrir því að við þyrftum að hafa miklu betra eftirlit, ekki bara með lögreglu, heldur líka með þeim sem að fara með sjúkraskrárgögn, þeim sem að hafa aðgang að lyfjagrunni, þeim sem að hafa aðgang að barnaverndargögnum, til dæmis. Ábyggilega með margt fleira. Við veitum líka með lögregluna, hún hefur sjálf mikið kallað eftir því að fá auknar heimildir og valdheimildir. Þannig að það er væntanlega svona mórallinn innan lögregluna sko, að það þurfi eitthvað meira til þess að afhjúpa ykkur eða skipulega brotastarfsemi og netglæpi sem þú komst inn á líka. Að lögregluna þurfi að hafa meira svigrúm svona til þess að rannsaka þetta og þess vegna getur myndast kannski svona mórall sem þú varst að lýsa Eva sko, að menn eru kannski að reyna að leysa ykkur mál svona, ná ykkur skúbbi og eitthvað slíkt sko, en fara þá á langt sko, lengra en valdheimildir heimila sko, en lögreglunni vilja fá fleiri heimildir þar sko, en ég held varandi þetta svona tiltekna mál sem núna er að þjaka þjóðarsalina varandi með ríkislögregluþjóra að kalleikurinn liggur hjá ráðherra sko og það er sem sagt úrskurðurinn og niðurstaðan verður að koma þar og þá þarf hún að skoða þetta varandi með traust og varandi hvort það hefur verið brot á ferðinni og bara þessi og hún þarf vel að rökstyðja hver svo sem niðurstað hennar verður sko, að það fara að rökstyðja mjög vel. Það er að segja brottvegstur, áminningu eða halda áfram eins og bara venjulega sko, það þarf að vera mjög grundað sko og þá hafi í huga svona, traust í samfélaginu, traust á lögreglunni, traust á yfirstjórninni sérstaklega sem ég nú verið mikið að reyna að benda á að þetta tengist meira yfirstjórninni en ekki lögreglunni sjálfri sko. Akkurat. Já, ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða þetta. Ég hugsa að þetta verður nú rætt víða áfram allavega ennum sinn. Ég vona að við gleymum þess ekki eftir 2 vikur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Vilhjálmur Árnason, Eva Hauksdóttir og Helgi Gunnlaugsson og bið ykkur að doka við, það meira hér handa við auglýsingar. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Já, það hafa skapast harðar umræður á internetinu síðustu mánuði samband gervigreindar við samfélagið. Einn angi þeirrar umræðu snýr að listum. Íslensk tónlist búin til af gervigreind hefur verið 1-bit beinið. Við erum ansi mörg svona svolítið með andan í hálsinum gagnvart þessu fyrirbæri, hvernig gervigreindin kemur inn í samfélagið, líf okkar og störf. Er gervigreindin núna að skrifa jólabókaflóð ársins 2026 hér á landi? Er svona önnur spurning. Talsmenn listamanna eins og Stef, þeir hafa varað við áhrifum gervigreindar á tónlistabransan. Ég heyrði líka í gær á Rás 1 umræðu eftir hádegisfréttir þar sem var verið að tala þá öryggis viðsjá sem í heiminum vegna upplýsingaóreiðu og þar gervigreindin náttúrulega
misnotuð, held ég að sé rétta orðið. Á morgun verður haldin málstofa gervigreind hjá Reykjavíkur Akademíunni og þar eru nokkrir fyrirlesarar og ég fengið einn þeirra hér að Rauðaborðinu til þess að ræða, við byrjum á listunum held ég og svona því sem ég var að ávarpa á þann í inngangnum en færum okkur nú sennilega víðar. Þórhallur Magnússon, þú ert rannsóknarprófessor við hugvísindasvið HÍ meðal fyrirlesara sem sagt á þessari ráðstefnu eða málstofu gervigreind á morgun hjá Reykjavíkur Akademíunni. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það sem ég impraði á, þetta eru svona kunnuleg deiluefni hér innanlands, hvort gervigreindin mun skrifa bækur, semja tónlistina og svona, ef við byrjum þar, sko, ég hef svona meira fundið fyrir neikvæðri, mér sýnist fleiri fréttir en færri snúað einhverjum svona álitaefnum í hvað var það til dæmis listir og fleira, það rétt aðtuga hjá mér? Já, og það eru góðar ástæður fyrir því. Já. Það er náttúrulega að mikið af þessum módelum sem við sjáum í dag eru að taka efni sko ólöglega og þjálfa þessi módel. Já. Þannig að við sjáum að Meta og OpenAI og aðrir hafa verið að taka sko af einhverjum rússneskum síðum bækur fólks í sko án þess að borga nokkuð fyrir þær og þjálfa þessi líkön og sama með tónlistina. Já. Þannig að hérna erum við að tala svona vist sko auðvald og sem eru sko með svona vissa extraction policy bara að nýta það sem fyrir án þess að borga nokkuð fyrir. Já. Og auðvitað það ekki æskilegt að gera það þannig, en svo kemur líka á móti sko það sem verið að gefa út af þessu efni eða hvernig þessar þjónustur eru settar upp, að fólk að kaupa aðgang að því að geta promptað eða kveikt á og fengið lag eða bækur eða ritgerðir sko með því að skrifa bara einhverja 1-2 setningar inn og þetta svona tekur valdið af fólki, listafólki. Sko listir í raun og veru rannsókn, þú ert að fara, þetta ferðalag, þú ert að skoða þinn eigin huga og þínar eigin tilfinningar og hugsanir. Já. Og þetta langt og strembið ferðalag, þú ert að semja bók eða tónverk. Já. Og þarna ertu bara hífður upp á toppin á fjallinu með þyrlu einhvern veginn sko án þess að fara í gegnum þetta listræna ferli. Þannig að mörgum finnst þetta náttúrulega bara að vera svindl sko. Sem það í ákveðnum skilningi. Já, á vissum skilningi þetta svindl sko. En á sama tíma þetta náttúrulega stórkostleg verkfræði og það er margt alveg frábært við að þetta skulle vera komið og hægt að gera. En við erum hérna að tala það sem ég kalla gerviefni eða synthetic media. Það ekki verið að sampla eins og rappararnir voru að sampla jazzryþma og trommurryþma og svona. Þetta ekki sampla, heldur verið að búa til eitthvað úr svo miklu magni af gögnum að það aldrei hægt að finna neinn uppruna. Þess vegna Stef og aðrir í vandræðum vegna þess að það ekki bein höfundaréttarlög brotin. Það eru sko lögin sem voru brotin voru að það var tekið ólöglegt efni og þetta þjálfað, en oft útkoman, það eru einhverja melodíur, hljómagangur og annað sem ekki úr einu verki. Þar liggur oft vandinn og þess vegna þetta svo flókið í dag sko. Til dæmis þegar við erum að sko herma eftir persónueinkennum einhverja listamanna, það getur verið rödd einhvers eða eitthvað svoleiðis, og þá þarf að vernda þessa persónu listamannsins eða listræna tjáningu og Danir eru að setja þessi lög og Stef og aðrir hafa verið að tala að þetta þurfa að gera, sem mjög fínt, en sko þá fer þetta að verða svolítið flóknara þegar tæknin verður þannig að þú getur blanda saman 10 röddum til dæmis og hvað
hvernig leysum við lögfræðin í því þegar það er 20% Frank Sinatra og 10% Bubbi eða eitthvað svoleiðis sko, í röddinni. Það fyrir að vera flókið. Sko, þegar maður byrjaði að nota Google Translate þá sló maður þarna inn einhver texta, síðan umritaði maður textan því að þýðingin var náttúrulega gölluð og maður breytti orðaröð og maður sko, en samt þá taldi maður að tímasparnað væri ræða og þetta svona, ég nefni þetta því að mér fannst þetta gagnlegt sko. En það er svona margt sem bendir til þess að í staðis að þetta sé svona hækja og hjálpi til þá sé svona freistnivandi kannski að leyfa þessu bara að gossa einhvern veginn og nú er talað að greinar í blöðum og jafnvel frá nafnkunnu stjórnmálafólki séu bara skrifaðar af gervigreind og manni finnst maður stundum verða var við einhverja svona stílbreytingar og maður sér svona einhver einkenni í texta sem maður bara, hvað er þetta? Er eitt tæknin og annað hvernig við umgöngumst hana? Já, ég myndi að halda að við þurfum að vera miklu kritískari á því hvernig við notum þetta. Er það ekki? Það er náttúrulega, sko, ég sé gervigreinda texta, ég les náttúrulega allan daginn og ef ég sé frá nemenda til dæmis texta, þá skynja maður gervigreindina. Það er svona miðjumóð eitthvað. Þú notar einmitt sögnina að skynja. Já. Já, það er erfitt að benda á nákvæmlega sko. Oft svona til að byrja með þá gat maður alltaf séð þetta þegar þriðja málsgrein byrjaði alltaf á overall, komma og eitthvað svona rumsa. Þetta er orðið aðeins flóknara í dag en það eru svona viss orð sem hún notar mjög mikið og fostering bla bla og eitthvað svona og þetta er svona miðjumóðs texti sem er ansið þreytandi og leiðilegur og það vantar hún að passa sig á að styggja engan já, það vantar sálinni í þetta og svoleiðis og háskan og ögrunna og bitið já. Og annað við þetta líka að þetta er náttúrulega tækni sem er byggð og mikið upp af enskum textum og svo er þetta þjálfað út frá það sem ég kalla kalifornísku siðferði það er þessi prósess alignment þegar það verið að svæla út allan viðbjóðin og þetta gert svona nokkuð þægilegt og kurteist og allt svoleiðis en þá erum við komin með sko amerískan hugsunarhátt og þá finnst mér að við þyrftum að bara muna eftir Þorsteini Gylfasinni og hans heimspekingi og hans hugmyndir að hugsa á íslensku hvað er það að hugsa á íslensku og ert það að hugsa á íslensku ef þú biður eitthvað gervigreindarforrit að framleiða íslenskan texta málið er nefnilega það að hún er ekki að hugsa á íslensku hún er að hugsa á ensku en spýtir út íslenskum texta þannig að þetta er á vissu leyti er þetta nýlendustefna þessara stórfyrirtækja sem er að fara yfir bara heimsbyggðina og við á Íslandi erum náttúrulega mjög samstilt amerísku siðferði að mörgu leyti en þetta skapar vandræði í öðrum löndum til dæmis Íran eða Kóri eða eitthvað þar sem sko stjórnmálin og siðferðið eru allt öðruvísi heldur en þetta kaliforníska siðferði. Þannig að þannig er ný viðbætt ógn við íslensku dvergmálsamfélag. Já, heldur betur og okkar hugsun og hvernig við tjáum okkur menningu mjög mikið. En á samaskapi má segja að það er von og Vilhjálmur í miðvænt hefur til dæmis verið að tala það að sko krakkar í dag eru svo mikið í ensku málumhverfi endalaust á YouTube og þessum miðlum og það getur komið upp svo staða bara að og svo tækni að þetta verið þýtt bara í rauntíma yfir á íslensku þannig að krakkarnir okkar fara að hlusta á þetta bara á íslensku. Er það brýnt? Þökk sé gervigreindinni og er það brýnt? Já, ég myndi segja það ég held að það væri bara ansi gott ef þó að það sé ekki einhverja snilda þýðingar að krakkarnir okkar séu
gætu hort á efnið á íslensku, lesið á íslensku og svona, vegna þess að þau eru svona með annan fótinn í ensku málumhverfi og þeirra svona áhugamál eru svo mikið þar, sko. Svo þegar þau tala íslensku þá það er alltaf þessi endalausu orðslettur sem koma inn að því að hugurinn er einhvern veginn í öðrum heimi, sko. Nei, þetta er svolítið trublandi fyrir hugan, sko. Við erum að tala um vandamál sem fylgir gervigreindinu og við ætlum að nota gervigreindina til þess að leysa vandamál. Já, það er náttúrulega, sko, þegar við tölum um gervigreind þá erum við náttúrulega ekki að tala um neitt eitt. Það er svo mikið hægt að gera og þessi hugmynd að framleiða texta á þennan hátt, þetta var ekki takmark gervigreinda rannsókna eins og hún var í háskólum og í fyrirtækjum út allan heim síðustu 20-30 árin að svona yfirtaka mannlega sköpun eða hugsun en OpenAI kom fram með þetta sko fyrir nokkrum árum síðan og þetta virkaði alveg þetta var áhrifamikið og flott en þetta var mjög léleg tækni og Google var til dæmis með sömu tækni, var búin að þróa sömu tækni en þeir settu þetta ekki af markað vegna þess að þeim fannst þetta svo lélegt og biðu en nú gátu þeir ekki verið eftir á í samkeppninu og eru búin að setja sína gervigreind á netið og OpenAI eru orðið miklu betra bara með því að þjálfa á meiri gögnum og þjálfa oftar og allt orðið miklu stærra en þetta ennþá mjög léleg tækni og mjög í raun og veru sko áhugavert að við erum að hoppa á einhverja svona tækni sem virkar ekki betur en þetta við myndum ekki til dæmis fara að fljúga á milli landa ef 10. hver flugvél myndi hrapa og tæknin eitthvað sem sko á að hjálpa okkur og á að vera stuðningur en hérna erum við komin með tækni sem svo stórhættuleg vegna þess að hún bullar svo mikið þessi gervigreinda textar það svona viss tónn eins og hún viti allt mjög mikið og vel en hún getur verið að segja alveg ótrúlegustu vitleysu og þetta auðvitað í lagi ef þú ert bara að spyrja hvernig á ég að útbúa mig fyrir fjallgöngu eða eitthvað svoleiðis eða hvað ég að gera því ég fyrir til Parísar skiptir ekki máli hvort þú missir á einhverju safni eða eitthvað en ef þú ert að fást við fræði hvort sem það verkfræði eða hugvísindi eða læknisfræði eða eitthvað svoleiðis sko þá fer þetta að verða svolítið hættulegt sko, vegna þess að þá fer hennar svona spuni að bulla og tengja hluti sem ekki tengdir og á hátt sem með þennan gífurlega sterka besserwisser tón það oft talað hún sé hrútskýrandi á sterum þessi gervigreind þannig að þar liggur hættan svolítið sko, ég myndi segja sko í akademíunni, í námi og í hlutum þar sem það virkilega skiptir máli að hlutinni séu réttir útreikningar eða til dæmis bara í heimspeki maður getur ekki bara bullað eitthvað þegar maður að vísa í eitthvað Nei, og hvað verður jólabókaflóð, hvað verður gæði bókana ef höfundar freistast til þess að láta gervigreindina skrifa að miklu leyti afurðir þeirra næsta ár, ég ekki að segja að það sé líkt að það gerist, bara svona svo tökum við ögrandi dæmi, hvað missum við? Sko, ég held að rithöfundar nota gervigreindina á allan mögulegan hátt, það eru náttúrulega sumir sem vil ekki sjá þetta og nota þetta ekki á nokkurn hátt svo eru aðrir sem eru kannski að svona hugleiða með gervigreindinu, hugsa með henni, sko, hvernig ætti ég að gera þessa persónu meira skapandi eða skemmtilega, hvernig geti ég gert þetta og hitt og svo skrifa þau bara sjálf kaflan eða svo eru aðrir sem láta útbúa textan fyrir sig og breyta kannski
og svo kannski alveg í hina áttina þá hitt hérna í hinar aukarnar þá bara fólk sem lætur þetta bara skrifa fyrir sig og hvað missir lesandinn þá? Já, sko það náttúrulega einhver mennska í mennskum texta og texti sem sko gerviefni gerviefni, það ekki það liggur ekki skilningur á bak við neina einustu setningu. Gervigreindin skilur ekki hvað hann að segja. Þetta bara statistík og hún skilur ekki einu svona orðið, ekki eitt einasta orð. Þó að þú getur síðan spurt hana hvað þýðir þetta orð, kemur hún með romsu, en í samhenginu þegar hún að skrifa, skilur hún ekki orðin. Og hvað missir lesandinn? Lesandinn missir þá náttúrulega tengsl við manneski, tengsl við einhvern sem að tjá sig, tengsl sem hefur einhverja heimsýn og þetta verður svona yfirborðs samþætting, svona meðaltal, miðjumóð af því sem hefur verið áður skrifað og það svona hættan að þetta hefur líka áhrif á stíl. Það var til dæmis hljómsveit sem gaf út plötu með 10 lögum og hún var það eins vinsæl bara út af nýja bruminu held ég. Þetta hljómaði ágætlega svona sem poplög, maður myndi ekkert taka eftir því að maður væri að keyra í bíl að þetta væri gervigreind sko, sem var í útvarpinu. En það var svolítið skemmtilegt og athyglisvert að sko röddin á söngvarunum var alltaf ólík í hverju lagi. Já. Af því að þegar þú promptar þá getur ekkert beðið þessi gervigreindin að vera með einhverja vissa rödd. Og ég held að áhættan náttúrulega að lesandinn þá missir sko tengsl við einhverja manneski, við einhverja rödd, við einhverja sýn. Það rifjast núna upp fyrir mér að grískur leigubílstjóri á eyjunni Krít síðastliðið sumar. Ég og sonur minn við fengum far frá honum frá öðrum alþjóðaflugvellinum á Krít í áttið áfangastað, gististað og það fyrsta sem ég gerði það var að kveikja á einhverju græðu þarna og hann sagði hróðugur að hann væri textasmiðurinn en gervigreindin hefði alfarið séð að búa til tónlistina og svo spilaði hann fyrir okkur textana sína sem að gervigreindin hafði öll búið til tónlist utanum. Það var nú ekki besta músík í heimi en hann var eins og svona sko barn sem hefur beðið sko í 10 jól eftir dótinu sínu og hann var svo hamingjusamur og maður sá alveg hvernig þetta lýsti upp hans eigin tilveru. Já, þetta náttúrulega sko, það svona viss demokratisering í þessi maður væri kannski ekkert að fást við tónlist. Hann var í rauninni ekkert að fást við tónlist, hann bara langaði að hafa einhverja texta, segja eitthvað og það var það eina sem kom frá honum, það voru textarnir. En þarna hann búinn að finna sér leið til þess að koma textanum sínum í tónlist og hann ægilega ánægður og þetta gefur honum lífsfyllingu og gildi og í raun og veru má alveg sjá jákvæða hliðina á því því fleiri sem hafa ánægju af tónlist því betra vegna þess að það bara heilsufarsmál að okkur líður vel þegar við erum að fást við tónlist og það hollt að vinna með tónlist en það ekki allir sem hafa haft þau forréttindi að fá tónlistanám til dæmis og eða tækifæri eða tíma til þess að vinna í tónlist þannig að þegar fólk að gagnrýna til dæmis gervigreindina út frá þessum hlutum með gæði og svo afkomi listamanna það eitt sjónarhorn en annað að nú fullt af fólki sem getur leikið sér á skemmtilegan hátt og samið tónlist og gert tónlist og haft ánægju af þannig að þetta ekki alls slæmt. Nei, þú nefnilega ansi mörg sjónarhornin. Já sko, þessi sterka gagnrýni á gervigreind kemur oft frá fólki sem hefur atvinnu af og óttast þetta en þá myndi ég segja sko að atvinnutækifæri í tónlist eða sem sagt afkomu leiðir það vandamál sem við sjáum með streymisveitum og þetta það sama í bókmyndum með
hljóðbókum að listafólkið ekki að fá neitt í sinn hlut. Það ekki gervigreind að kenna. Þetta bara stórkapitalismanum að kenna hvernig svona komið fyrir listafólki. Þannig að við ættum frekar að ráðast að þeim vanda og þó að einhver sé að leika sér með að búa til eitthvað gerviefni í tónlist þá það ekki svo stórkostlegt vandamál miðað við hvað að gerast í þessum streymisveitum. Svo þetta náttúrulega með gæðin að sko góð tónlist rannsókn opnun inn í nýjar víddir og fólk að koma með eitthvað nýtt og bókmenntir líka og það bara mjög ólíklegt, nánast óhugsandi eins og hún virkar í dag að gervigreindin komi með eitthvað slíkt. Þannig að hún býr til eitthvað miðjumóð, þá bara vandamálið ef fólki líkar miðjumóðið svo mikið en þá líka spurningi, höfum við ekki alltaf bara verið í því? Ég meina, hefur ekki alltaf bylgjan bara verið að spila miðjumóð undanfarna áratugi, sko. Þannig að það eru margar hliðar á þessu. Ég veit það og sko þegar vorum svona kastið á mér okkar hvað við ætlum að ræða hérna þá það bara milljón atriði sem væri hægt að ræða og við vorum líka að ræða það hérna áður en við settumst niður við rauðaborðið að viðhorf okkar og þróunin svo hröð að sko þetta svona umræðefni sem að tekur breytingum nánast frá mánuði til mánaðar eftir í hvernig tækni og alls konar málum vindur fram. En ég nefndi það að þú værir á meðal fyrirlesara á morgun á málþingi þegar þér eru búið að flytja erindi þá einmitt hefur þú örugglega getað sko þú hefði getað borið víða niður en hvað fannst þér svona mikilvægast að leggja áherslu á hvað var fyrir valinu hjá þér hvað ertu að tala á morgun? Já, ég ætla svona aðeins að ræða sko frumspeki sköpunar sko við erum í svona vissum öngstræti með það hvernig við hugsum gervigreind og skapandi gervigreind og í raun og veru gervigreindin hér að koma fram sem svona spegill á mennskuna við skýrum hugtökin okkar hvað ætlun, hugur, tungumál sköpun hugtakið sköpun verður bara mjög spennandi núna eftir að gervigreindin farin að skapa á þennan hátt og við þurfum að svona styrkja og endur skilgreina þessi hugtök sem við erum að nota. Kemur úr heimspeki áttinni sjálfur? Já. Ég heyri það bara. Já. Þannig að mér langar svolítið að ræða þetta hvernig gervigreindin svona endur skilgreinir hugmyndir sköpun og ég tek þá fyrir svona smá svona frumspeki sköpunar hvernig við höfum hugsað ólíkt sköpun bara frá tímum Grikkjana í gegnum miðaldir og 17. öld og svoleiðis. Fólk á 17. öld var til dæmis mjög mikið fyrir það að búa til svona combinatorics sko samþættingar list og svona reglur til að semja tónlist sem í raun og veru var bara gervigreind. Frægur teningaleikurinn sem Mozart spilaði oft sko, að henda teningum og búa til melódíur og tónlist út frá því. Í raun og veru það bara svona gervigreindar kerfi. Reyndar ekki sko tauganett heldur meira það sem við kalla symbolic AI. En sko já, við höfum verið í gegnum tíðina alltaf verið sko tónlistafólk notar alltaf tækni. Þegar einhver ný tækni kemur fram og listafólk, þá hún alltaf tekin upp af listafólki og það skapast alltaf svona viss órói í kringum það. Til dæmis bara þegar skriftin kom fram, þá var Sókrates með miklar áhyggjur af því að nú getum við bara að fara að rumsa upp úr okkur hlutum á þess að skilja nokkuð skapaðan hlut. Og þegar prentvélin kom fram, þá voru margir, kirkjan var með áhyggjur af þessu, rithöfundar voru með áhyggjur af þessu, skrifarar, ritarar sko, sem skrifuðu bækur voru með áhyggjur af þessu, að almenningur geti núna bara farið að semja bækur sem væru bara vulgar sko. Já, og hvað verður þá
aðalinn og elituna. Já. Þannig að sko ný tækni skapar alltaf einhvern vissan óróa og við erum akkurat í miðju kafi núna átta okkur á því hvað er að gerast. Þannig að mér langar aðeins að skoða í þessum fyrirlestri þessar aðstæður og svo líka tala svolítið þessa óreiðu sem er að skapast sko, með gerviefnið, sko, deepfakes og það sem við erum að sjá sem er í raunum ekki jarðtengt eða unnið upp úr neinu heldur bara búið til úr liggur við engu en það búið til úr svo sko milljónum texta og tónverka og svo kemur bara eitthvað upp úr þessu sem er ekki með neina rætur eða neina ætlun eða neina sál sko og mér langar aðeins að svona fjalla það. Já, þú notar orðið sál. Já. Það er metafóra. Já, ég er nú stunda hugfræði líka og hef nú ekki neina sérstaka hugmyndir að það sé einhver sál sko, en ég er að tala þetta mannlega sko, þessa tjáningu. Já, og algengar áhyggjur heyrir maður hjá fólki að séu mennskan í þessu samhengi öllu. Ertu sammála því að mennskunni geti stafað ógna gervigreindinni? Já, ég held að sko hvað er mennskan og hvað er það að vera í sjálfum sér, það er að geta verið í sjálfum sér, verið hugleiða, sko, skynja heiminn og uppgöta hann og opna vítir og rannsaka og ég held að mennskan stafi ógn af bara félagsmiðlum, sko, þessi endalausi sko árátta eða fíkn í skjáin á öllum tímum og að fá aldrei frið í huganum til þess að láta hugsanir renna í gegn og skynja eitthvað og upplifa eitthvað fallegt sko. Þú ert kannski að horfa á eitthvað fallegt sólarlag en það er alltaf skjár þarna, þú ert bara að taka myndir af sólarlaginu sko. Þannig að þetta er það sem mennskan held ég við séum svolítið í vandræðum og gervigreindin kemur bara inn í það sko, þessi gerviefni, þessi yfirborðsleiki og svona sýndar tilvist einhver sko. Já, hvort er við greind korporísku aflana að etja þegar þeim kemur að bergmálshellunum og hvernig eru útlut okkur í búblur eftir skoðunum og sópa okkur inn í kannski verri kima heldur en ætti að vera oft. Hvort er það sko greind þeirra sem véla eða gervigreind sem við eiga? Já, sko þessir algoritmar sem hafa verið í félagsmiðlunum, þetta var nú ekki mikil gervigreind eða sem sagt ekki gervitauganet til að byrja með, þetta voru oft bara mjög einfaldir algoritmar. Já. En núna er þetta náttúrulega orðið það og þeir eru farin að nota þetta en þetta sko já, þetta er áhyggjuefni hvernig við erum að komast inn í þessar búblur og hvernig félagsmiðlarnir ýta alltaf út í öfgarnar. Já. Sko framreiða efni sem er öfgafullt eða sko setja það á tímalínuna hjá okkur til þess að fá viðbrögð, til þess að fá fleiri klikk, eitthvað er sjokkarandi og þér finnst það svo sjokkarandi og þú verður að klikka til þess að kíkja á það sko. Já. Og þá erum við komin með þessar öfgar í báðar áttir sem er náttúrulega bara stórhættulegt fyrir okkar samfélag. Við sjáum það bara á Íslandi núna hvernig öfgarnir eru að aukast. Og það er eins og maður deyfi sig sko fyrir þessu áreiti þannig að þurfi alltaf meira og meira til þess að snerta tilfinninguna sem leiðir til þess að maður tekur ákvörðun að lesa eitthvað sluðs. Kannast ekki við það? Jú. En það er þannig sem sko ungt fólk talar það, þeim líður svo vel þegar þau taka sér frí frá símanum og fólk kannast alveg við þetta og ég held að það sé í mitt sem sko náttúrulega bara útivist og svo listir koma inn sem bara hreinlega bjargartæki, þú veist, fara á tónleika og geta verið í augnablikinu
á tónleikum á þess að vera að skrolla eitthvað, þá ertu með fólki, upplifa eitthvað stórkostlegt og það eitthvað, og eins með þegar þú lest bók, þá ertu ekki í símanum á meðan. Þannig að þetta eitthvað sem fólk þarf að sko hugsa sem ekki náttúrulega bara, auðvitað þetta frábær list og allt svoleiðis, en það má líka hugsa þetta sem sko bara hreinlega heilsufars mál. Fólk fer í líkamsrækt að gera hitt og þetta, en það bara að lesa bók í raun og veru andlega heilsa. Þú ert að huga að andlegri heilsu þegar þú lest bók eða ferð á tónleika. Ég stundum sko hátt í 500 kilometra á stað við vatn þar sem ég get tekið símann minn á sambandi og einmitt les bók eða reyna að skrifa bók eða eitthvað svoleiðis. Og það yfirleitt svona á 3. nótt sem að maður fer að sofa miklu betur. Já, tekið eftir því. Og þá ertu bara ekkert með símann í gangi. Nei, maður kannski kveikir á honum einu sinni á sólarhring til að athuga hvort það eitthvað brýn skilaboð. Já. En við erum, ég sé nú ekki öll, en ansi mörg okkar eru svona í einhverjum við erum svona að flýja þessar aðstæður, við erum að leita okkur athvarfi, er það ekki? Jú. En svo ekki bara svo einfalt að slökkva á símanum sko, vegna þess að þá samfélagið, það fólk í kringum sem segir, okkur slökktur bara á símanum. Já, það skuldadagar. Hvers konar eigingirni þetta, að þú slekkur bara á símanum? Það getur komið að skuldadögum. Já. En það mjög gaman að spjalla við þig þessi mál. Þórhallur Magnússon, heimspekingur og rannsóknarprófessor við hugvísindasvið HÍ. Við förum að segja að þetta er gott, spennandi ráðstefna á morgun hjá Reykjavíkur Akademíunni. Þetta mjög skemmtilegt held ég. Já. Það ekki? Þetta 4:00 á morgun, já. Opið almenningi. Já. Og Reykjavíkur Akademíunni flutt niður í hvað? Miðbæ? Já, hún hvað það Austurstræti eða Hafnarstræti? Hafnarstræti fyrir. Já. En rétt skilja við þig með einu samkvæmisleik. Ef heimurinn eyðist, verður það út af gervigrindinni? Já, það sko... Þú myndir kannski vilja fá meira en 30 sekundur. Já, það náttúrulega pólitíkin sko, og gervigrindin hefur á vissu leyti náttúrulega orsakað það, en ég myndi held að það væri meira menntunarleysi og listleysi. Við þurfum að huga að menntun og listum. Já. Og manneskjulega listir og hugvísindi. Við erum menn og manneskjur og við þurfum að hugsa það og ég held að þegar menntun fyrir dvalar eða lækkar í menntunarstig þá svona viss ógn sem fer inn í pólitíkina og já, heimurinn gæti eyðist. Já. En ég held að það sé ekki gervigrindin að kenna, sko. Það er okkur sjálfum að kenna. Einmitt. Uppbyggileg lokaorð, þau kveikja von í mínum brjósti, en brýna okkur svona samfélagi jafnframt til þess að huga aftur að hugsuninni. Takk fyrir, skella. Takk kærlega fyrir, gaman að tala við. Við höfum ekki sagt okkar síðasta orð við Rauðaborðið í kvöld, ekki fara langt, kæru hlustendur, áhorfendur, aðeins meira efni hér handa við hornið. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Já, næst réttur settur hér hjá okkur á samstöðinni. Þetta nú eiginlega hálfgert grínheiti yfir þennan þátt. Við erum að tala hálfsmánaðarlegt lagahornar sem við förum yfir lögfræðileg álitamál, jafnan tengd fréttum líðandi stundar. Í dag ætlum við til dæmis að ræða kröfur gæsluvarðhald. Hvers vegna það ekki nóg að halda að til dæmis meintir bófar geti eitt ránsfeng ef þeir eru ekki hnepptir í gæsluvarðhald. Annað gæsluvarðhaldsmál sem varðar meintan höfuga í Hafnarfirði
Svo mál ríkislögreglustjóra en mjög áberandi í fréttaumræðunni og það getur verið forvitnilegt að svona spyrja hvers konar málalok getur verið líklegust í þessu að minnstakosti stóra bruðulmáli út frá lögfræðilegu sjónarhorni. Og talandi lögregluna þá eru þeir nú bara ákærðir einn á fætur öðrum. Spilling í kerfinu? Leitandi spurning? Og kannski svona að lokum organista Glerárkirkju á Akureyri hefur verið sagt upp störfum ef marka má frétt DVAF það. Því hefur verið velt upp hvort starfslokin hjá honum berað vegna skoðana organistans og það veltir upp þeirri spurningu hjá okkur hvort svo getur orðið reyndin í heimi sem virðist vera polariserast æmeir hver réttur okkar til skoðana og lifibrauðsverður og hvernig lögfræðinni líst á það. En viðmælandi okkar Gísli Tryggvason sestur hjá okkur. Vertu velkomin Gísli. Takk. Þú ert jú lögmaður. Ert ekki akkurat að flytja þessa dagana? Stúna þína. Hvar hefur verið og hvert að fara? Ég var lengi í Kringlunni. Nú ég að flytja í Skeifuna. Já, einmitt. Alltaf nóg að gera. Já, einmitt. Þú heyrðir mig svona impra á nokkru málum hér í inngangi ef að byrja á þessum gæsluvarðhaldsmálum að þeir heyra sumir botna ekkert í því að dómstólar hafi ekki samþykkt gæsluvarðhald hvorki eftir árás á barn í Hafnarfirði að nóttu til þar sem einhver ógæfumaður brýst inn í hús eða í þessu svokallaða hraðbankamáli eða landsbankamáli þar sem að talið að Landsbankinn hafi tapað 100 milljón á einhvers konar mistökum sem leiði til þess að fólk gat komið og tekið út pening og búið að handtaka þarna einhverja 7 einstaklinga. Getur aðeins sett okkur inn í það hvenar gæsluvarðhald ákveðið og hvenar ekki rökin fyrir þessum málum? Já, það kannski svolítið ólíkt eftir hvert meint brot en við getum ímyndað okkur að ef að þessi niðurstaða ekki eðlileg eða tæk þá séu 3 möguleikar. Annaðhvort eru lögin ekki nógu góð fyrir réttarvörsluaðila til þess að rannsaka og tryggja sönnun, rannsaka mál og tryggja sönnun eða dómstólar eru eitthvað að oft túlka sitt varnarhlutverk fyrir borgaran eða lögreglunni hafi ekki tekist eða sækjendum málsins að sýna fram á nægilega sterka sönnun fyrir meintu broti og þetta það gott fyrir kannski borgarana að finna að dómstólar séu ekki bara stimpill í höndum handhafa framkvæmdarvalds eins og sækjenda á lögreglu en þeir borgarar sem eru upptegnari af kannski glæpum heldur en frelsi, þeir kannski hneykslast á þessum niðurstöðum og án þess að hafa gögn málsins í höndum þá finnst manni svolítið sérstakt að þegar ljóst virðist að drukkinn maður með einhverja óra kemur inn í svefnherbyggi á einkaheimili hjá og ég vil upp í rúm hjá barni þá finnst manni óhöflegt að það sé ekki hægt að beita gæsluvarðhaldi bæði til þess að tryggja þá sönnun og að sakargögnum verði ekki spillt og til þess að bara gæta þess sjónarmið sem stundum notað við gæsluvarðhald að það svona tryggi almannahagsmuni að fólk vilji ekki að svona meintur brotamaður gangi laus. Þetta er í hugspurningin vegna þessa mál sem þú nefnir ef það hefði nú bara verið myndavél inn í herbergi þessa barns og það lægi fyrir að maðurinn hefði lagst upp í rúmið til þess
heldur að það hefði breytt einhverju gæsluvarðhalds? Já, ég hugsa það nú, en sennilega nú ekki margir með sko myndavél í barnaherbergjum nema... Nei, en ég að nefna þetta út frá spurningum sönnunarbyrði og sko hvenar þolendum meintum bara trúað skilyrðislaust og það bara ákveðið að trúa þeim og ef kynni að það reynast einhver miskilningur í því þá bara verði leiða til þess að bregðast við því. Ég svona velta fyrir mér sko hvernig kerfið hugsar. Já, það kannski ekkert að staðla það en sem sagt, nú vitum við ekki hvaða sönnunargögn lögreglan hafði og lagði fyrir dómstóla en manni brá svo litið sem bara fjölskylduföður að svona gæti gerst en á hinn bóginn alltaf sá möguleiki að maður sé saklaus eða saklaus af þeim glæp sem hann sakaður og viðurkenni kannski eitthvað annað. Þannig að þetta alltaf þessi togstreita hvenær á að beita þvingunarúrræðum eins og þessu. Þetta mjög þungbært þvingunarúrræðu, þetta gæsluvarðhald. Það ekki komin efnisdómur. Það bara einhverja líkur á hugsanlegri sekt. En þetta stuðaði mig og marga. Hitt málið, það sem að var reyndar ekki hraðbanki heldur einhvers konar netbanki einmitt. Og einhver kerfisvilla þar hefur gæsluvarðhaldið sem að óskað var og hafnað meðal annars þann tilgang að tryggja að menn fari ekki úr landi eða eyði sönnunargögnum eða eyði ránsfengnum eða þjófnaðarfengnum. Þannig að ég veit ekki hvort að þarna einhver handvömm eða hvort að lögin eru bara svona. Nei, það hefur mest verið einblínt á að þeir geti spanderað þessum peningum, komið þeim undan og talið í 100 milljóna en sko það að öðrum stafi hætta af þeir þá alltaf skilyrðislaust gæsluvarðhald eða hvað? Nei, ekki skilyrðislaust en það svona auknar líkur á því. Auknar líkur, já. Og það hafi verið nefnt sem einhver rök í þessu máli af hverju þeir eru ekki dæmdir í gæsluvarðhald bæði undirréttur, héraðsdómur og landsréttur hafa hafnað kröfu það að það hefur aðeins heyrst að almenningi stafi ekki hætti af þessum mönnum. Já, og það auðvitað sjónarmið. Og svo spurningi sem ég nefndi fyrst, hvort að dómstólar séu eitthvað að auka gæsluhlutverk sitt eða sjálfstæði. Nýlega var vændismál sem við ræddum hérna fyrir 2 eða 4 vikum að þar var líka hafnað ákveðnum rannsóknarúrræðum fyrirfram að fylgjast með húsi þar sem að vændisstarfsemi var talin fara fram. Og það var ekki eins og við kannski héldum síðast þegar við vorum ræðið þetta stýrist annars vegar þolendur og hins vegar kaupendur þjónustunar eða heldur var það upplýst í fréttum í gær að lögreglan var ekki síst að reyna að finna forsvarsmenn þessa hvað á að segja? Vændishús. Já, og þá menn sem eru þá hvað að segja, grunaðir eða taldi standa bak við mansal hugsanlega og kynlífsþrælkun hreinlega, þannig að þegar ég heyrði það þá undraðist ég kannski meira að dómstólar hefði ekki fallist á að fylgjast með ákveðnu húsi sem eru auðvitað ákveðin takmörkun á friði eða frelsi almennings í því hverfi eða eitthvað en ég hugsa fyrir almenningin sé nú mikilvægt að það sé ekki svona starfsemi stunduð og að finna forsvarsmenn sem að hugsanlega flytja inn fólk til þess að stunda vændi jafnvel án þess að þeir vilji eða hafi frjálsan vilja. Þetta er mjög gróft að heyra að það megi ekki fylgjast með húsi í þessu skyni. Þetta eru mjög alvarleg brot og frásögnin í fréttum, held í kvöldfréttum RÚV í gær var svakaleg hvað lögreglan taldi verið í gangi þarna. Já. Þetta eru álita mál svo sannarlega og ágætt að ræða þau sem slík. Eigum við þá næst að víkja okkur að lögreglu. Ég get ekki sagt að séu svona 2 mál sem tengjast henni. Fyrst bara stjórnsýsla og fjársýsla ríkislögreglustjóra og svo eftir ætlum við að tala
maður veltaði upp hvort þessi spilling í kerfinu sem ber hérna nýlegar ákærur og fyrirtöku á dómstólum þær. Hérna, hvað varðar hana ríkislögreglustjórinn okkar, hvers konar málalok sýnist þér núna að séu líklegust í þessu máli? Við tókum eftir svona út frá lögfræðilegu sjónarhorni. Það virðist vera sem að hún ætli nú ekki að sjálfa stíga til hliðar eða segja af sér. En við tókum eftir því að það voru dómsmálaráðherra í gær í viðtölum við blaða og fréttamenn notaði ítrekað orðið alvarlegt. Hve alvarlegt þetta mál væri. Og ég túlkaði þannig að hún sé að senda skilaboð til almennings að niðurstaðan verði stór í þessu máli. Þú hefur náttúrulega fylgst með þessu, ekki satt? Jú, þarna eru kannski nokkrir möguleika líka eins og gjarnan. Annars að ekkert gerist og hún bara setji sinn skipunartíma út sem að nokkur ár fram í tíman því miður, finnst mér. Mér finnst þetta hafa verið óhöflegt hvernig staðið hefur verið að rekstri þess embættis í eiginlega áratugi. Það var nú hneyksli líka, mörg hneyksli tengt fyrir ríkislögreglustjóra varðandi einmitt rangar fjárhagsráðstafanir með stofnandasamningum við yfirlögreglu þjóna og það var látið fara í gegn þó að ríkið hefði reynt að spyrna við fótum. Það var ekki hægt að hnekkja því eftir og Haraldur Jóhannsson hætti með feitan starfslokasamning. Já, milli 50-60 milljónir ef mann rétt. Já, þannig einn möguleikin þessi að hún bara setji út sinn tíma og það verði ekkert gert. Það finnst mér ólíkleg niðurstaða, bæði samkvæmt efni málsins og vegna ummæla dómsmálaráðherra í gær. Já, og undirmennarnar ekki heldur með henni liðin, þeir hafa ítrekkað stigið fram á. Já, svo hinn möguleikin í hinn póllinn að hún segi af sér. Það líka ólíklegt með við hennar ummæli undanfarna daga ríkislögreglustjórans. Ég spáði því í síðustu viku að sú millileið yrði farin að það bara gerður aftur starfslokasamningur og eða hún flutt til í embætti eins og hugsanlega væri heimilt. Þó það væri kannski ekki eðlilegt, þá væri það kannski skárra en óbreytt ástand. En nú held ég með við ummæli dómsmálaráðherra í gær að sé til skoðunar sú millileið sem á við í tilviki embættismanna eða forstöðumanna ríkisstofnana að víkja stundarsakir embættismanni frá störfum vegna þess að víst þyki eða ætla megi að óreiða sé á fjármálum. Ég spái því að innan fárra daga verði það kunngert að ríkislögreglustjóra sé vikið frá stundarsakir meðan málið fer til rannsóknar sérstakrar nefndar. Og þetta segi ég nú ekki bara út frá ummælum dómsmálaráðherra og í gær og umfjöllun undanfarinna vikna efni málsins, heldur að því að ég sat stundum í nefnd, 3 manna nefnd sem að var látin úrskurða hvort að víkja ætti forstöðumanni frá stundarsakir. Þá var ég fulltrúi eiginlega embættismannanna eða starfsmanna samtaka tilnefndur af BHM. Svo var einn frá fjármálaráðuneytinu sem að þá fulltrúi veitingavaldsins, handhafa þess sem að ræður og rekur og vill kannski losna við embættismann. Og svo var einn formaður sem var tilnefndur af forsætisráðuneytinu minni mig, eða skipaður. Og þessi nefnd var úrskurðarnefnd með það stjórnsýsluvald að ákveða hvort að embættismaðurinn ætti að fara bara aftur í sitt starf. Það væri ekki nógu alvarlegt ástand út af fjárreiðum eða einhverju öðru eða hvort ætti að víkja honum varanlega frá starfi. Og ef þetta rétt spá þá verður settur einhverjum til þess að gegna embætturinn tímabundið og ég held bara máli sé það alvarlegt og fólki sé það hneykslað og stjórnmálamenn séu kannski líka
bæði í ríkisstjórn og stjórnarandstöðu svo hneykslaðir á þessu að ég held að þurfa að gera eitthvað og ég held að sé líka rétt að gera eitthvað. Já. Og þarna þessi millileið hugsanlega tæk, auðvitað veit maður aldrei fyrir maður sér þykkan stafla á gögnum hver eðlileg uppástniðurstaði eða lokaniðurstaða. Nei. En þetta mín spá núna. Þetta þín spá og þetta áhugavert að heyra. Það sem þú hefur heyrt af þessu máli í gegnum fréttaflutning, hyggurðu að álitaefnin snúi fyrst og fremst að þessum 260 milljónum sem að fara til einnarmannesku? Mér minnir nú að það hafi verið 160 einhverju tímabili og 190 einhverju öðru tímabili. Ég er að bæta við þarna 100 milljónum óvart, alveg rétt hjá þér, það eru 160 sem hún sem ríkislögreglustjóri, Sigríður, hefur dælt út til mannesku sem að gæti verið vinkonunnar, við vitum það ekki, en allavega hefur þessi Þórunn, hún hefur skrifað lofsamlega ríkislögreglustjóra á einhverjum samfélagsmiðlum og eitthvað svoleiðis. Hyggurðu að það sé fyrst og fremst þetta, hvernig hún virðist þá að misnotað opinbert fé með því að dæla því í einn ráðgjafa þegar hennar eigin menn innan lögreglunar segja við hefðum alveg geta gert þetta og náttúrulega sumt að þessu eiginlega bara stórhneykli og brjálaðislega fjárhæð á tíman, enginn að leita afslátta eins og þegar ég var að vinna hjá Umhverfisstofnun og við vorum alltaf að vera fastakunnar og við vorum alltaf að reyna að fá verðið niður og allt það er ekkert svoleiðis þarna. En sýnist það að sé fyrst og fremst þetta, eða er það eitthvað meira af því að nú er talað stórfelldan hallarekstur, bara svona heilt yfir á sama tíma og það er verið að sparka vönu fólki út úr lögreglunni. Heldur það sé bara þetta mál sem að Helgi Seljan og félagar hjá RÚV skúpuðu þarna daginn, eða heldur það sé eitthvað meira þegar þú segir að meint óreiða í fjármálum hún geti snúið að öðru en þessu sem mest hefur verið í fréttum? Já, eins og segir, þetta það sem við höfum heyrt mest en síðan kunna að vera heimildir í lögum fjárreiður ríkisins til þess að taka á svipaðan hátt á málinu vegna mikils hallareksturs. Þannig að ég held að kannski tilefni sem velti þúfunni, ef þetta er rétt spá hjá mér, sé þetta mál með ráðgjafann í Indra. Já, Þórunni. Og ef að það fer í þann farveg þá mun dómsmálaráðuneytið sem svona sækjandi þá þess stjórnsýslumáls væntanlega finna fleira til. Það er nú oft þannig þegar menn fara í mál á annað borð, einkamál eða sakamál og þetta kallast nú eiginlega einkamál eða stjórnsýslumál, ekki sakamál auðvitað, að þá munu þeir finna fleira til úr því að þeir eru hugsað þennan farveg og finna það ég vel allt til sem að má finna að. Já. En varðandi hin málin eins og hallareksturinn, þar held ég að ríkislögreglustjóri kannski hafi betri varnir heldur í Indra-málinu af því að bæði hefur hún nú bent á, Sigríður Björk, að þetta sé lítill hluti af mikilli veldu, þetta er ekki hátt hlutfall, þó þetta sé háar krónutölur og svo hefur hún svona nokkuð trúverulega, finnst mér rökstutt að embættið sé notaði eins og harmonika, ég man ekki hvað líkingu hún notaði en það kann að vera hentugt í stjórnsýslu að byggja ekki upp stórt overhead eða stóra stofnari sem eru varanlegar, heldur að það sé svona kjarni og svo sé þanið út og inn eftir þörfum, eins og til dæmis þegar þessi alþjóðlega eða stóra ráðstefna var í Hörpu í maí fyrra minni mig, að þá er hægt að fjölga starfskröftum tímabundið og kaupa ný aðföng þó það verði ekki varanlegur rekstrakostnaður, þannig að þar eru varnirnar hennar betri, giska ég á. Já. Ef það verður tveir dálkar að þú verður að haka við glórulaust bröðl eða bara spilling, í hvort reytin myndiru setja exið núna með að við gögn sem fyrirliggja? Ég myndi nú segja að það væri örugglega glórulaust
bröðl í þessu indramáli og ef að þetta er rétt sem að þú að þær séu tengdar einhvers konar vinaböndum þá það auðvitað spilling og fræntegli. Og það hefur því miður loðað við kerfið allt og lengi að það er meðlans í réttavörslu geiranum allt og mikið af, vinaráðningum og flokksráðningum. Minnst ekki á það ógrátandi. En réttur hennar, Sigríðar Bjarkar, segjum sem svo að þetta gangi svona eftir, henni verið vikið tímabundi frá, annar fenginn til þess að leiða lögregluna meðan, nefnd skipuð og vegna meintrar óreiðu í fjármálum. Og svo komist nefndin að niðurstöðu eftir segjum 6 mánuði eða eitthvað svoleiðis, hún er búin að vera þarna á syllunni í 6 mánuði. Ríkislögreglustjóri, nefndin kemst svo að því að hún hafi ekkert brotið af sér. Er hún þá bara skipuð aftur á hún rétt á skaðabótum? Mér minnir að þá fá hún bara þau laun sem hún hefur ekki fengið á meðan. Ég held hún sé á hálfum launum eða ég held að forstöðumaður sé á hálfum launum meðan hún er vikið frá tímabundið. Já, en hún er enga rétt til skaðabóta. Það er ekki mælt fyrir það í lögum réttindi og skyldur starfsmanns ríkisins minni mig en það kann að vera svokallar almennar reglur skaðabótaréttar sem eru stundum bara óskráðar að það er leiðið til skaðabóta. Það er til dæmis stundum ef menn eru reknir af réttmætri ástæðu en það er of harkalega gengið fram í kannski rökstuðningi þá getur menn fengið sérstaka bætur fyrir það. Bæði í opinberu starfsmannsrétti og almennu vinnurétti og iðulega er bótaskylda vegna framgöngu og brots á meðalhófi þó að kannski ráðstöfunni sem slík hafi staðist, til dæmis ef menn eru handteknir eða settir í gæsluvarðhald með af réttri ástæðu en handtakan er of harkaleg eða gæsluvarðhaldi of langt eða handtakan og löng, þá geta menn fengið bætur fyrir það. Þannig að það er ekkit útilokað að einhverja bætur komi til ef að of harkalega gengi fram. Þannig að dómsmálaráðuneytið mun vanda sig við að tína ekki til eitthvað rugl eða eitthvað titlingaskít. Þeir munu tína til þetta intramál og önnur mál eins og fjárreiður. Ríkislögreglustjóri myndi þá verja sig með því að ég upplýsti nú alltaf þetta og ég átti fund með þessum ráðherra eða þessum ráðuneytisstjóra þetta og ég benti á að við gætum ekki haldið þessar ráðstefnu nema það kostaði eitthvað. Þannig að þetta er líka spurningum ábyrgð handhafa fjárveitingavalds á þingi og svona stjórnarráðsins við að vera ekki að skipuleggja ráðstefnur eða bregðast við atvikum og setja bara ábyrgðina á forstöðum en það er hinn hluti málsins. Það er alltaf algengt að það verið að setja ný verkefni á stofnanir eða sameina stofnanir og segja bara þið finnið síðan út úr þessu og hagræðið. Það er ekki endalaust þetta hagræða og hlaupa hraðan eins og við þekkjum. Svo eru viðbröðunar alveg sérstakt athugunarefni fyrir mig sem blaðamann reyndan að fylgjast með því ég segi það bara ef hún er að þykja ráðgjöf með það er nú einhver uppsingafulltrúð eða samskiptafulltrúð þarna innan hús hjá lögreglunni eða þá að Þórunn er að leiða hana í það hvernig hún er að bregðast við að það er ekki sístu viðbröðin og það er svona hvernig hún hefur virðist hafa séð þetta í allt öðru ljósi heldur en almenningur og hvernig hún kemur fram og á mikilli eiginlega bara hörku og hefur réttlætt þetta allt frá A til Z. Það er svona alveg önnur saga. Já, kannski ekki alveg allt, en hún var svolítið staffýrug í fyrsta viðtalinu í RÚV, fréttunum eða kastljósinu, það sem að... Hún reyndi þá aðferð. Já, hún réttlæti fannst mér allt og mikið. Já, svo skipti hún aðferð, þegar hún sér að það er búið að kreppa henni. Já. En allt hefur þetta unnið gegn trúverðuleika hennar og trausti líka. Já, sammála. Það sem hefur gerst eftir að máli kom upp. Það var fróðlegt að sjá hvort þú reynist sannspár, Gísli. Þetta hljómar nú eins og svona skynsamlegt úrræði í stöðinni. Já, ég meina, þetta hefur náttúrulega svo oft gerst. Ég meina, eitt máli það sem ég var að úrskurða, það var þegar forstöðumenn voru taldir hafa og við minnum nú að það hefur verið talið sýnt fram á það að þeir voru nánast að ráða hvor annan í auka störf og gera hvor öðrum greiða.
Þannig að það var iðulega bæði bara óreiður og fjárriðum og vinahygling og spilling hreinlega sem að leiddi iðulega til þess að forstöðumar var látin fara og það er þetta að fletta þessum úrskurðum upp á vefstjórnar þessi sig ekki. Áður en við endum okkar spjall á stóra organistamálinu á Akureyri þá ætla ég að spyrja þig út í ákærur sem að hér hafa komið fram gegn lögreglumönnum. Skygging er fyrirbæri þar sem að er fylgst með okkur á þess að við vitum að þeim og þar hefur eitthvað farið úrskeiðis hjá einhverjum lögreglumanni og búið að ákæra hann og svo er annað mál sem varðar lögke að fletta upp gögnum í trássi við lög og enginn veit hvers vegna held ég ennþá hún neitar reyndar svo lögga að hafa gert það en mann finnst nú skrítið ef þetta nær alla leið inn í þingsetningu eða hvað kallast þetta þegar mál er þingtekið? Já, það er þingfest þegar það er fyrst tekið fyrir í dómi. Já, ef það er ekki tæft í því. Þetta kemur ofan á máli ríkislögreglustjóra og maður spyr sig, bara bullandi spilling í kerfinu innan lögreglu? Ég held nú ekki og vona ekki en alveg svo ríkislögreglustjóri á rétt á því út frá stjórnsýslureglum að verja sig og njóta réttláðara málsmeðferðar við þetta sem að kann að vera hefjast. Þá eiga lögreglumenni svo aðrir borgarar rétt á því að vera taldir saklausir þang til sekt að sannast fyrir dómi. Það er að vísu það sérstaka viðhorf í sakamálaréttarfari að það er stundum talið í fræðunum og ég held að það sé gildandi regla þó að það kunna vera umdeilt að þegar opinber embættismaður, þar á meðal lögreglumenn, er talinn hugsanlega sekur afbrot að þá eigi vogarskálarnar ekki að vera alveg eins ójafnar eins og þegar annar sakborningur er grunaður og stendur til að meta hvort eigi ákenna fyrir afbrot. Það er talið að vegna hagsmuna almennings af því að trúa því að það sé ekki spilling í réttarvörslukerfinu, þá eigi kannski að vera aðeins minni þörf á einhverjum miklum líkum á sekt áður en það er ákært. Og þetta var nú meðalans aðeins til skoðunar held ég í hrunmál, eða hvað að segja, landsdómsmálinu til miskakvart forsætisráðherra þáverandi eða fyrirverandi þá sem sagt ég til dæmis rökstuddi það að það ætti að ákæra í því máli vegna trúveruleikans. Það er betra að fá þá sýknudóm fyrir dómi heldur en að hafa þann ranga grun jável að kerfið sé að hygla sínum. Já, það var það traustið í samfélaginu línu sem heldur þjóðfélagum saman. Af því að fólk lítur kannski eðlilega á sem réttarvörslukerfið sem einhverja heild að þá er mikilvægt að það séu sjálfstæðir dómarar sem að sýkna þá þessa lögreglumenn eða aðra embættismenn sem eru grunaðir eitthvað frekar en að það sé í rauninni sýknað án dóms með því að ákæra ekki af því að sönnunargögnin sé ekki næg. Þannig að ég held að sú regla eigi við hér en eins og segir það maður hefði haldið að sönnunargögnin væri nokkuð sterk uppflettingar alveg eins og í heilbrigðiskerfinu þá er það loggað mjög vel held ég ef einhver læknaritari eða röntgentæknir eða hvað sé meinafræðingur flettir mínu máli upp að þá þarf hann að hafa ástæður vegna einhverjar rannsóknar sem ég er að biðja en ekki að því að hann vil athuga hvort að ég sé með eitthvað undarlegt í pokahorninu sem nágranni hans eða eitthvað slíkt. Mér dettur að það sé tekist á með rökstuðning hvort þetta hafi verið tengt einhverjum skynsamlegum tilgangi vinnunnar. Og þá þarf lögreglumaðurinn væntanlega að verjandi hans að færa sönnur og það akkur hann fletti öllum þessum málum vinna sinna eða óvinna, ég man ekki hvort var að ræða. En þetta skaða nú tímabundi þótt að geti aukið traust á lögreglu eða það eru sýknudómar sem falla og svona og ég sé að hlusta það sem þú segir þá svona fyrir hvert svona mál þá getur fallið aðeins á traust til lögreglu og þetta er náttúrulega svo stétt sem að við höfum borið töluvert traust til samkvæmt mælingum, býsna mikið traust
og þetta ekki gott fyrir samfélagið að það sé hvert málið á fætur öðru sem varðar höfuð, lögreglu og undirmenn. En til langstíma kann að vera betra eins og í öðrum greinum eins og þegar fjölmiðlar gera mistök þá stundum talið í bara PR-fræðum að það sé betra að koma út með allt á borðið og játa og beðast afsökunar og laga heldur en að fara undan í flæmingi. Það nú stundum talað að cover-upið sé oft alvarleira hafi alvarlegri eftirmála en sjálft brotið Já. Gísli, síðasta máli sem ég langar að ræða við þig er bara svona persónuleg pæling mín, bara því ég nú félagsfræði menntaður og svona, maður alltaf að velta fyrir sér straumunum í samfélaginu og hvernig samfélag breytast. Það nokkri dagar síðan organistinn í Glerakirkju á Akureyri listi því sjálfur yfir á Facebook að honum hefði verið boðið 60-70% starfshlutfall, hann hefði verið í 100% starfi, hún hefði verið boðið 60-70% starfshlutfall sem að hann taldi bara ómögulegt fyrir sig að verða við og hann segist hafa kjölfærið hafi orðið samkomulag uppsögn hans. Svo segir hann í samtali við Akureyri Net, ég stoltur ég miðaldra karlmaður, miðaldra hvítur karlmaður held ég eitthvað svoleiðis og ég stoltur að því og svo við erum enn að reyna að skilja þetta mál og svo það DFF sem greinir frá því í gær með viðtali við organistan að það kunni að haft vægi í þessum starfslokum að hann hafi gagnrýnt kynfræðslu í fermingafræðslu þessara sömu kirkju, Glerárkirkju fyrir í haust sem var nú mikið í fjölmiðlum og DFF segir að þessi organisti hafi líka oft talað gegn því sem að hann telur vera niðurrif á hinum hvíta miðaldra karlmanni. Það sem að mér datt í hug við það sem liggur fyrir í þessu máli sem sagt bara réttur okkar til skoðana og lifibrauðs og hvenær árekstur verður þar svo mikill að annað þarf að víkja okkar skoðanafrelsi eða við pössum ekki lengur inn á vinnustæðin og munin á hinu opinbera og enga vinnustöðum og svoleiðis. Hvað dettur svona í hug þegar þú heyrir mig reifa þetta aðeins? Já, mér finnst þetta mjög góð pæling og jafnvel kenning. Ég vona að sé nú okkar vegna ekki tengt Akureyri en það var frægt mál fyrir nokkrum árum þegar Snorri Betel sem kallaður var látin fara frá kennslu held í Brekkuskóla vegna skoðana sem hann ég held að hann hef ekki tjáð þær í kennslustund en á bloggi sínu eða eitthvað slíkt það sem hann var með full biblíulegar skoðanir á hvað sé samkynhneigðum eða kynhneigðun fólks neikvæðar skoðanir já og Akureyrarbær sagði honum upp störfum en hann fekk á lokum ef við munum rétt bætur. Já, hann mannaði það fyrir dómstólum. En þá það náttúrulega í fyrsta lagi þessi regla að það yfirleitt, það bara ekki hægt nema í þessu tilviki með ríkislögreglustjóra þar sem menn eru settir tímabundi frá störfum að það ekki hægt að dæma menn inn í starf aftur með dómi. Þannig að menn fá bara bætur ef að uppsögn var ólögmæt. Síðan það hitt, hvenær má maður hafa skoðanir sem að almenningi eða meirilutanum finnast fáránlegar. Við þekkjum þetta kannski öll sem höfum verið í mikilvægum eða ábyrjandi störfum. Ef ég væri með þá skoðun til dæmis og tjáði mig opinberlega það að jörðin væri flöt eða að allir norðmenn væru vitlausir en aðrir, eitthvað slíkt, eitthvað svona fáránlegt, rasíst eða fordómafullt, þá geti það verið að menn kemur ekki til mín sem lögmanns og teldu mig nú vera eitthvað skrítinn. Þannig að það alltaf einhver fín lína. Það nýlega búið að víkja frá eða gera starfslokasamning við vararíkissaksóknara sem einn af þeim bæði mikilvægastu starfsmönnur réttarvörslukerfisins og einn af þeim sem nýtur mestrar verndar. Það líka dómari fyrirværandi sem að fór út í pólitík bæði forsetaframboð og þingsetu og þingframboð
Arnar Þór Jónsson, hann hefur haft mjög sterkar skoðanir á mörgum þjóðfélagsmálum og svona íaði kannski að því þegar hann var að hætta sem héraðsdómari að það væri ekki auðvelt að vera héraðsdómari með vissar skoðanir. Þannig að þetta einhver lína, við viljum að bæði vararíkissaksóknari og héraðsdómari og organisti og kennari tjái sig sín hugðarefni upp að einhverju marki en spurningin hvar markið liggur. Og mér finnst skipta svolítið miklu máli hvort að tjáningin á sér stað í kennslustofu eða í messu í þessu tilviki. Mér finnst það langsóttara að, ef þetta rétt sem hann að, mér finnst langsóttara að víkja organista, eða bara mjög hæpið að víkja organista frá störfum að því hann segir eitthvað á kaffistofunni kynfræðslu. Hvað sem hann finnst kynfræðslu og hvað sem hann finnst kynfræðslu í tengslu við kirkjustarf. Þá á það ekki að hafa áhrif á hæfni hans sem organista. Auðvitað geta vissi hlutir orðið það eldfimir innan vinnustaðar að það orðið erfitt ástand. Fyrir mörgum árum, fyrir 30-40 árum, þá var strætisvagnabílstjóra vikið frá störfum í Kaupmannahöfn vegna þess að hann vildi ekki vera aðili að stéttarfélagi og þá fóru kolleganir að, amast við honum að því þeir vildu halda sterku kerfi stéttarfélaga sem hefur verið í Danmörku. Vinnustöðinu var orðin, þetta var orðið eitthvað erfitt, þannig að honum var vikið frá störfum, ég man nú ekki hvort hann fekk bætur en þar tókst á tjáning og félagafrelsi og svo bara réttur til atvinnu. Þannig að þetta eins og oft í lögfræðinni svona miklir pólar og ég held að það sé rétt hjá því að þessi félagsfræðilega pæling að þegar pólarisingin orðin svona mikil undanfarin ár í heiminum og samfélaginu okkar og fjölgi svona málum. Já, þá verði þetta enn mikilvægar en ella að forstöðumenn passi sig að greina á milli skoðana sem eru prívat og tjáðar í einkarými. Við getum líka nefnt, og hins vegar þess sem skiptir máli fyrir starfi. Við getum nefnt lögreglumennina sem voru á vakt fyrir nokkrum árum á Þorláksmessu held ég, þegar þáverandi forsætisráðherra minni mig, eða fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson var á einhverju samkomu í COVID-banni og var allavega talin vera þá hluti af einhverju broti á COVID-banni. Þá tjáðu lögreglumenninir eitthvað óheflegt, þeir sögðu eitthvað ljótt íhaldið eða sjálfstæð, eða ráðherra eða eitthvað eða bara einhvern sannleika. Þeir sögðu eitthvað sem allavega íhaldsmönnum fannst ekki fallegt og þá var þetta dómsmálaráðherra hringdi held ég bara í þáverandi lögreglustjóra í Reykjavík. Það var aðeins og kósí. Já, það var nú sennilega bara Sigríður Björk og það kannski eitt af því sem veldur því að maður telur þessi tengsl vera svolítið, ég man ekki hvort það var Halla Bergþóra eða Sigríður Björk sem var þá lögreglustjóri en allavega hringdi dómsmálaráðherra sennilega á aðfangadag í lögreglustjórinn og spurði hverju þetta sæti og það svolítið mikil svona hagsmunagæsla fyrir kollegan eða stjórnarherran Bjarna Ben hvað sem manni fannst þessi ummæli og lögreglumönnum finnst örugglega að þeir megi tjá sig án þess að það fari á spjöld sögunar. Þannig að þetta erfitt, þarna var mikrofót sem að náði þessum ummælum og einhvern veginn slapp það út. Þannig að þetta, auðvitað viljum við heldur ekki að lögreglumenn séu að leka eins og þarna var grunur leka máli sem kemur sér illa fyrir einhvern stjórnmálamann sem þeim illa við. Þetta kannski umræða sem vinnustæðir ætti að taka áður núna bara undirbúa það að við erum að gliðna svolítið í sundur sem samfélag í marga ólíka hópa og það ætti kannski bara að vera til einhver svona viðbragðsáætlun eða leiðbeiningar það hvað í lagi og hvað ekki í lagi, hvað skerðir traust og hvenær ber okkur að sýna tillitssemi, hvað opinber vettvangur og svo framvegis eins og þú nefnir. Mér finnst það gott hjá þér að gera kannski greinamun á því hvað á sér stað í kennslustund og hvað í frímínútum, hvað á sér stað í messu og hvað á kaffistofunni.
ég held að ég sammála þeir með að þarna kann að vera dálítill munur á. Já, vinnuréttar lögfræðingar þurfa að undirbúa sig og greina þarna á milli, mannauðsfræðingar þurfa að gera það. Ég lærði nú sko mannauðsstjórnun líka í MBA-námi nokkrum árum eftir lögfræðina, þannig að ég þekki þau fræði aðeins og þarna verður bara að greina á milli þess sem er málumlegt til þess að gegna starfinu og þess sem er ekki málumlegt, og það má minna á einn dóm sem að mér fannst alltaf svolítið góður, sennilega 99, það var deildastjóri í einhverju félagsþjónustu, fötlunarþjónustu eða eitthvað slíkt, sem að var ámyndur fyrir að vera með einhverjar aðrar faglegar skoðanir, og dómstóllinn Hæstiréttur tók bara alveg skýrt fram að þetta var bara máleflegur ágreiningur. Það er bara máleflegt að til dæmis eins og þegar Pétur tæknimaður var að leiðbeina okkur hvernig mikrofónin ætti að vera, sko. Ef við myndum nú reka hann bara fyrir að vera með uppsteita því að hann vill stjórna því hvar mikrofónin er. Hann er fagmaður á því sviði, en ef við myndum reka hann því að hann vera alltaf með eitthvað vesen, skilur við, þá myndi útsendingin vera lakari, að því að menn væri bara hræddir við að segja það sem þeim finnst sem fagmenn. Og ef að lögfræðingur eða félagsráðgjafi má ekki segja, heyrðu, það er kannski betra að gera þetta svona, og forstöðumenn verður bara fói og segir, heyrðu, það má ekki mótmæla mér, ég er bossinn hérna. Þá verður þjónustan lakari með tímanum. Þannig að ágreiningur er góður ef hann er málumlegur og rólegur. Góð lokaorð, kæra þakkir, Gísli Tryggvason lögmaður fyrir spjallið þennan daginn. Við kannski fáum þig aftur að rauða borðinu eftir svona 2 vikur. Takk. Og ég held að Pétur tæknimaður þurfi engu að kvíða, ég held við séum ekki að neitt að fara að losa okkur við hann, því að hann er ein af lykilstoðum hér hjá samstöðinni. Og á þeim léttu nótum bið ég ykkur að hinkra andartak, þátturinn heldur áfram eftir smástund. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, þá ætlum við að ræða svolítið viðkvæmt mál, en mál sem að er brýnt að gefa aukinn gaum. Það eru börn og drykkja eða börn og víma. Það eru vísbendingar að íslenska forvarnamódelið sem, hvað maður að segja, náða að höggva veruleg skörð í ofneyslu unglinga á áfengi, unglingadrykkju, að þessi íslenska leið, þetta íslenska forvarnamódel sé að láta undan. Og formaður Samfés, Valgeir Þór Jakobsson, hann er hingað komin að rauðaborðinu og hann ætlar að lýsa fyrir mér reynslu heima í unglinga í félagsmiðstöðunum eins og það kemur honum fyrir sjónir og ræða leiðir til að snúa vörn í sókn. Vertu velkomin, Valgeir. Takk fyrir það. Er þetta ekki bara rétt sem ég segi? Er ekki unglingadrykkja að aukast? Jú, að minni svona tilfinningu og minna kollega á vettvangi, þá finnst okkur bara að sjá það og finna fyrir í bersýnilega á gólfi félagsmiðstöða. Hvað er það? Að svona síðastliðin ár sé akkurat að vera svona dvína svolítið undan þessu sterka kerfi sem hefur verið í gangi síðan ég fæddist. Og vakti heimsathygli. Og gerir enn. Já, litið til sem fyrirmyndarlegar. Já. Og þetta er svona tilfinning sem við höfum haft svona alveg í nokkur ár og það er þetta tengið við margt eins og bara COVID og annað, en þetta er náttúrulega rosa fjölþætt vandamál myndi ég segja. Já. En jú, bara eins og að minni 10 ára starfsæfi í þessu starfi að þá myndi ég segja að ég finni fyrir því að maður sé að díla oftar við drykkjutengt vandamál, hringja oftar heim út og nákvæmlega því. Það er búið eitthvað vettvangstarf og annað. Já. Og þú ert kunnugur rannsókn sem Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi að gera. Já. Þar sem hann talar við einmitt starfsmenn félagsmiðstöða. Já, hann sendi spurningalista á alla stjórnendur félagsmiðstöða á Íslandi og færir hann mjög hátt svarhlutfall yfir 60-70 manns af landsvísu sem svara því og þar kemur eiginlega bara nákvæmlega sama út að það er yfir 60% stjórnendur félagsmiðstöða sem að telja að drykkja með ólíka sem búin að aukast síðastliðin 2 ár. Já.
Þú nefndir COVID. Heldur það hafi verið einhver vendipunktur? Já, ég held að við ítt undir. Ég held að það sé ekki eina orsökin. Nei. Þetta er ekkert þessi mjög fjölþætt og þetta er svona samfélagslegt vandamál og meira. Já. En ég held að það hafi alls ekki hjálpað til og við verðum örugglega næstu 5-10 árin að finna fyrir afleiðingu COVID almennilega. Já. Og svo tekur náttúrulega ennþá lengri tíma að rannsaka nákvæmlega orsakatengsl afleiðinga COVID. Já. Að svona það hefur flosnað undan einhverju lími sem var í samfélaginu, það var orðið félagslega raskanir og... Já, ég menna maður bara ímyndir sér það að þú ert að setja börn og ungmenni og úlinga í þá aðstæður að fá ekki þennan jafningja grundvöll frá degi til dags og hvað þá mánuðum eða vikum saman. Já. Og það er bara svona, það er alls konar félagsþroski sem að þú missir af. Já. Og þessi félagstengsl og tengslu jafningja og jafnvel bara koma þér í aðstæður þar sem þú fyrir að læra af reynslu og upplifunum. Þú veist, þú tekur þetta svolítið í burtu í 2 ár eða meira og það er akkurat það, maður veit ekki nákvæmlega hvað gerist í kjölfarið en það er alveg klart mála að þetta hefur einhverjar afleiðingar. Já. Áður en við förum sérstaklega til þess að kynnast starfinu innan félagsmiðstöða í þessu spjalli, þá ætla ég aðeins að halda mig áfram við svona stórumyndina, þjóðfélagið í heild. Finnst þér að við séum að gera það sem þyrfti að gera til að stemma stigu við því að unglingadrykkja er að aukast, núna bara rökstutt samkvæmt rannsóknum? Ég spyr meðal annars vegna þess að sýnileiki áfengis, hann er orðin miklu meira á íþróttaviðburðum. Það er mikið rifrildi inn í íþróttahreyfingunni það hvort sala áfengis, þar sem börn eru viðstödd, sé eina leiðin til þess að bjarga fjárhag íþróttafélagana og eitthvað svoleiðis. Mörgum finnst þetta mjög skrítið að forvarna hlutverk íþróttafélagana sé ákveðinni hættu vegna þessara breytinga og svo bara það er alltaf að koma fleiri og fleiri sprútsalar, netsölur og allt það. Finnst þér að við séum að einhverju leyti að sportna sem samfélag við þessari þróun? Sem samfélagi heild þá finnst mér svona að því sem að ég best veit líður mér eins og að sé vanti bara alla samheldni hvað var þessa stefnu, bara hvað viljum við fornur og ungmennum okkar. Það sem að ég þekki ekki nú vel og get ekki beintengt aukna áfengistrykku við sýnileika áfengist og að það liggur bersýnilega auðvitað getur þetta haft áhrif en það sem að eins og ég horfa á þetta, ég elst í rauninu upp, ég fæddur 95 og ég elst upp í svona þessu brautriðandi forvarna módeli og upplifi ekkert annað og svona horfa tilbaka, það var akkurat bara, þú veist, íþróttafélögin, foreldrafélögin, skólanir, lögreglan, þú veist, lögreglan var að senda krakka heim og þekki ég marga vini sem að bara mínum aldri sem voru bara teknir upp í löggubílu og voru 500-10 á sumartíma úti. Já, það gekk svona. Já, ég meina, þetta þótti bræðilegt að því útivistartími er í lögum. Ég veit ekki hversu mikið aðhald er að því þó ég telja þessi alveg vera að aukast aftur en það er bara einhver svona samheldni hvert við stefnum með þetta fornamál sem að mér finnst vanta að þegar ég horfi á til dæmis þetta íslenska fornamódel sem ég er búin að læra og fór á ráðstefnu þessu á Planet Youth og bara sjá þetta bersýnilega hvernig þetta gekk og þá kem ég sem sérfræðingur í mínu starfi og mér finnst ég akkurat ekki sjá þau sem á skrefi eitt sem er samheldni samfélagsins, það sé allir á sama borði. Já. Nú til dags horfi ég á þetta og akkurat íþróttafélögin á einu máli hvert við stefnum stjórnvöldur á einu máli hvar það ætla að eyða peningum í forvarnir skólar og fjölskyldur, það er einhver skautun þar, hvar liggur ábyrgð foreldra á skóla. Þú veist, í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að ábyrgðin er ávallt á borði foreldra en mér líður eins og það sé akkurat líka svona ekki samheldni þar. Foreldrafélög tala til dæmis það að það sé bara erfitt að virkja foreldra og alls konar þannig. Þannig að þú veist, það vantar, finnst mér eitthvað þarna samfélagslega samheldni. Já. Það sem allir eru á sama máli. Já. Og það er kannski erfitt í upplýsingar óriðu nútímans og við erum líka bara í gjörbreyttu samfélagi. Við erum ekki í sama samfélagi og vorum 1992 þegar þessi útivistarlög eru sett í gang og þetta herferði farið á stað. Að þetta er, þú veist, við erum fjölbreyttari þjóð, við erum stærri þjóð, fjölmennari, við erum með töluvert meira vinnandi foreldrum, þar sem að það er nánast krafa til þess að báðir foreldrar vinni fulla vinnu og ef þú ert á einstæður eða jafnvel 2 foreldrar vinni meira en fulla vinnu og þannig þetta er svona, þú veist að akkurat að gefst þá hverfur svolítið þessi tími sem að fór í svona að umgangast börn og annað.
Já. En ég get rænt að lengi þetta, mér finnst þetta alveg svona kjarnamála, það er eitthvað, það er einhver staðar sem að við sem samfélag sofnuðum á verðinum og fórum að svona sætt okkur meira við eins og við erum búin að ná markmiðum í staðan að vera viðaldæm. Þannig að elskum sem þjóð að bregðast við. Já. En ekki að fyrirbyggja. Náttúruhamfara hugsunin bara taka til eftir snjóflóðið en huga ekki nógu vel að því að fyrirbyggja það. Sko, ég held þetta mögulega tengist þetta sem voruð að tala því að það er bara svona, það er mörguleiti erfitt að fá okkur einmitt til þess að fara undir einn hatt og leita að einhverjum svona samtvinnuðum lausnum þar sem við leggjumst öll á árar. Þetta er orðið svona meira einstaklingshyggju dæmi fjölskyldnanna og ef það verður þannig þá finnst mér líklegt að það auki stéttaskiptingu í landinu. Mér finnst líklegt að þar sem einhver vandamál inn á einhverju heimili og í uppeldi barna og unglinga að þar skipti meira máli að við skrifum nýjan samfélagssáttmála þar sem ríkið og við opinbera og margir aðilar komið saman til þess að hjálpa barninu og minnka líkur á að það verði til dæmis vímuefnum að bráða eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta gæti auki stéttaskiptingu eftir svona uppeldisaðstæðum og efnahag. Já, ég meina, ég er nú ekki sérfræðingur í þeim málum en þú veist, maður getur samt lagt 2 og 2 saman og það er fjölskyldur sem að báðu foreldrar er mjög efnaðir eða góðum vinnum og hafa haft gott bakland til þess að komast á leið. Já. Eru þar að leiðandi kannski að vinna styttri vinnudaga og eru með meiri frítíma og gefa sér meiri tíma í börn en svo getur það líka fyrir algjör andhverfu sína að maður veit alveg dæmi þar sem að það eru foreldrar sem eru kannski fyrirtækja rekstri fleiri en einum og eru því að leiðandi bara með það lítinn frítíma að þau eru með aupera einhverja hjálpar sem að hjálpa til við uppeldi og annað og sem að gera bara akkurat fyrir heldur samverða fjölskylda á að gera. Já, einmitt. Þannig að þú veist þetta fyrir báðar áttir og maður veit ekki hvar nákvæmlega myndi líka sko. Nei, en sem sagt sko fræðslu hlutverkið sem áður var svona miðstýrðara upplifi ég, það er meira komið á herðar foreldrana og ábyrgð þegar losnar svona límið í samfélaginu. Já, það er einhverju liti og eins og ég horfa á þetta þá er þetta akkurat bara það að eins og þetta fræðslu hlutverk að hvar foreldrar er að fá upplýsingur og annað það var einfaldara að miðla því áður en að til dæmis interneti, samfélagsmiðlar og annað kom til sögunar að þá gastu hengt upp plakkat eða gefa út bækling flestir sáu það, þú gast sendt eitthvað í sjónvarp eða kastljós eða fréttir allir sáu það þú veist, það er undantekning ef allir horfa á fréttir á kvöldin í dag þú frekar að lest fréttinar í síman og þú fer bara handóskent hvaða fréttir þú færð og það vita ekkert allir hvað umræðefni gerðdagsins var og það er að leiðandi akkurat að það er erfiðar akkurat að miðla upplýsingum og hvað þá að fræða foreldra eða bara samfélagi heild sinni forvarnarhlutverk og hvar við stöndum annað. Já, og það er ekki eins og internetið og samfélagsmiðlarnir sem að unglingurinn er að nota inn í herbygginu sínu. Það er ekki eins og að þessi fyrirbæri séu bestu vinir unglingsins eða bestir í forvörnum. Það er þvert á móti þá spila þessi öfl inn á ótta og óöryggi og geta jafnvel aukið. Það er bara eins og með allt svona allt sem fyrir öfgasýnar og sem að samfélagsmiðlar á mínum aldur er búin að gera náttúrulega í samfélaginu að það hefur ekkert alltaf góð áhrif en þú getur nýtt allt þetta til góður áhrif. Þetta er bara sem dæmi bara tölvuleikir sem að bara alla okkar tíð hafa oft verið svona einhver liti hornu af sérstaklega fullorðnu fólki og það talið að það sé uppspretta íls eða einhverja vandamál og annað og svo þegar það er rýnt í tölunar eða séð bara að þú ferð rétt aðan nú til dæmis keppt í rafurútum og eftir rafurútir að það er, ef þú ferð rétt að þá eru töluleikir alls ekki uppræta íls eða einhverja vandamál heldur er þetta að nota þetta bara sem félagslegt tól þú getur eflt liðstyrkingu og liðtóakrafta einstakleika í gennum tölvuleiki þú getur eflt bara samskiptafærni þeirra og samu í gennum tölvuleiki bara að þú ferða þessu svo íþrótt og sama með bara ef að foreldrar nota tölvuleiki sem
samveruverkfæri, bara hvað ég var að gera á kvöldin og hérna bara spila töluleik saman. Það er töluvert betra heldur en að spila inn í herbyggi. Já. En á sama tíma getur þú félagslega einangraður og fundið þarna einhvern samastaf fólk sem að tengist við og annað. Þú getur fundið bara þitt eigið samfélagi gegnum interneti og töluleiki sem er líka rosa jákvætt. En aftur á móti, þetta allar öfgur hafa slæmar afleiðingar. Og sama horfi á með samfélagsmiðla, það er margt frábært til samfélagsmiðla. Bara það að maður geti haft samband við ömmu sína og sendt henni daglega myndir austur á land í gegnum samfélagsmiðla og sín hvernig börnum manns alast upp og það er alveg fullkomið. En það er enginn sem fylgist með. Nei, það er það líka. Það er þetta eftirlit og hvar maður eru línuna og hvar eru boð og bönn en þann dag í dag myndi ég segja að samfélagsmiðlar er bara eitthvað risastór samfélagsleg tilraun sem að enginn ána með einhver einkafyrirtæki út í heimi og það er ekki einu svona neinn þjóð eða land sem að vita hverju leggja línunar, hvað var það lög eða hverju leggja og annað. Og ég sem foreldri hef upplifað mikið úrræðaleysi og svona bara margar spurningar sem hafa kviknað án svara við það að fylgjast með börnunum mínum í þessu ferli. En ég tek undir það sem að margir hafa sagt að frá með þessum tíma 2011-2012 þegar þetta verður svona ráðandi þá verður einhver breyting og síðasta frétt sem að ég skrifaði þingmenn og áfengi þegar ég var á fréttablaðinu forðum áður en það fór á hausinn. Hún fjallaði að einhver þingmaður og einhver þingmenn með honum þeir lögðu fram frumvarp þar sem þeir vildu geta ÁTVR fengi að selja brennivín alla daga ársins, líka á helgidögum. Og það sem er svo áhugavert er að á sama tíma og umræðan hefur verið svolítið þarna, fókusinn, réttur okkar til þess að vera full, geta alltaf fengið áfengi instantly 1, 2 og 3 þá hefur verið að syrta í álinn, getur maður sagt, í forvarnarmálum og hjá unga fólkinu. Er þetta ekki bara fullkomið mótsögn? Samfélagsmiðlarnir? Nei, bara áfengis. Ef þingmenn er að ræða mál, þá vilja þær helst drekka oftar brennivín og fleiri dögum og almenningur geti gert það. Og frekar en að það eru voða veikar forvarnar raddir inn á Alþingi og víðar í stjórnsýslunum núna. Það er svona eins og við bara hundsum þessa þróun. Já, ég menna að hluta til og það er alveg rétt að stundum vantar málsvara ákveðna hópa inn á Alþingi. En það er akkurat bara eins og það er uppsett og þar sem maður leggur krafta sína samfélaginu að þetta er eins og ég horfa á þetta líka sem með áfengið og aðgangs þess og auglýsingar og annað. Þetta hefur þetta breytingar og leiðir að einhverju slæmu í för með sér. En eins og maður er líka oft hort á bara eins og með úlinga, þeir sem ætla sér að drekka munu drekka. Þeir finna sér leiðir. Og það er ekkert gott að auðvelda þeim það, vissulega. En það eitt og sér að gera þetta aðgengilegt mun auðvelda en kjarni málsins líkur akkurat líka bara í því bara hvernig líður úlingum í dag þau eru að alast upp í allt öðru umhverf á samfélagi sem heldur en að bara restina þjóðinu hefði einhvern tímann upplifað að þarna til dæmis bara þú veist af hverju drekka úlingar er þetta út af vanlíðan, er þetta út af einhver öðru út af kvíða eða þunglindi og þú veist brotnu heimili og baklandi að þau sem að ætla sér að drekka muni gera og ef við auðvildum það þá munu fleiri gera það að því að þetta getur orðið spennandi fyrir þeim og því fleiri sem gera því fleiri geta svo stað að því að þetta er bara áhættu hegðun sem hún laðar oft að en til þess að fyrirbyggja það þetta er svo nefndir og langum að snerta aftur á samfélagsmiðluna þú veist þessi breyting frá cirka 2011 mamma er þess að sjálfur eftir bara þegar ég fekk samfélagsmiðl ég bara úlingadeild inn í minni félagsmiðstöð að búið til Facebook að það var ekkert aftur snúið að þetta er svona að þú ert að tengja þetta í einhvern heim sem að vissir ekkert hvað afleiðingar hefur og nú til dags er þetta orðið bara tífalt stærra og styrum og þetta hefur slæm áhrif á líðan ungmenna og það eiginlega bara, mér finnst sjálfum og þetta er svona svolítið persónuleg skoðun bæði í starfi og í mínu persónulífi að mér finnst svolítið galið að gera rannsóknir á líðan úlinga ár eftir ár og sjá aukningu og nánast orsaka tengsl við notkun samfélagsmiðla ár eftir ár og eiginlega bara svona að horfa á þetta, hvað getum við gert?
þetta er einkafyrirtæki eða þú veist, þetta er bara, maður setur ekki lög og annað. Mér finnst það svolítið skrítið að því að þú veist, þarna það virkir ekki endilega boð og bönn að banna samfélagsmiðla og eitthvað þannig, heldur virka bara þetta eins og samfélagslegt átak það að foreldrar skildu vera sammála hvenær barn fyrir á eignast snjallsíma að fer á samfélagsmiðla, þú veist, þetta ég er ekki með réttu lausuna við það, en ég myndi segja að það eru stór orsakatengsl með líðan ungmenna og samfélagsmiðla. Og það hægt að tengja þetta í miljón ringi hvort að COVID hafi ítt undir og gert þetta verra eða hvort að áfengisdrykkja fór að aukast út af einu heldur myndi ég segja akkurat að það sé bara slaki öll í samfélaginu. Þetta er mikið umhugsunarefni og þegar samfélagsmiðlarnir náttúrulega fóru í símana sko, þegar appin komu, það var mikil breyting líka frá því að þetta færi úr þessum þunglamalegri tölvu sko. Þú veist, eitt sinn fórstu í skólan og varst kannski fyrir áreiti eða spjalli eða eitthvað annað, svo kemur þér heim og þú fyrir pásu frá þessu. Og hvað þá ef að þú stendur höllu fæti og þú ert lagður í einelti eða bara líður ekki vel, þá fórstu úr skólanum á einhvern griðarstað eins og félagsmiðstöð, þú veist, pásu frá þessu. En út í dags þá er þetta er allan sólarhringinn. Þau koma heim og þau eru ekki pásu frá þessu. Þau forðast ekki vandamáli sem lengur með því að fara úr umhverfuna, því umhverfið er í höndunum á þeim. Að þetta er svona þetta er akkurat stórt vandamál inni en þá stærra vandamáli sem er bara þessi líðan ungmenna og þeirra upplifun okkar. En barn sem glímir við áhættuhegðun, barn sem líður ekki nógu vel, unglingur sem að þú sérð að þarf meðhöndlun, þarf að hjálpa, er það ennþá bara gamla góða áfengið sem er algengast, er það bjórin eða stertvín eða er það dópið eða hvað er það sem að krakkar er að nota? Bara, maður hefur heyrt sögur og séð að það er alltaf milli himins og jarðar, að auðvitað áfengið er ákveðin svona það getur stigmagnast upp í sterkari efni. Áfengið er menningarlega viðurkennt og sama leyti þá veit maður til dæmis líka að unglingur sem að fóru kannski beint í sterkari efni og aldrei áfengið, þetta er svona það er ekki alltaf eitthvað eitt leiður öðru, heldur er þetta alltaf eins og við horfum á það bara að barn og unglingur sem að leiðir hennar veg er bara í 100% tilveika fórnarlapp sinna aðstæðna. Að það er eitthvað undarleikjandi hann á bakvið og stundum er þetta bara persónuleika tengt eða annað bara, en það fáir eitthvað tækifæri til að hitta hóp sem er í átahöðun tölvöld meiri líkur að þú fáir að vera með í þeim hóp og eitt leiður öðru en jú, þetta er svona ég myndi alveg segja að við erum alveg sammála á vettvagnum það að síðastliðin ár þá er ekki bara eitthvað áfengisdrykkja aukast heldur það er kannski ekki fjölga tilvikum notkun sterkra efna en tilvikin eru alvarlegri að við getum kannski litið 10 ár aftur í tíman og við erum ekki endilega að hringja fleiri símtöl eða díla við fleiri ungmenni sem að standa höllum fæti heldur eru vandamálin í rauninni bara stærri, flóknari og alvarlegri og það er stundu líka það sem maður er að rekast í að þar af leiðandi að þú ert að setja alla orku við vorum að tala um skólakerfið líka bara þú veist stofnanir sem að grípa þú veist einstaklinga, þú veist vogur, stuðlar og annað og félagsmiðstöðunar og íþróttafélög þú veist að þú ert að eyða töluvert meiri orku en þú gerðir áður í alvarlegri atvik og þar að leiðandi nærði ekki einu svona að grípa boltan þar svo átt að grípa hann í forvörnunum sjálfum og í fyrirbyggingunni á þessum alvarlega og það er líka svona svolítið partur af þessu vandamáli að maður reykast á þennan vegg eitthvað sem að maður hef ég heyrt að vettvangi er ekki búið að vera vandamál hingað til. Nei, en einmitt sko, það er náttúrulega flestir krakkar þeir hafa það bara að allt er gott, er það ekki? Jú, bara þú veist, þetta er akkurat yfir 90% af krökkum bara eru akkurat á mjög góðum stað. Og það er bara mjög margir sem að halda því fram að við höfum aldrei átt yndislegri börn og frábærari börn og að uppbyldisaðferðir svona sem að eru kannski að mörguleiti aðeins skárri í dag heldur en áður þótt að séu margar meinsemdir þessum óvissu tímum sem við lífum og nýrri tækni sem við höfum verið að tala um og svona þá það má ekki gleymast að mikill meginþorri allra barna, já þú segir 90% bara eru í góðum málum. Já. Ég sé að þú ert í Hólmasel. Ertu að starfa þar? Já, ég er forstöðumaður í Hólmaseli sem er félagsmiðstöð í Breiðholtinu. Já.
Breiðholtið hefur einmitt stundum komið til umræðu sem einhvers konar, hvað maður að segja, frávik. Já, bara við fjöllum þetta mikið í Breiðholtinu, við erum svolítið bara svona fórnarlöfn neikværar umfjöllunar. Þið eru fórnarlöfn neikværar umfjöllunar. Og ástæðan fyrir orðaða þannig er að hérna, þetta er ekkert hverfistengt. Þetta eru bara ungmenni sem standa höllu fæti og eru fórnarlöfn aðstæðan að koma á brónum heimilum, þau koma allstaðar að. Akkurat núna vill svo til að það er ekki til dæmis þessi stóra strætistöppistöð og var í hlemmi, heldur samnastöð saman í Mjótinni og við förum til dæmis í vettvangsferð í Mjótinu og nú er ég að nefna Mjótina þegar hún er búin að vera mikið í fjölmiðlum undanfarið. Þegar það hefur verið töluvert meiri hópamyndun og vandamál tengdu bara þessu svona áhættuhegðun úlinga þar. Og við förum þannig til dæmis í félagsmiðstöðinni, reynum að fara eitt úr hverju félagsmiðstöð í hverfinu bara á rölt, á félagsmiðstöð opnar tíma, þannig að við séum í raunum auga allstæðar fyrir úlingan allstæðar. Og við vitum það alveg bersýnilega að þetta er minnihluti krakkur Breiðholtinu. Þú veist, við getum ekki tengt þetta við hverfi, þetta eru bara krakkar. Hvaðan sem þau koma, þú veist, krakkar taka strætó af Suðurnesjunum og með þess af Suðurlandinu, svo Selfossi og Hveragerði, Borgarnes og annað, bara allir strætóstoppar stöðar enda í Mjótinni og meðal annars þau sem komur Hafnarfirði eða Vogunum eða úr Kópavogi, miðbænum, Austurbæ, þú veist, þetta eru krakkar allstaðar að og það er að tengja þetta við eitt hverfi þó það gerist þar. Það er svolítið ósanngjarnt gagnvart ungmennum í þessu hverfi og það er til dæmis núna ungmennaráð Breiðholts og foreldrafélög Breiðholts eru bara að standa í stáli við það bara hvernig eflu við ímynd hverfisins. Þú veist, ég er sjálfur alinn upp í Breiðholti, get ekki ímyndið með betri æsku. Þetta er æðislegu staður, en á sama tíma þú finnur öll vandamál sem eru í Breiðholtinu í öðrum hverfum líka. Það er bara hvernig horfur ára og hvaða smásjá setur undir. Eru margir skólar á Íslandi sem verið fjallað sértengd úlinga og barnamál í fjölmiðlum? Nei, allir skólar á Íslandi díla við vandamál og einelti, ofbeldi og annað. Það er þetta vitnum til herferðar Morgunblaðsins sem að bara flutta okkur hverja fréttin og fætur öðru. Já, ég meina og svo kom þetta kom bara á mörgum fjölmiðlum líka, bara Vísi og öðru og þetta kemur bara á mörgum stöðum og maður líka ef maður horfur gagnrýnt á þetta að það er mjög oft til dæmis bara dagbók lögreglu eftir helgi að oft er fyrirsögnin ef eitthvað gerist í Breiðholtinu þó að var smávægilegt þá það fyrirsögn. En nú er ég komin út fyrir það því að ég er bara hjartnæmur Breiðholtingur. Nei, mér finnst þetta skipta en þetta skiptir máli í umræðinni. Þetta setur líka, þetta segir svolítið úlingum hverfisins og börnunum og foreldrum og annað bara er svolítið að segja hvar þau eru stödd út frá algjörlega óháð þeirra upplifun. Já, ég finna það kviknar í þér. Já, þetta er mér hjartansmál. Já, þetta er hjartansmál. En þetta er líka, og svo ég vil bæta hún á þetta er einn af liðunum sem var ekki í gangi 1990 okkar þegar 80-90% ungmenn á Íslandi höfðu drukkið áfengi fyrir 10. bekk. Það var þá sem var gripið í taumana og fjölmiðlar voru saman í liði með foreldrafélögum, æskulýsfélögum, lögreglu, skólum, félagsmiðstöðum og íþróttafélögum. Þar voru líka fjölmiðlar með í liði og þeir spila risastórt hlutverk í þessu. Bara hvaða upplýsingar ætlar að senda út gagnvart þessu. Þannig hef ég einmitt réttlætt það að ég er eiginlega alltaf með svona gagnrýnið sjónarhorn á áfengisneyslu, sérstaklega barna, ungmenna og það sem ég viðkomum hópum af því að mér finnst bara að það sé eiginlega engin annar fjölmiðill eða fjölmiðlamenn að sinna þessu. Og þannig ég leyfi mér bara að vera hlutdrægur. En sko, þetta er alveg, þetta er mikið umhugsunarefni. Þetta er áhugavert að heyra að tala um Mjótina í þessu samhengi að þarna náttúrulega komi fólk, krakkar, allstaðar að það er lemst eitt staður hagkaup hérna í Skeifunni. Það kemur fyrir að ég á aðna leiðum, kannski á kvöldin. Þetta er ekki alltaf góður staður að heimsækja. Það er einmitt, það er ákveðið myrkur stundum fyrir utan búðina og stundum er inni mjög svona fjölmennir hópar og stundum líður mann bara freka vel þegar maður er búin að fá vörurnar að koma aftur inn í bíl og bara ekkur í burtu. Ég held að engum detti í hug í því samhengi að það séu bara hverfiskrakkarnir sem að séu þar. Nei, akkurat, og það var nú bara fyrir 2 árum þar sem að til dæmis félagsmiðstöðvar og lögreglu og foreldrafélög Reykjavík fóru bara í risastórt átaka gagnvart
Hagkaup í Skeifunni, því að það kom bara upp tímabil þar sem að það var rosalega stór hópur unglinga og ungmenna, bara við erum að tala upp í 18 eða 20 ára, niður í 10-12 ára, Já, það sem voru að safna saman, aðalega af því að það er spennandi, leið og einhver stór hópur á þetta höfun að safna saman, það er stundu slagur, það er sérst vídeóði, einhver að drekka, þetta er auðvitað spennandi í augum unglinga, ég sjálfur finnst þessu spennandi, mér var gaman að gera eitthvað sem að var svona aðeins út fyrir línuna, og það vatt í rauninni bara það langt upp á sig að bæði Hagkaup þurfti að bæta við öryggisgæslu sem að hafði ekki í við þessu af því að þau eru náttúrulega ekki að vinna sem lögreglur eða félagsmiðstöð annað, vissi ekki hvernig átt að díla það og félagsmiðstöð Reykjavíkur allar og meiri þess að utan Reykjavíkur bara í nærliggjandi sveitafélögum voru í meiri mánuð eða 2 með svona hverfisröldvakt í Skeifunni og því nágrenni daglega bara ekkert meira heldur en að vera sýnileg sjá andlitin, spjalla við þau þekkja og vita hvaðan þau koma að þau komu það víða að og þetta leiddi bara því að þú veist ef ég sá einhvern til dæmis úling frá mér þá gæti ég til dæmis ringt heim og bara lýst yfir ágjum bara heyrðu það var hann í kringum mikla áhættuðin eða hún og bara láta þau vita og þetta í rauninni bara skilaði sínu af því að hægt og rólega fórum þessu ungmenna að finna fyrir því að þau fengu ekki að vera í friði þannig að það var eitthvað aðhald Er vandinn leystur núna? Þannig að bara langt sinni að koma inn í þessa búð Sko, Hagkaup, já og nei þú veist, núna í rauninni bara komið að því að þarna kom bara svona smá svona tímabil þar sem þetta varð vinsælt og annað það er ennþá hópar ungmenna að flakka allar Reykjavík og lengra, þú veist, stundum eru í Mjótinni og meira þess að stundum núna nýlega mikið í Spönginni að þetta er alveg svona hópur sem bæði bara laðar að en líka á ekki sín svona griðarstað þau standa höllum fæti, þau eru bara þú veist svona utansins kerfi og kannski búin að brenna marga brýr og annað og þarna hefur verið ótrúlega mikilvægt skref stigið hérna með flotanum sem er flakkandi félagsmiðstöð af því að það hefur verið vettvangstarf félagsmiðstöð hefur verið til alveg upp á aldamótum og að við förum út fyrir hús félagsmiðstöðuna til þess að mæta úlingunum og það í rauninni hefur okkur verið bara svona eftir þörfum í rauninni en núna var, þú veist, ég var með í tilraunaverkunar í kringu 2020 þar sem að það var bara heilt sumar bara starfsfólk bara sér starfshlutfall fengin í það að þú ert bara að flakka á kvöldunum sérstaklega á sumrin og núna er þetta orðið að bara sér félagsmiðstöð sem að er ekki minnin húsakynni heldur bara finnur og mætir úlingunum á þeirra forsendum þar sem þau eru og þetta er bara það að kortleggja þessi ungmenni kynnast þeim, þekkja þau annað hefur skilað gríðlega miklum árangri frábært að heyra og meiri þess að komið það langt að núna er náttúrulega bara allir félagsmiðstöð starfsmenn í Reykjavík sem að geta búist til þess að vera með á flótavöktum við erum alltaf í skærbláum úlpum við vorum mjög sýnilega á menningarnótt og svona starri menningartengdu viðburðum þar sem er líklegt að úlingar hittist og hópist saman og annað og oftast er þetta akkurat þú ert bara að hitta úlingar bara ykkur góðri stemmingu ég kalli þetta ofta að vera bara stemmingsleika þú veist, við erum bara að tjekka hvernig stemmingin er en svo þegar að stemmingin er ekki góð og það er átöðan einhver að drekka og annað þá er bara mikilvægt að sé einhver starfsmaður sem getur hringt til lögreglu veit hvernig á að tala við krakkana veit hvernig á að nálgast þau án þess að þau flýi og fyrst og fremst viti hvað þau koma og hvað þau heita og geta hringt í viðkomandi skóla, félagsmiðstöð eða heimili þannig að það er akkurat svona verkefni sem er í gangi og skilið mér umfjöllum finnst mér það finnst mér líka þá er nú gott að við erum hérna í loftinu það er þetta 100% Herðu, en leiðu okkur aðeins að skiknast í Hólmaseli svona undir lokviðtalsins nú þegar fer að svona síga á seinni hlutan hjá okkur Hvað eru krakkarnir að gera? Það er bara hvað eru ekki að gera. Þetta er náttúrulega félagsmiðstöð sem fyrirbæri er í rauninni bara þannig uppbyggt að þú ert með svolítið svona gríðarstað úlingana. Svolítið stað þar sem þau fá svolítið að flýja þennan fullorna heim eða í rauninni svona þessa fullornu valdhafa í þeirra lífi. Það er engin kennar og engin foreldri og þau flokka oftast okkur félagsmiðstöð starfsmenn ekki sem ykkur að fullorna þau veit ekki alveg hvað það hafa okkur af því að við erum svolítið bara aðeins nær jafningagrundvelli þó þau átti sig á að við erum þeirra til handa en þau eru bara að gera allt þau til dæmis eru félagsmiðstöðar vettvang til þess að bara læra á svolítið lýðræðislegt samfélag það er bara í lýsingu félagsmiðstöða og þar eru til dæmis bara eins og í okkur og mörgum flestum félagsmiðstöð þá búa þau til dagskrárna sjálf það er bara einu sinni mánuði stórfundur það eru fengnar hugmyndir, kosið hvað að gera og svo framkomið þetta dagskrá með þeim, stundum er þetta bíókvöld eða pop, stundum er þetta einhverju leikir eða keppnir, það er eiginlega alltaf einhver dagskrá, stundum er þetta eins einfalt og bara púsla og perla. Er símanum svolítið skotið til hliðar?
Í rauninni ekki. Við reynum alveg að nýta okkur það að þú veist, það er fritt Wi-Fi og allt það en við erum að grípa þetta svolítið akkurat sem tækifæri bara til þess að eiga umræðu. Við getum aldrei fara að banna síma hér og þar eða stungi upp á því og okkar hannig, heldur nýtum við þetta meira til þess akkurat að þarna fara svolítið að spjalla við krakkan og þeirra forsendum sem eru ótrúlega skemmtilegt og það má gefa úlingum það, þau eru töluvert fróðari sinn raunveruleika heldur en fullorðna fólki heldur. Við höldum alltaf að við vitum aðeins betur en þau, sem við gerum í mörgum tilfellum, en þau eru oftast með frábæra innsýn inn í sinn raunveruleika og sinn heim. Og það, maður fær ekkert innsýn að nema að spjalli við þau á jafningja grundvelli. Og svo segjum við líka oft bara eins og allt sem í boði félagsmiðstöð. Við erum með þetta klassíska pingpongborð og það biljardborð, það píla, það eru tölvuleikir. Þetta eru allt bara svona svolítið verkfæri til þess að kynnast þeim, til þess að detti í samræður. Stundum þarft einhver svona millivegg, bara sitja hlið við hlið PlayStation, allt í einu fer að spjalla um eitthvað sem að þetta er óþælt að spjalla bara augt til auglits. Þá er þetta allt svona, þetta er einu bara vettvangur til þess að brúa svolítið bilið til þeirra á þeirra forsendum, gefa þeim tækifæri til þess að svona vaksa og dafna í kringu sína jafningja, móta sína eigin reglur, rekast á, þú veist, efla bara félagsfærn og félagstengsl finnst mér virkilega mikilvægt líka sem að félagsmiðstöð vinna mikið í og við köllum þetta óformlegt nám sem það er. Þetta er kennt í tómstundafræðinni og það er bara rosa margt sem gerist hana. Það er svona erfitt að setja puttan á nákvæmlega hvaða því að svo líka eins og sem forvarnastarf kemur oftast í birtingarmynd þess að við kynnumst börnunum vel. Bara þegar þau treysta okkur er rosalega forvörn því að þá fara þau að treysta okkur fyrir hlutin sem að þau vilja kannski hjálpið. Og þar getum við grip inni og við segjum ofta úlingana að ég er ekki lausnin við neinu en það er mjög líklegt að ég viti hver er með lausnina. Þú veist, hvert á að leita og hvert er næsta skref og annað. Þannig að tröstið er algjör lykilbreyta þannig. Já, það er það. Og þú veist, bara það, maður sér það ofta að úlingarnir mæta ekkert alltaf í félagsmiðstöðinni út af viðburðunum og því sem er í boði, heldur út af starfsfólkinu. Og starfsfólki sem er ráðandi félagsmiðstöð eru bara fyrirmyndir. Þú veist, þetta er bara svona fullorðið fólk sem er aðeins nærðum í aldrei heldur foreldrar og kennarar sem að kunna oft bara tala þeirra mál og það er ofta akkurat svona lykillinn í þessu. Og svo ofan á það er svo margt annað að þú veist eins og við erum með ungmennaráð í nánast hverja einustu félagsmiðstöð og svo hverja einustu hverfi og sveitafélag á Íslandi núna sem oftast en ekki er haldið utanum að félagsmiðstöðum þar sem að ungmennin fá svolítið bara að plana og ræða sinna á milli hvað þau vilja gera við sitt líf og sitt umhverfi og nærumhverfi eða stórumhverfi og geta boðið sér fram lýðræðislega eins og í ungmennaráð samfyrst þar sem að það koma krakkar og öllu félagsmiðstöð á landinu og eru með kosningar í sínum kjördæmum bara alveg sem eru uppsetta á alþingi og allir sem að vilja bjóða sér fram halda ræðu, þú ert kosið til 1 árs eða 2 ára og þetta er alveg svona risaferli sem að þau fá að læra og taka þátt í og finna svo afleiðingar af því að þau hafa einhverja rödd að þau svo taka þau þátt að þeim er boðið stundum að pallborðsumræður berið svo núna í síðustu vikunni að það fengu ungmennaráð samfélags að tjá sig bara akkurat sína upplifun á netinu og símónum og öllu því öryggi sem þar tengist og svo ætla ég ekki að gleyma að nefna líka bara sértækt hópastarf að þetta er það sem að ég myndi segja að félagsmiðstöðar eru oft með mikla sérþekkingu í þessu og finnur ekkert á mörgum öðru stöðum er að þegar þú ert með ungmenni sem að standa höllu fæti kannski út á bara félags reynslu eða bara félagsfærni að þú getur ekki rétt í bók og sagði hérna lærið þú að eignast vini eða svona talað þú við fólk svo að treysta þér þetta er ekki eitthvað sem þú kennir nema bara ekki reynslu og þannig erum við sértækt hópastarf sem að grípa svona ungmenni mynda kannski hóp í kringum með eitt markmið og það er kannski bara að draga úr neikvæðri menningu bara því að það er ofta þessu ungmennahópum bara baktal og annað sem að brýtur traust og að verða mikið drama við elskum drama í félagsmiðstöðum og þannig er það bara við fullorðnu elskum líka drama en að leysa drama eins og fyrir úlingunum þau halda að sé er oftar en ekki bara handleiðslega í félagslegum samskiptum í gegnum eitthvað lítið apparat sem við köpum sértækt hópastarf stundum er þetta bökunarklúbbur þar sem við bökum en það er alltaf eitthvað umræðefni og við borðum svo og spjöldum höldum áfram að spjalla og stundum er þetta að fara eitthvað og bara gera eitthvað og virkja þau að alltaf þú getur alltaf notað einhverja tómstundir og frítíman sem bara uppeldist tól og það er það sem ég segja að félagsmiðstöðvar starfsfólk gerir bara langt best að þau kunna að tala við, þau kunna að nálgast þau kunna að fá traust þeirra og þau nýta þetta í akkurat að byggja þau svolítið upp og
og vera svo bara í stöðum samskiptum eins og við foreldrar og annað og foreldrar ofta leita til okkar út af áhyggjum sem þau hafa eins og erfitt og leiðilegt vandamál bara að þú átt ekki vini að þetta ekki auðvelt vandamál að yfirstíga og það voru oft leita til félagsmiðstöða eða samskipti einhverja, þú veist, bestu vinir er alltaf ekki bestu vinir, þá getur við stundum bara með litlu spjalli hjálpa til. Já, maður þarf kannski ekki að vera mjög vinamargur til þess að verða hamingjusamur en maður þarf eiginlega einn vin. Já, þú þarft alltaf að allur vinur á engan vin eða einn. Nei, og svo það líka bara það, raunveruleika og upplifun úlinga, bara sem úlingur og að vera úlingur, það voru allir úlingar. Það svo mikilvægt að fá að tilheyra einhverju. Já. Bara leið og þú finnur þig vera ekki partur af einhverju samfélagi, einhverjum hóp og annað, að það ekki góð tilfinningu, veldur vanlegan, það getur valdið félagslegri einangrun og það í rauninni allt það hefur svo, getur boltinn fara að rúllað og vatt upp á sig einhverju ennþá stærri vandamál. Já. Og þarna viljum við grípa inn í sem forvörn að það ekki bara, við erum ekki bara fyrirbyggja áfengisdrykkju, við vitum bara og vímuefnaneyslu, við vitum í rauninni bara hvar þarf að stíga inn í til þess að manneskju líður vel til þess að boltinn fari ekki að rúlla yfir í stærri vandamál. Já, mér dettur líka í hug þegar ég heyri þig lýsa starfinu innblásinn og augljóslega miklum áhuga sem virkilega gaman að skynja hérna við rauðaborðið að mér dettur líka í hug að félagsvísita fólk út allan heim núna að skrifa fyrirbæri eins og leikinn, mikilvægi samskipta í leiknum sem hafi svolítið orðið undir með þessum tæknibreitingum að við séum öll saman að gera eitthvað. Undrið, mikilvægi undursins að við sköpum, við leyfum ímyndunaraflinu að ráða búin til undur, búin til svona lítil kraftaverk í veröld sem getur verið ansi grá. Þannig að allt sem að þú ert að segja líka eitthvað sem að við þessi fullorðnu ættum að taka og hlusta á í okkar eigin menningu. Já, bara klárlega. Það gleymaldrei að vera unglingur eða barn bara virkilega mikilvægt. Já. Að sinna áhugamálu sínum fyrir þú skiptir ekki máli hvort gamall eða gömul, bara að sinna einhverjum áhugamálum virkilega bara jákvæmt fyrir líðan. Já. Og leika sér saman. Já, og líka bara, leika sér saman. Þetta svo bara, þú veist, bara hópefli. Mér alveg í hjartans kært, ég elska hópefli og hefur oft verið að fara á vinnustæði og íþróttalið og annað bara með hópefli. Því að eina sem þetta að þú ert að búa til aðstæður, til þess að kynnast hraðar, til þess að mynda einhver traust, einhver móral í gegnum akkurat bara leiki. Þú getur alveg gert þetta náttúrulega bara með að halda vinnustað og það gerist alltaf eitthvað en að búa til aðstöðuna fyrir það í gegnum akkurat einhver svona apparat eins og leiki eða samvinnuleiki eða hvort sem þessi keppnisleikir, spurningaleikir eða eitthvað. Þá geta undur gerst. Það geta undur gerst, alveg klárlega. Þú ert að fara að tala, það ekki, ásamt fleirum á ráðstefnu? Já. Náum áttum. Náum áttum, það hjálpræðisherinn eða í húsnæði hjálpræðis? Já, þetta í húsnæði hjálpræðis. Já, einmitt. Hvert þema sem sagt, hvað þýðir náum áttum? Já, fyrir hvað stendur það? Náum áttum held ég þekki ekki nógu vel nákvæmlega fyrir hvað stendur og ofná en ég myndi segja þetta sé bara það að upplýsa og fræða samfélagið og fræðisamfélagið þá sem að vinna á vettfangi og annað bara líðandi stundir. Já. Og til dæmis það sem að þemað núna akkurat unglingadrykkja að aukast. Já. Og það akkurat umræðefni, það hefur að fara að fjalla um það bæði viðbrögð og annað og þar kem ég til dæmis inn með kynningu á svolítið nýstárlegri eða nýrri tegund foreldrasamstarfs. Það sem að það búið að vera mér alveg svona smá hugleikið síðastliðin ár í starfi að það akkurat eins og ég nefndi alveg í byrjun viðtals að það þetta samheldni eins og foreldrar og samfélagsins að maður sér það líka bara í foreldrasamstörum að það einhver skautun þar að það ekki allar á sama máli hvar ábyrðin liggur eða hver foreldrar að gera og meiri sem dæmi bara það vandamál sem ég skil mjög vel en til einhver lausn við bara vilja leyfa börnunum sem vera lengur út á kvöldin svo þau sé ekki tölvunni en þau eru samt að fara á bá við lög og segja börnunum sínum að gera það sem ekkert endilega réttasta leiðin en til þess að sporna við einhverju sem þeim finnst vera verra en þá oft spurt hvað maður annað að gera og það bara að vera með banninu spilaði með í töluleik flakkið saman á TikTok að þau fara að sjá algrímið sem að bannið þeirra séu bara búið til einhverja samveru úr því en þetta akkurat hefur reynst þröndinni hvað sem að þingri að fá foreldra að borðinu þegar þú ert félagsmiðstöð að því þú veist það eru mikilvæg foreldra samstörf í skólum
og bekkjakvöldum í skólum eða bara foreldrafundi. Það líka í íþróttafélum þar sem foreldrarnir eru kannski fyrir stafni að borga fyrir barn og íta undir þetta, sína áhuga annað, skátafélum eða trúfélagi annað. Svo skil ég mjög vel að þegar félagsmiðstöðin kemur þar sem þetta opið starf, barnið mætti stundum og stundum ekki og við erum ekkert að efla foreldrasamstarf. Þú ert búin að fá 4 boð í mánuðinu, þá nennur ekkert endilega að mæta hana í 4. skiptið með sama fólkinu okkar. Sem finnst mér svolítið erfitt að því að þú veist, hvernig ætlar þá að dreifa þessu boðskap félagsmiðstöðva til foreldra eða bara upplýsa hvað gerist innan veggja hússins. Og ég að ræða þetta vandamál við Lasse mann sem frá Finnlandi á ráðstofnun í Noregi þegar ég var bara með mínum kollugum í Skandinavíu og ræða nákvæmlega þetta því að þetta ekki vandamál bara á Íslandi heldur bara á Evrópuvísu, bara að ná til foreldra og þessi samheldni foreldra. Hann sagði mér frá tilraunaverkefni sem hann gerði 2010 sem var bara að vera bara með félagsmiðstöð fyrir foreldra. Það sagði þetta bara simulation. Og ég tók þessa hugmynd bara beint frá honum og var bara með félagsmiðstöð að hermir foreldra. Það sem lagt var að því að opna húsið fyrir bara foreldrum og engum börnum. Börnin þyrfti að vera heima og skipta hlutverk og kannski taka til eftir kvöldmatt. Og foreldrarnir koma að chilla í Hólmasílu, bara setjast í sófan og spila pingpong. Og hugmyndin var aðalega bara að gefa þeim innsýn inn í starfið frá fyrstu hendi. Og við byrjum svolítið þessi skemmtilegu kvöld á því að starfsfólki okkar tekur á móti foreldrunum nákvæmlega svo börnunum. Það bara, við breytum engu við starfið okkar og við erum bara að spyrja hvað gera foreldrar þínir, sem ekkert alltaf besta spurningin að spyrja, vel að það hatt. En bara svona að gefa þessu innsýn. Svo setjumst við bara í sófónum og við erum að spjalla. Sumir prófa PlayStation og sumir eru í pingpong. Og alveg sem með börn og líka, þá eru foreldrar fjölbreyttir á þau og sumir þarf að draga inn eða... Eru ekki ansi margir svolítið feimnir og asnalegir? Jú, það er bara eins og maður og við kannski erum ennþá feimnari sem fullorðið fólk þegar við erum búin að missa þetta touch á því að vera barn og úlingur, bara lappin í aðstæður og þarna þarf maður bara að nota krafta félagsmiðstöðva starfsfólksins að draga þau, tökum einn pingpongleik og svo allt í einu ertu byrjar að spjalla eitthvað og þá býður þau mig kaffi og eitthvað þannig og þetta eiginlega bara vatt upp á sig. Svo kemur einhver pappi inn og hann ætlar í borðtennisin, hann ætlar í borðtennisin til að vinna. Já, það er alltaf nokkur sem á við borðtennisborðið bara allt kvöldi, sem mjög skemmtilegt. Og svo eru líka margir sem aðeins og góður að þess að vera, hann ætla bara að kíkja við stutt og svo lokka maður þau inn í spjalli. Meira sem við erum með svona hlaðvarpsherbyggi hjá okkur og það foreldrarnir elska að setjast þar og spjalla saman, það er svo gaman að heyri sjálfum sér og okkar. Og þetta er svona vatt upp og svo verða bara að mánaðarlegum viðburð hjá okkur, að núna bara síðasta 5. dag í hverju mánuði, þá bara þetta foreldraköld eða félagsmiðstöðva hermirinn, að því við erum ennþá að gera þetta, við erum bara prófum að vera með dagskrá, við vorum í brjóssykurskerðina fyrir sumarið með foreldrunum, með happdrætti þá sem tóku þáttgátt unni brjóssykurskerðasett, það var virkilega vel sótt og það sem kom okkur kannski mest á óvart að svona vaninn í félagsmiðstöðum og býr foreldrum á foreldrafundi, það kannski mæta 20 af 2000 og þarna fórum við að sjá fyrstu opnun 30 okkar manns og svo lækkaði þeir aldrei, svo bara mættu 37 og svo 40 og svo á þar síðustu opnun voru hátti 70 manns í húsi sem bara eins og venjuleg félagsmiðstöð hjá okkur. Það voru bara, fólk var bara hana að kynnast, af því að svo þetta líka það, bara foreldrasamstarfi ekki bara að kynnast starfinu og fólkinu á bak við starfið, það að foreldrar kynnist innbyrðis. Það þú þekkir foreldra vina barna þinna, það bara eykur strax þessi uppeldislegu, þú veist, tengsl. Það heldur foreldrum á tánum, þau eru meira samstíga eins útivistartíman og annað eða hvaða bíómyndir má horfa og hvaða tölvuleiki má spila. Ef foreldrar þekkjast og það eru styttir bóðlegur á milli því að þau hafa hist auglið til auglið. Bara gamla ættbólkasamfélagi. Já, nákvæmlega. Og þetta er rauninni kjarnin með þessu foreldra hermi, við höfum bara svona óvart leitt inn á, bara að mynda vettvang fyrir foreldra að bara chilla. Af því að svo það ofan og við erum búin að fá að heiða frá foreldrum að þau eru sumir sem bíða spennt eftir þessu hverju mánuði. Af því að ef þú ætlar að fara að gera eitthvað sem fullorðinn einstaklingur í dag, þá þarf það annarkvort að vera með einhverju miklu tilgangi eða kosta eitthvað, eða bæði. Ef ég ætla að fara að hitta vini mína þá þarf að vera hvar ætla við hittast, hvað ætla við að gera og hverjir komast og af hverju eru að hittast eða eitthvað svona. En bara það að opna dyr og þú getur bara að labba inn og labba út þegar þú vilt, bara þessi félagsmiðstöð fyrir unglinga, þetta ekki til fyrir fullorðið fólk. Og það kannski svona kjarnin í þess að þau sækjast í þetta út af nákvæmlega sömu forsendunum og krakkarnir þeirra að bara fá einhvern griðastað. Einmitt, griðastað. Heyrðu Valgeir Þór Jakobsson, virkilega gaman að hitta þig sem formann Samfés og sem sagt starfsmann þessar félagsmiðstöðar hérna í Breiðholtinu. Ég segi nú bara lifi Breiðholtið. Já, sömuleiðis. Ég ætla að segja þér eitt brandara á lokin. Já, hvað með það? Þegar Ara Eldjárn leiddist upp í standara og hann fór til
pappa síns og sagði, pappi, mér leiðist, gerum eitthvað skemmtilegt. Og sagði Þórarinn Eldjárn, pappans, bók í hönd. Og það var eina sem Þórarinn hafði við Ara að segja, samkvæmt því sem Ara hefur sagt í uppástandi. Þannig að það líka bara bók í hönd. Já. Lifir það ekki enn? Ekki enn hægt að taka sér bók í hönd? Jú. Svo Þórarinn sagði, marg oft við Ara. Minna gert að því, en það hægt. Já, það einleiðin. Já. Herðu, kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir að hafa mig. Og gangi ykkur vel og þessi ráðstefna, hún eftir 2 vikur eitthvað svoleiðis. Já. Og verður kynnt betur síðar. Já. En spennandi að fylgjast með því. Takk fyrir komuna. Já, takk fyrir það. Og við ykkur, kæru hlustendur og áhrifundur, vil ég líka segja takk fyrir að fylgjast með okkur í kvöld. Þættinum þá lokið. Við minnum ykkur á að ef ykkur líkar við efni samstöðvarinnar þá yrði okkur og vonandi ykkur þægði því líka ef þið myndu taka þátt í að deila efni samstöðvarinnar. Ef þú hefur rekist á YouTube myndband eða séð eitthvað á Facebook á okkar vegum eða bara frétt á samstöðin.is, eitthvað sem að þér finnst gott og mikilvægt í samfélagslegri umræðu, þá endilega deildu því. Því að með því vöxum við og fáum meira vogarafl og getum þá búið til meiri og öflugri dagskrá fyrir þig. Nú, það eru einhver 1000 áskrifenda sem styrkja okkur í hverju mánuði og ef þú hefur oft velt í fyrir þér að þið langi til þess að sýna okkur það í verki að þú sért sátt eða sáttur við okkar dagskrá, endilega lítu við, en þú hefur ekki komið í verk að styðja okkur, endilega lítu þá við á samstöðin.is, skrollaðu niður, findu hnapp þar sem ástendur áskrift og þar getur við gegn aðeins 2750 krónum á mánuði sem svona eins og hálfur hambúrgari í miðbæ Reykjavíkur, andvirði hálfs hambúrgara. Fyrir aðeins 2750 krónur getur þú lagt þitt að mörkum mánaðarlega og það hefur mikið það að segja að við höldum áfram á tímum, við getum sagt, ólgu sjávar í fjölmiðlalandslæginu. Því þið hafið heyrt af uppsögnum fjölmiðla upp á síkastið og vitið það að vegur fjölmiðlunar í Íslandi þyrnum stráður. Við erum hér fyrir þig. Takk fyrir að horfa. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.